Jæja, strákar. Svo þú ert alltaf stótt að því. Hvað fyrst? Oh my god. Þetta segir. Ég held að allir svona hlusta, kannski fíla bara eitthvað þetta line-up og bara hvað eitthvað maður? Herðu, ég sá nú bara greina á netinu daginn, þar sem eitthvað var að lasta og hæla eitthvað myndum hana og sagði, having said that, þá þetta eitt besta line-up bara undanfarna ára á Óskar. Mér finnst þetta, nú erum við búin að taka upp, ég er ekki sammála þessu, ég veit að þú ert ekki að segja þetta, en við erum búin að gera 3 núna, þetta er 3. Óskarsverðlaunahátturinn. Shit, wow. Mér finnst þetta sísta line-upið. Þetta er búin Sko, ég kom með miklu sterkast einmynd þetta, frá því ég byrjaði að horfa Óskarinn 2020, þú veist, almennilega. Það ár var náttúrulega negla, þú veist, 2019 myndina, það var bara so many hits, sko. Já, fyrir COVID. Já. En síðan að ég byrjaði að horfa á hann fyrir alvöru, þetta er bara sísta árið mitt bara, og það munar ekki litlu, sko. Nei. Það er alveg stór munur. Þetta er alveg langsísta. Sístu 5 árin þá bara langsísta árið, sko. Ég hef búin að horfa á þetta síðan, þú veist, styttir en þú, en þú veist, síðan 96, 7 eitthvað, síðan ég var, þú veist, 7, 8 ára, og þetta er sko, ég er alveg sammálaður, og síðan þá er þetta búin að vera bara, þetta er langsísta árið, bara síðan ég man eftir mér, sko. Ég veit að það voru að gera grína með fyrir þetta síðast, sko. En síðast væri náttúrulega, já, þið voru að gera grína með þetta síðast. Hvað letterbox að ranking? Nei, og það vorum að tala meðalengun á öllum myndum. Já. Og þið voru að klæða með græna lista og eitthvað. Þetta er alveg, sko, það eru 2 ári með, þetta ári með 6,7 meðalengun hjá mér. Það er hræðilegt. Og það er alveg 0,4 undir bara næsta ár, eða þú veist, fyrir ofan. Þannig að... Ok, þannig að þetta er bara... Þú sammála? Af þessum 3 þáttum sem við tekið upp, já, ég sammála því, þetta er alveg sísta en sko. Já. En ég er ekki alveg búin að hugsa svona eftir í tíma hvort það sé alveg bara... Manstu einhvern tímann eftir svona rosalegu lói, ég held að konsensus eða úti sé samt ekki að þetta sé eitthvað það slagt ár. Ég held að almennt sé bara svona kvikmynda heimurinn lánaður með þetta line-up, ég veit það ekki. Tjekkaðu bara á IMDb á Emilia Perez. Just saying. 13 tilnefningar. 2017. Já, byrja á henni, bara gera það. Hvað var 2017? Nei, ég er búin að ræsa. Shape of Water og svo margar af þeir sem voru tilnefndar með sem voru ekkert Darkest Hour sem mann eftir svona í fljótu bræði. Ég myndi að Darkest Hour frekar en 5 myndir. Út af því að það eru alltaf við tökum dæmi, þú veist, maður elska ekkert alla myndir í fyrra, þú veist, ég elska ekkert alla myndir í fyrra, en þú veist, það sem að hittu, Past Lives er geðvik, þú veist, Oppenheimer er geðvik, en þetta er mjög fálega geðvik. Það er alltaf nokkra myndir sem er bara, ok, þetta er best picture material. Ég myndi líka, nei, bara stuð, ég myndi líka, við erum að tala um Maestro, var það ekki fyrra? Já, ekkert spes, ég myndi frekar að horfa hana aftur heldur en nokkra af þessum myndir sem er núna, sko. Sumar, ekki margar. Ég myndi líka segja... Einhverjar, allavega 3 sem ég mig huga. Ég myndi líka segja að það er nákvæmlega rétt það sem þú ert að segja, nema þetta er bara öfugt. Þú veist, vanalega svona 2, kannski 3 sem að svona ekki heima þarna, ein sem er svona eitthvað obvious blockbuster, Já. og svo kannski 1, 2 sem er svona, en þú veist, yfirleitt er þetta svona 8 myndir sem eru bara svona, ok, ég skil það. Já, nokkuð solid, já. Þú veist, burt sér bara eins og Maestro, ég skil það frekar heldur en þú veist, helmingur. Nokkra. Þú veist, já. Þeir eru fjákvæðir. Ok, förum við að kýla á þetta, strókar. Þetta var ekki eins langur þáttur og síðast... Nei. Það er nokkra myndir það sem ég mun bara að segja, þessu fucking leðileg. Ég er bara að segja, ég mun ekki hafa jafn mikið að tjá mig sem að myndir. Ég er svolítið spenntur að vita hvað það kemur ekkert óvart að það væri sem bara eitthvað svona geðveik mynd sem að hafa bara... Ok, við ætlum að byrja og ég er bara búið til svona sérgrafík. Maður er alltaf að fínpúsa Photoshop. Hæfileikana. Tökum einu, sko, Egill byrjar. Ok. En ég, áður en þú segir, þá ætlum ég að segja smá og svo byrjar þú. Ok. Negla. Ég get 10 myndir. Þetta er 10 myndir. Get ekki hvað? Það kemur eitthvað mynd að það bara shit. Það er börnin heima fyrir það. Ok. Óskarinn er bara til 2 dagar. Við erum að taka þetta á föstu. Ég var svolítið sett með þetta. En svona er þetta. Ok. Ég þarf bara að vinna yfirvinnu. Nótt að klippa það þá. Byrjum við þetta, Egill, ég ætla að fá að segja nokkur orð. Já. Áðan þú byrjar. Ok. Ég sagði við ykkur fyrir podcastið, að ég var á Instagram, ég var svona aldrei að cancela þessu þætti.
og ég sendi mér svo fyrst á okkur, ég var að horfa hana mynd og ég sagði ég spurði verðu að klára þessa myndir af því ég var bara alveg að deyja leiðindum. Hérna sjónvarpinu Brutalist. Það var ekki þessi mynd. Nei, það var ekki geta verið. Ég var bara að plana eitthvað svona joke. Það er ekki þessi mynd. Ok, The Brutalist 3 tímar og 20 mínútur eða eitthvað. Já. Hvað erum við að tala Adrian Brody, smá comeback. Frábær í þessari mynd. Frábær í þessari mynd, góð mynd. Komur svona stutt og svo tölvaðist meira hana. Myndi góð? Já, ég myndi alveg segja að hún sé solid, sko. Hún fellur svona pínum fyrir miðju hjá mér í þessu line-upi, svona örlítið kannski fyrir ofan miðju. Já, af þessum 10 myndum. Já. Út af því að mér fyrri helmingurinn geðveikur. Fyrri helmingurinn var ég bara, ok, þetta geðveikt bara mér finnst leikurinn bara geðveikur og bara, þú veist, hún var aðeins meira svona bara fókuseruð, þú veist, minna að gerast í fyrri helmingnum og bara meira svona eitt gól og bara atriðin, þú veist, bara sérstaklega Hanna tala við Guy Pearce og eitthvað sem er líka geðveikur í þessari mynd, bara mér finnst fyrri helmingurinn bara klátt svona stutt til að byrja með, mér finnst fyrri helmingurinn frábær, menn seinni helmingurinn ekki alveg frábær. Mér fannst bara sérstaklega hvernig þeir enduðu storylines með suma karaktera án þess að fara eitthvað djúpt. Ég veit ekki hvernig við erum að skipta spoiler, ekki spoiler. Þetta er allt, þetta er ekki spoiler þá. Allt spoiler, ok, Guy Pearce að hverfa og eitthvað, þú veist, þannig dót, storylines voru ekkert alveg verkefni og mér fannst endurinn, mér fannst það ekki nóg mikið allavega svona first view, mér er alls búin að melta hann og svona lesa kenningar og eitthvað svona, ok, þú veist, ég skil, ég alveg kann að meta hann, en þú veist, þegar ég var að horfa myndina, þá fann ég ekki fyrir þessu og hún hreyfði ekki jafn mikið við mér og ég bjóst við. En that being said, bara gali þessi mynd er búin til fyrir $10 million. Hún fucking skítlukkar. 9,6. Já, ok. Ekki einu sinni $10 million. Skítlukkar, bara geðvikileikarar, geðt cinematography og eins og sagði bara, fyrri helmingurinn var ég bara riveted, sko. Ég bara, ok, let's go, seinni helmingur. Og síðan var maður ekki alveg góður að mínu mati. Ok, Ísrael? Já, eins og segja, 3,5 tími, þetta er, þegar maður settist niður og horfa myndin, maður bara, shit maður, ok. Þetta er verkefnir. Já, en svo bara... Það var bóka tím. Já, maður þetta var að taka frá, enginn að trufla mig í 4 tíma, en ég bara horfði myndina og myndi fara að flög í gegn, mér fannst hún að vera 2 tímar lengt. Ég fann alls ekki fyrir lengdina myndinni. Óbúðslega, þetta er af öllum þessu tímum, minnst þetta er fallegast að horfa. Allir rammar, það var svo margir rammar í þessu bíómynd, ég sagði bara, shit, ég var til í að taka þetta og bara hengi bara vekk. Flottar en Dune? Já, ég myndi segja það. Já, er það hot takes? Já, Dune geggjað, góða kvimtugur. Ég er ekki séni. Það er bara geggjað kvimtugur í þessu og bara allir leikarnir upp á 10 nánast, bara eitt brjóti, bara með neglu hana. Mér finnst Guy Pearce, þegar Felicity Jones mætir hana eftir intermission. Þú veist, það er heil bíómyndi lið. Já, ég var alltaf bíð þetta enni. Svo mætir hún og hún er svakalega góð, sko. Þetta er, eins og segi, að svona 10 milljónir krónur mynd líti út fyrir að það kosta 100 milljónir, sko. 9,6. Já, 9,6. Það er svona $1 million. Já, dollara, sko, þú veist. Ekki íslenska krónur. Og óbúðslega flott og mér fannst bara margt svona í myndinni, ég vissi ekki hvort ég var að horfa á tölvubörli og hvort ég var að horfa á gamlar fréttamyndir, stock footage, ég var bara, ég veit ekki hvernig það fór aðeins, en þetta er að virka, þetta er að plata mig, þetta er að fá mig inn í myndina. Mjög góða tilnefningar, það er 10 stykki sem þessi mynd fær, næst mesta, það er náttúrulega mynd, Brady Corbett, leikstjónur tilnefndur, allir þessi 3 leikarar, Brody, Guy Pearce og Felicity Jones, og svo náttúrulega tilnefnd fyrir handriklippingu, auðvitað kvikmyndatökuna, sviðsmynd og svo... Manst þetta alltaf? Tónlistin er ógeðslega góð í þessari mynd. Þannig að þótt þessi mynd sé löng, þá bara gefið ykkur tíma að horfa það. Geggjum mynd. Er hún ofalega hjá þér? Svona... Herðu, með við allar sem myndir á ótrúlega hátt, þá var hann svona svipað þér, svona rétt undir miðju. Eigið eina svona uppáhalds? Sko nú langar mig að spyrja ykkur, þegar þið segir rétt yfir miðju, eru það að tala af öllum myndunum? Af öllum 10 myndunum, ég skal bara segja að ég setti þessa í 7. seti.
í 7. sæti. Það er galið, what the hell? Það sem myndir í 5. Ísrael. Það sem myndir í 5. sæti á mér. Nú gerum við svona. Ég var að hjarta fann 7. sæti. Hún er í 5. hjá mér, ok. Það er aðskar. Ok. Já, og Gott að hafa gaman Brutalist er í 7. Það er allt og lágt, sko. Ég kom með fjörfisk í augað að ég er bara svona frík út. Teitur, Brutalist. Þetta er monumental fucking masterpiece þessi mynd. Þessi sko, og það að bera hana saman við kvikmyndatökuna í Doom 2 finnst mér vera mesta rugl. Að hvað leiti? Þetta er á allt öðru plan. Ég var bara Ég veit það. En ég er að segja, þessi kvikmyndataka við tónlistina, við leikinn, við leikmyndina, þetta er eitthvað svona fullkomnasta blanda ever. Og ég sammálaðir, mér líður eins og ég sé að horfa á svona, ég myndi segja svona klukkutíma og 45 mínútur af bíómynd. Svona í kringum 2 tíma. Fáránlegt að ég satt límdur yfir henni í 3,5 tíma, skilur. Það er þegar býr til heimi persónum. Geðveikan heim, sko. Og tónlistin í þessari mynd er gjörsamlega insane. Og þetta er sko, ég veit að við kannski ekki að vera að setja ykkur að spára þetta, en þessi mynd er að fara að rústa þessum tónlist og hún er að fara að rústa þessari kvikmyndatöku. Það er engin smá breyki í þetta. Sko. Já, þú myndir setja pening á það að hún fóði pottið þövel. Ég bara þarf ekki að setja pening. Það er besta mynd. Ég er 100%. Ég held þetta að vera besta mynd líka. Ég er saman tónlist og kvikmyndatöku. Já, ég held að sé bara slegið, sko, og svo spurning með hann, en ég veit ekki. En já, þú veist, sagan, ég elska að hann hafi tekið í rauninni, þú veist, þennan tíðaranda, þú veist, sérstaklega fyrir helmingurinn, þetta 50s dæmi, með, arkitektúrin og allt þetta, þennan brutalisma og þetta er svo geðveikt tímabil og ég held fyrst þegar ég var að byrja að horfa á hana að þetta, þú veist, að því maður búin að heyra svo mikið, hann gerir pianist og hann bara að leika Holocaust, Survivors, eitthvað. Það er 23 ár síðan það var. Ég veit, en minna, þú veist, hann vann Óskarinn og hann var í sömu, þú veist, sömu bylgju eitthvað neðan þá eins og hann hérna, en þessi myndi er ekki alveg þar, hún er allt öðruvísi heldur en ég átti von á hvað það var. Ég held ég var að fara að vera eitthvað þar í seinni heimsstyrjöldinni í Evrópu og svo færa hann yfir, sko. Ég var alveg búin að ímynda mér þetta, þú veist, annars það voru búin að kynna mig mikið hana, skilur við. Og hann er geggjaður í henni og sem og allir leikararnir og Sorry, ef við kannski segja, ég klikka ofta á þessu, sorry, því við erum alltaf búin að sjá þessa myndi. Ef við kannski segja stutt bara frá hvað myndin það er. Bara svona smá, þurfum við ekki Teitur talar með mest ástriðu. Ég er alltaf að segja þetta fyrir svona hálftíma síðan og hann var alltaf að ranta hérna. Þetta er náttúrulega þennan Laszlo. Já, innflytjanda. Sem kemur til Bandaríkjanna, hann er ungarskur og hann er big shot svona arkitekt, var það allan í sínu heimalandi. Þetta er strax eftir seinni heimsstyrjöldina. Strax eftir seinni heimsstyrjöldina og já, stiklum stóru og hann kynnist þarna ríkum manni sem er leikinn af Guy Pearce og þeir fara í svona ákveður svona mynda, ekki beint vinasamband, þetta er svona hann ræður hann til sín til þess að hanna fyrir sig ákveða verkefni, hús, af því að hann hafði innréttað fyrir hann svona bókasafn og gerða heldur vel. Og svo svona kemur við slett, þú veist, út frá því, ég ætla ekki að fara eitthvað nánar út í þetta, en til þess að gefa kannski fólk sem ekki sé þetta og ég veit að ég ætla að spoila myndinni, en nei, ég var að tjóka. Sorry, Teitur, ég ætla ekki að tjóka. Bara smá, reyna að minna má þetta líka eftir. Með hina myndinar. Svo semst ræður hann til að byggja í rauninni eitthvað svona minningar virki á lóðinni sinni fyrir, var ekki mömmu sína? Jú. Og sem að ég er svo mikið ósammála þér með það, þú veist, hún kildi mig þegar hann segir þetta í lokin, spoiler, að þetta hafi hann verið að byggja þetta upp á, þú veist, ljósunum allt sem hann hefur séð í þessum búðum hérna útrýmingabúðinu. Og ég var bara svona, þegar hann sagði það, og hann bara, oh my god, því það var aldrei verið að segja neitt, það er ekki að berja, og ég var svo ógeðslega investið, sko. Og ég skil ekki hvernig þessi leikstjóri getur bara verið fæddur 88. Þetta er nánast, þetta er eins og Christopher Nolan hefur gert þessum fyrir 9,6 milljónir $. Það er fucking nuts. Sem segir mann það líka að það er alveg að gera episka stórmyndir fyrir lítið pening. Já, og hún er skotin á fucking VistaVision filmi sem er fucking rándýrt og vesen að redda og allt vesen í kringu það. Og allir að segja að það sé að dýra við, þú veist, þetta er svo mikið bullshit. Fucking geðvig. Þetta er örugglega bara ekki hægt að rífast það, þetta er bara mest inspiring myndina, bara svona frá kvikmynd að gera svona með bara hvað hægt er að gera fyrir hvað penning, sko. Já, og líka bara hvernig hann heldur svo vel, þú veist, þú segir það svo vel, svo, þú veist, leið og myndin byrjar,
manni líður einhvern veginn svona, já, ok, ég er að halda í höndina á, sko, geðveikum sögum. Þú finnur hún sérst í góðum höndum. Já, maður finnur þessi ógeðslega góðum höndum og bara svona tilbúin einhvern veginn að sjá hvað gerist. Þetta svo, bara, maður, ég get ekki. Ég vissi að þú myndir fíla þessa mynd. Leikmynd, já, hún var líka eftir að vinna leikmynd, það hlýtur að vera hitt sem hún vinnur líka fyrir utan leikanum. Já. Ég er nú fegin að þú komst með eitthvað svona því þeir eitthvað 5. sæti, 7. sæti. Ég skil var ég að horfa á ranga myndir? Ok, 7. sæti er ekki með. Hitt hundleðilega dót sem ég var að horfa á. Þetta er ekki eina þeim. Nei. En þessi er ekki eina þeim. En hvað fannst þér? Þessi er bara 7. sæti hjá mig. Rétt verið neðan Emilia Perez og... Mér varst þessi geðveik. Og ég var svona pínustressaður því ég var búin að lesa maður til hana og svona kíkja aðeins á smá okkur svona reviews og eitthvað. Og ég var alveg viss það. Þetta er pottet mynd sem ég ætti að horfa á og verð bara svona, hvaða overhyped bullshit er þetta. En ég sökk inn í hana bara strax. Já. Ég sammála með lengdina, truflaði mig ekki neitt. Ég er alveg sammála því. Ég skil alveg hvað er smá að tala um. Mér finnst hún ekkert, mér finnst fyrirlutum mér finnst fyrirlutum betri, þetta er setni, en það munst ekki það miklu, af því að endaðrið gaf mér rosa mikið. Svona þegar rúsinni pilsvöndurinn kemur og einmitt talar um innblásturinn og það er journey sem skiptir máli, það er destination sem skiptir máli, ekki journey og allt það. Sem er oft sagt öfugt, varandi ímislegt. Mér finnst það geggjað, mér finnst hann geggjarinn. Mér finnst hann að vinna besti leikarinn. Sammála. Og ég meina, hvað er svona heitasta? Er það þá Chalamet og hann? Chalamet. Ég finnst það bara ekki sambarlegt. Ekki sambarlegt. Komur nánar á það. Það væri hann eða Ralph Fiennes myndi ég segja. Mér finnst þetta, þú veist, ef ég ætta... Ef þú fengir að út út velunum. Ef ég ætta að segja, þú veist, hvora þeirra, mér finnst það að vera bara á milli þeirra. Já, mér finnst brótið geðugur. Ég myndi fyrir að taka upp hanskan fyrir Chalamet. Mér finnst líka, tölum hann eftir, mér finnst líka með brótið, þetta leikar sér alltaf ég fíla hann og mér veist hann það rosa flottur í Pianist, það er eitthvað svona sem ég sá hana en góð mynd, og mér veist hann líka mjög skemmtilegur í Predators. Hann fór í svona genre mynd ekkert löngu eftir Pianist er ekki 4 mánuðum setna eða eitthvað svona það skiptir ekki öllum máli. Það leikar eitthvað svona tough guy og hann var bara drullu góð, hafið séð þá mynd? Nei. Engin? Nei. Er þetta hann? Predators? Jú. Já, þú séð það? Frá hvað árum? Er hún Ég er ekki 2006 eða? Er hún svo komið? Ég held að það var nýri. Ok. Þetta var nýrri? Já. Ég man það ekki alveg. Okay. Mér finnst þess að sé ekki það löng eftir Pianist. Okay. Skiptir ekki öllum máli. Hann er líka flottur þar. Allt öðru í þessi kalibera performance heldur í svona mynd. Svo kemur við þessa, ég hef ekkert séð það mikið. Hann leik lítið hlutur ekki Succession til dæmis. Hann er eiginlega búin að vera bara svolítið hérna... Drasli? Nei, hann er eiginlega búin að vera bara í svona aukalutur ekki á Wes Anderson. Já. Hann er alltaf að leika eitthvað svona einn og einn svona lýting. Ok. Að ég fór bara að hugsa, er hann með lélan umbóðsmann eða? Að hann er ógsta góður. Já, ég er endar, þú veist, búin að vera að horfa svolítið á viðtölum við hann. Hann er bara rosalega mikið, þú veist, að fá góða, þú veist, vill fá gott samstarf. Já, meinar að hann er svona picky? Ég held að hann sé meira picky, ekki endilega kannski á efnið, heldur meira bara samstarf. Hvaða ferðalega eru að fara í, hvort sem að sé Wes Anderson í 4 daga eða hann í Predators. Já, eða þessari mynd sem var skotin á 30 það er fært. Nei, svo líka þú veist að tala um episka myndir. Epist þarf ekki alltaf að þýða risa bardagi 20 manns mútið 20, eða einhver sjóorust eða eitthvað. Þessi er alveg episk. Já, maður. Og ég er alveg saman öllu sem þú sagði, mér fannst hún trill sko, hún er ekki 7. sæti á mér. Höfum það alveg reynir við það. Við áfalli. Hvaða myndir? Ertu með þarna? Ok. Ég er alveg meira stressað hver er í 8. 9. 10. Já, einmitt. Nei, mér fannst hún bara geggjuð og þetta er svona mynd sem ég áttur að horfa á aftur setna. Þetta er ekki svona mynd sem ég kannski teka á einu svona ári. Nei. En þarna býr hann bara til heim og ég bara sökk inn í myndina með personum. Ég var svo mikið með Laszlo. Sérst bróti í kartinum. Mér fannst áhugaverð saga. Mér fannst hún skemmtileg og mér fannst ég fá eitthvað nýtt. Ég man ekki þar að sé mynd sem fjallar eitthvað svona arkitektúr mikið, hvernig hann setur þessa sögu inn í þennan heim, þessu tímabili, kontrastin á milli hans og Guy Pearce Cartersins, hvernig hann er bara svo öfundsjúkur út í
Laszlo, hann með hæfileikana, ekki Guy Pearce. Allt það samband við þetta ógeðslega áhugaður mynd, sko. Ég minnst ótrúlegt að þessi gæir, ég fættur 88. Já, hann það. Og þetta er leikar. Einu eldri en ég. Einu eldri en þú, hann fucking 5 árum yngri en ég. Og ég held, þetta ekki bara önnur að þriðja myndinas? Nei, hann bara, þriðja. Hann ekki búin að gera margar. Nei. Hann gerði eitthvað mynd með Natalie Portman og Jude Law. Vox Lux að eitthvað. Já, ég sá hann ekki. En ég held að hann ekkert gert mikið fleiri en það. Nei, ég held að þetta sé þriðja myndinas. Sem er crazy. Því mér var hugsað til Robert Eggers. Hann sagði til dæmis með Nosferatu, sem ég var ekki segjað af, hann sagði með hana að mér langaði að gera hana fyrr á mínu ferli, þó var ekki búin að gera margar myndir, en hún var svolítið metnaði full og ég hef ekki ráði við hana sem leikstjóri. Það að þessi gaur hafa bara, ég ætla bara að hendi þessa núna. Já. Og mér finnst hann halda utan það. Mér finnst hann náði. Ég veit, sko, ég skal nú kan ég koma með smá bara rant af hverju það er, sko. Það er út af því ég held, og ég hef bara hlusta mikið á hann og mikið þessa mynd og gerð myndan og allt það, að hann sá hvað hann var með í höndunum upp á limitations og hann setti sér limitations í öllu. Þú veist, það eru fáránlega marga senur í þessar mynd sem er bara svona one take, bara langar tökur. Og það eru moment eins og þegar hún er þegar hann er að koma út og allt stittan á hvolfi og allt þetta. Opnunar, skoði bara. Allt þetta. Þú veist, það er bara þannig moment sem hann gerði og hann fókusaði bara á að ná þeim, þú veist, í sequensum, frekar heldur en að vera eitthvað coverage stæmi, þannig að hann eyddi tímanum í að fanga og þú veist, ná ekkur út úr þessu liði, skilur. Og ég held að það sé ástæðan fyrir hann hafi náð þessu á svona fáránlegum tíma. Ég er bara að tala um the balls. Já, algjörlega. Ég er ekki að tala um praktíkina við að gera hlutina. Nei, en ég er að segja, ég held að það sé ástæðan fyrir því, vegna þess að hann hefur limitað sjálfan sig svo ógeðslega mikið til þess að segja svo stóru sögur. Sem er svo eitthvað sem enginn myndi sjá. Það er allir bara eitthvað, þetta er huge stæmi. Hvernig ætlar að gera það? Hann hefur hort á þetta, svo ég ætla að gera þetta svona. En það er samt galið að handritið hefur verið langt og þykkt, væntanlega, með við röndama myndinni. Já, ég er þetta ekki svo vissin. Hún er ekkert svo dialog heavy, sko. En, jú, vissulega langt. Þetta er samt ekki mynd sem ég er ekki búin að telja orðin. Nei. Þetta er samt ekki mynd sem ég myndi hugsa sem bara svona, lítið tala henni. Nei. En hann líka sagði það frá upphæði, þessi mynd er löng. Já, en bara það, ok, þú skrifar eitthvað sögu og gerir eitthvað handrit, hann skrifar þetta með eitthvað konu. Já, konunni sinni. Þetta er konan hans, ok. Þau skrifar þetta saman, en bara það, að þú ert búinn, svo bara skrifar þið í end, bara það líta á þetta og er bara svona, já, ég ætla að gera þetta. Í staðan fyrir bara, vá, ég þarf að kötta 80 blaðsins. Bara það, finnst mér svo geðveikt að hafa sjálfstörstið í það. Sturla, sko. Ef þið hefði sýnt mér þessu mynd og ég hefði ekkert vitað leikstjóran, ég hefði haldið þetta að vera svona alla á 10. myndinas og að gæjan væri 50 plus. Svona Nolan. Bara líka eitthvað Scorsese, skilur við. Eitthvað sem hefur bara þvílíkt vald á þessari list. Og algjörlega. Þannig, geðveik mynd. Svo var hann líka þegar Sambjörn er ekki að styrkja þig ennþá Bannaði drullið Sambjörn, samt vinir mínir. Fokkin hell að þeir hafa ákveðið að sína þessa mynd í sal 3 í kringum en ekki hafa allavega eina sýningu í fokkin Eiðsöldi. Okay, hvað sem ég myndi vilja sjá þessa mynd þar. Í bíó. Þá spyr ég líka á móti. Já, ég veit hvað það er. Ég ætla að klippa þetta úr þættinu, ég vil ekki þessu drullaðu Sambjörn. Nei, mér þykir mjög vant Sambjörn. Er það bíóm að kenna, er það okkur að kenna? Hvort koma undan, ekki eða hæna? Er við ekki að fara í bíó á þessar myndir af því að þeir eru ekki að sýna þér? Eða eru þeir ekki að sýna þér þegar við förum ekki á þér í bíó? Sko, ef þetta hefði, þetta er alveg góð punkt þjóðar, en ég held að ef þetta hefði verið auglýst í drastlust ein sýning, bara á góðum skjá, og þetta er bara ein sýning, eitt kvöld. Heldur sem fullur salur? Ekki fullur en mjög mikið. Á mynd sem er 3 tímar og 20 mínútur. Já, út af þú færið fólki eins og við sem að, þú veist, vilja sjá þetta 70mm filmu á stóra skjánum, sko. Það er líka, hann er búin að vera advocataða alla fokkin Oscars og allar markaðskynninguna sjá þetta í bíó. It's meant for a big screen. Þú veist, eina ástæðan fyrir að ég náði einhvern veginn að njóta þessuna almenna heimi, þú veist, að ég er með surroundkerfi og ég er með stort sjónvarp og ég sitt nálægt því. Ég ætla kannski að nefna þá, þetta er kannski ástæðan fyrir, hún er í 7. sæti hjá mér. Ef ég hefði séð hana í bíó, stónu skjá,
mögulega verið harra. En þá segi ég á móti, og þetta er líka smekksatriðin, ég segi það á móti, Góð mynd er alltaf góð mynd. já, Sorry. þó myndir horfa, já, nákvæmlega, nei, bara ég tek undir það, þó horfa hann í fucking símanum þínum, þá á hún að geta náð til þín, finnst mér, auðvitað er þetta svona bónus að sjá hana í flottu bíó, en ég er svolítið sammála, ég meni, ég hefði þetta verið til að sjá bara, þú veist, ok, orðum það þannig, ef þeir hafa pláss fyrir myndir sem eru 40 ára gamlar í einni sýningu í Egilshöll í sal 1 eiga er ekki eitt kvöld laust fyrir brútalega sýningu í sal 1 í Egilshöll. Og svo líka bara, þú veist, já, þegar maður sá, þú veist, herðu, sínum One Direction heimildamynd í sal 1 í sýningu og sama tíma sínum þessa í sal 3. Þú veist, maður er bara eitthvað mynd sem hefur verið skotin á okkur eldgamla Sony-vél eða eitthvað og svo bara, nei, þú veist, mér finnst, þú veist, ég skil alveg punktið þinn. Mér finnst það bara að vera svo mikið disrespect á kvikmyndagina mann. Í sammála. Því þú veist, hann er búin að leggja að, hann laði öll launin sín og allt í þetta og hann er búin að tala opinlega það, hann er bara blankur, að hann er búin að leggja allt í þetta. Fyrir ekkert. En eins og Bíóparadís, hafði þeir ekki að sína þessa myndir? Ekki þessa. Ekki brútalist. Ok, þá er spurning, er þetta eitthvað svona réttinda kjaftaði eitthvað, við höfum ekki réttin á þessu hérna, erum við þetta rétt þessu, bla bla eitthvað? Potið hlutaði síðan náttúrulega að vera með mynd sem er svona löng er mjög, hún tekur upp valuable pláss frá öðrum myndum. En Killers of the Flower Moon og sínt. Já. Hún er svipað. Það er Scorsese samt, þú veist. Og Leo DiCaprio. Já, ég veit það, en hún fór líka í, þá voru nokkar sýningar. Já. Við erum hérna að tala eina sýning. Ég held að ein sýning, bara sal 1, það er ekki það nánast verið uppselt, sko. Ég held það, sko. Ég hefði 100% farið á þá síningu, ég get alveg lofa. Frekar hann að horfa, ég var alveg svolítið sorgmæntur að horfa hana heima, sko. Þú veist, já, ég sammála. Þó ég er mjög stórt sjónvarpfattar með. Nei, menn eins og ég sá Killers of Flower Moon í Ásbergi, til dæmis. Það var geggjað, bara rammarnir og eins með brútalist, ef ég fengi að sjá hana, ekkert alltaf í Ásbergi, bara sal 1 Egilshöll. Það hefði verið sturla. Ef þú ert að sýna þetta í sal 3, fullir vinningur í þeim sal, ég meina það var ekki bara stemmingin með built-in intermissioni og bara alveg upplifndist með öðru fólki eitthvað. Sammála. Mér finnst alveg gali, ég held að það tekið þessa mynd upp á 30 dögum. Ég hef lesið það. Já, það var að segja. 32 eða 3. Þetta var bara rétt yfir 30, sem er crazy. Já, en þetta er, að tala um lengd á myndin, ég var að lesa á komika, þetta er 5. lengsta mynd sem við tilnæsum besta myndin. Já. Það er crazy, hún er líka fucking löng, sko. Eitt að lokum, svo fyrir að halda áfram, höfum þetta bara... Þú ætlaði að hafa þetta fljótt. Gott pace á þessu. Því þetta sé að klippa þáttur. Það er eitt sem ég langar að ræða varandi brútalist, það er AI. Það kom, teitur brjálæðina, það kom upp smá svona smá babb í bátinn. Já, svona umdeilt mál. Og ég fór að lesa mig betur til þetta, því ég las þetta kom fyrst fram og það er varðið það að þeir notuðu AI smá svona aðstoð frá AI forriti til þess að laga í rauninni ungverska dialogið hjá Adrian Brody og Felicity Jones til þess að láta það hljóma eins og séu ungversk þegar þau tala ungversku, tala vissulega að mestu litið ensku en þeir breytir svo aðeins fyrir ungverska. Þetta var eitthvað umdeilt, fólk bara hei, þetta er kjafta, þetta er svindl, þetta er bara svo nota að stera í íþróttum. Sumir sögðu það, ég var að lesa þetta, svo var aðeins að segja, hei, þetta er bara nýtt tæki og tól sem getur notað í kvikmyndu gerð. Hver er ykkar skoðun á þessu strákar? Komum við með það nú. Þetta var líka, mér skilst þetta bara fyrir voiceover. Þetta var allt off-screen dialogi, held ég. Ég held sér alltaf þau tala ungversku. Ég held að ég las til að, þetta Brady Corbey var líka að tala þetta, ég held að þetta var bara aðra fyrir narrationið. Af hverju svo? Út að hann vildi bara fá þetta authenticity. Já, en bara... svo klippur yfir að hann tala og það var alltaf hljómar öðruvísi. Ég veit ekki. Fannstu munar? Hann vildi bara ungverjar getur hort á þetta og bara... Ég skal segja mínu skoðun þegar þið eru búin að segja. Sko, það sem að ég las, ég fór nú ekki á káfunit, en það sem að ég las var að þetta hafi verið sko eitthvað svona blæbrigði í einhverjum orðum hér og þar. Já. Það bara hvernig þú segir eitthvað. Það er sig gerðu. Já. Mér finnst það bara... Þú veist, þá tekið undir þetta tólskýri þegar fólk var eitthvað að segja já, þú veist, þetta tekur af leiknum hans bullshit. Frammistaðan finnst mér alveg vera ennþá þeirra. Þetta snýst aðalega bara þú veist, að setja precedent, þú veist, að
þú veist, fyrst þetta og hvað næst, eða þú veist, ég held að það sé kannski aðalega... Já, því að við leifum þetta, hvað kemur næst? Ætlum við að leifa líka AI að skrifa handrit? Over my dead body. Það er alveg hægt, já. Það getur örgulega verið betra eftir en mikið af þessu sorpi sem maður fara að sjá. Já, en það er samt alltaf sálalust, sorry. Já, ég veit það. Nei, bókstala ég veit það. Sálalust. Ég er að segja, skilur við það, þú veist, mun pottið enda eitthvað stað þar, sko. En þú veist, þetta, svona notkun á AI finnst mér til hins betra. Þetta finnst mér þetta rétt notkun á það. En það er ekki verið að taka hérna og enhansa allt sem hann segir og eitthvað, hann er ekki nógu grimmur, látum hann vera grimmari, þú veist, þá ertu komin í eitthvað manipulation, skilur við. Þú veist, eitthvað alvöru dæmi. Þetta er 7 mínútur úr myndinni sem þetta eiga dæmi að nota sem að tala ungarsku. Hann er að tala ungarsku myndin. Hann er að nota alltaf að það er bara smá, það tvíka eins og segir, hvernig maður ber fram eða eitthvað. Þið voru bara aðeins að tvíka þannig að hljóma nánast 100% ungverst. Sem var líka samt eitthvað kontroversi með arkitekturinn, eða eitthvað tóku inspo frá okkur AI teikningum. Þeir taka fyrir það, held ég. Nei, það er ekkit í það finnst product, sko. Já, að því það bara fikk inspo. Já, sem sérst ekki eins og myndinni. Það finnst mér svona galið. Þá ertu farin að tegja svolítið langt bara hvað þeir voru að gera okkur í skrifstofunni. Veist það er svo skrítið. Þú alveg bara... Við bara að banna myndin og að bara taka Nei, mér finnst, ég spyr bara á móti, hver er munurinn á að, ef þeir nota þeir sögðu, ég er sammála kvikmyndagerðarmönnunum. Ég hata AI, alltaf að kjafta í kringu það. Ég vil ekki fá svona sálalaust vélmenni til þess að búa til list. Ég vil það ekki, alveg sama hvað það er. Kvikmyndir, tekníkar, sem er tónlist, ég vil það ekki. Alveg sama hversu sálalösa suma myndir virka. Ég hef stundum talað um þetta, mér leið bara svo AI að skrifa þetta. Þá vil ég samt frekar eitthvað klúður frá mannesku heldur en eitthvað sem er bókstaflega sálalust. Ég hef ekki áhuga á því. Mér finnst það bara kjaftaði. Þegar AI má gera eitthvað annað, þegar maður finna lækningu, krabbamein og eitthvað svo leiðis, það er bara frábært. Ekki koma nálægt list. En, á móti kemur, að þetta er til og þeir nota þetta rosa lítið í þessari mynd. Hver er munur að nota þetta eða CGI? Nei, ég meina, sumir myndir byggja 2 hús, svo bara gert með tölubrellum, þá eru 100 hús. Þeir eru að magna upp það sem er til. Frelsistittan í þessari mynd er tölvugjart. Já, þú veist, nefnir að hver er það munurinn? Þetta skoti í byrjunni. Að þeir segja afsökunin þeirra, innan gæslappa, er svo að þeir eru að magna upp að þess að tvíka ákveða element í myndinni. Sem er eitthvað skonar dialog. Já, þú veist, mér finnst að vera alveg nákvæmlega sama dæmi, þess að þú getur núna tekið, þú veist, að þú tekur upp dialog, skilur við, þú veist, hljóðrás, og það er eitthvað suð á henni, þá getur við notað AI til að hreinsa. Já, þú veist, ég var frá... Þetta er bara nákvæmlega sami hlutur, skilur við, þetta er að nota til að enhansa, en ef þetta væri að fara að sounda eitthvað tölvu shit, skilur við, þú veist, þá ertu... Mér skilst að hljóðmenn hafi líka, þú veist, talað um þetta, að þetta er alveg mjög svipað aðferðum sem er nota fyrir annað. Þetta er bara svona dót sem að fólk veit ekkert af að baka tjöldinu, bara svona pínu ponsur dót sem að nöllarnir eru að spá í. Já, ég veist, allt mikið gert úr þessu. Finnst mér. Það er leiðilegt að þú veist að þetta umræðin er búin að breyta svo mikið í þetta. Ekki segja neitt. Nei, nákvæmlega. Bara að sleppa þessu. Nei, það var eitthvað gæði sem sagði þetta ykkur viðtali. Það var svona unnverð hljóðið eða eitthvað. Hann hefur pottet ekki fattað. Ég er henni hvað hann var að segja. En ég skil líka að það er auðvitað ákveðið panik í Hollywood, bara í þessum iðnaði. Þetta orðið er bara danger word. Já, ég meina það er ástæð fyrir þetta var svaka mikil til að við síðustu samningum. Að því að þú veist, ok, eins og þú segir, við leifum þetta núna en á næsta ári. Er þá komið eitthvað annað AI? Eitthvað aðeins starra. Svo aðeins starra. Svo er alltaf konið til það bara... Skynet? Nei. Nei, bara AI myndir. Já, þú veist, líka eins og þú varst að tala með handrit, þú veist, það er sagt hana, eitthvað bara svona, þú veist, ég horfði á þessu mynd, að bara AI gæti annars á að skrifa hana, bara, já, that's the point. Eða, þú veist, við megum ekki komast á þann stað að þeir bara hættar aða fólk og bara henda AI inn í staðinn. En ég verði að koma eitt í viðbúti samt AI, svo fyrir við næstu mynd. Paul Schrader, Handriðs hundur, sem skrifa meðal hans textidræfir. Þetta er ekki Paul Schrader? Jú. Já. Sáðu þau daginn það sem hann skrifaði með AI? Nei. Hann prófaði, hvort það ChatGPT eitthvað. Hann sagði bara, skrifaði fyrir mig hérna Tarantino mynd. Og það komist bara hvað geggja út því. Skrifaði fyrir mig hérna Martin Scorsese mynd, eitthvað. Og hann sagði bara sjálfur, vá, þú veist, þetta er bara skrifa betur myndir heldur en. Þú veist, og náðu þú veist bara röddin og allt. Þú veist, það er alveg skeri. En mér finnst það samt, ég vil ekki fá okkur að geðveika Tarantino mynd sem eitthvað
fucking velmenni skrifaði. Nei. Ok, Nei. búin að landa yfir þessu. Listimannleg. Höldum áfram, Ísrael, við förum úr Brutalist yfir í ennþá betri mynd, Wicked. Hvað sagðu? Ísrael, komdu með það. Er hún fyrir ofan eða niður? Hún fyrir ofan. Hún er fyrir Brutalist. Hún Nei, fjórasæti. þetta er síðast þáttanars. Hún er 2006 er hann ekki hana. Það er bara að drepa sér í miður þætti. Ég bara... Hæ? Þetta er geggjuð mynd. Þetta er æðislu mynd. Ég elska Ísrael. Þetta er ástæð fyrir hún með boðið. Hún er svo geggjuð. Ég er spenntur fyrir framhaldi sem kemur núna í nóvember, sko. Það er samt ekki svo að ég sé það hot take því að þessi general consensus er út erlega að fullt af fólki elskar þessa mynd, sko. Þetta er frábær mynd. Já, ég get alveg giska á hver aldurshópurinn er og það er ekki hans. Wow! Já. Af hverju er hún svona frábær? Þetta er bara frá, Hvað er hún? Já. Þetta er náttúrulega... Þetta er eitthvað... Þetta er tengt náttúrulega Wizard of Oz-stóttinu hana. Hún er... Þetta er myndið sem ég var degi yfir hana. Ég bara verði að klára þetta. Það á Wicked. Það eru eitthvað á nornir sem fara í eitthvað Hogwarts skóla eitthvað svona töfraskóla, eða ekki? Nei, var það ekki eitthvað svo leið? Og hún er vond, sem sagt, Cynthia Erivo, heitir hún það ekki? Jú. Og Ariana Grande, sem ég þoldi ekki í svona mynd. Það eru eitthvað svona óvinkonur, svo verða vinkonur. Svo var eitthvað atriði með Jeff Goldblum, hann er svona næstu því eitthvað galdrakall. Ég horfði á þetta með öðru augunum. Ég ætlaði að mynda að segja, ég held hann ekki klára. Horfði á þetta með öðru augunum svona, sko eftir 40 mínútur, þá var ég bara svona, jésús, ok, sorry, ég sagði. Ennþá inn í bublunni. Hvernig fannst ykkur þetta recap hjá mér? Bara hnýtt með það gott. Þetta var mjög eiginlegt. Ég hef gert það betur. Mjög betur, sko. Ég sagði alltaf fram, já, þér finnst það æðislega. Ég er náttúrulega að elska söngleikja myndi, sko. Þannig að þessi var mjög, þessuna, svona geggi ofalega hjá mér. Er Emilia Perez nummer 1 hjá þér? Ekki nummer 1, nei. Hún er nummer 2. Hún er í öðru sæti. Hún er í öðru sæti hjá honum. Þá hendi ég út. Jæja, herðu, Jesus. Förum bara að klárum að Mynd 2. Ég er að fara yfir hérna. Ok, Ísrael, komdu með það, halda fram. Hvar var ég? Geðveik Já, geggjuð mynd. Elskar söngleiki. Ég sá oh my gosh. Ok, fyrir 5-6 ára síðan þá fór ég og kona mín með Andreu, dóttur okkar, til London. Fórum í fermingaferð. Hún bara fermast og hún vildi fara fermingu, fara í London, fara leiksýningar. Hún mátti velja sýningarna, 2 sýningar, hún valdi að sjá Lion King og Wicked. Báða geggja sýningar, sérstaklega Wicked, þannig að þegar ég fór á þessa mynd, ég var náttúrulega ekstra spenntur, sko. Ég hafði séð leikrit, þannig ég vissi svona nokkuð hvað það var. Mér finnst 1939 myndin Wizard of Oz alveg geggjuð, sko. Og ég var svona semi-spenntur að fara á þessa mynd. Fer á þessa mynd og mér fannst það bara allt blown away. Mér fannst bara öll söngadrið, mér fannst sviðsmyndin, búninganir. Mér fannst svo ógeðslega fallegt og gott atrið þegar fyrir miðjum mynd, þegar hún mætir á, hvað var ekki, grímuball, hún mætir með hattinn og þau bara svona eiga sitt non-verbal moment, þar sem fara bara að dansa og bara geggja það klikkaði bara fyrir mig, þarna tengdi ég. Sorry, ég er ekki að hlæja af þér. Og svo ég bara og svo lokaðri í myndinni þegar hún er að syngja Defying Gravity, ég var bara blown away. Ég sagði, þetta er klikkaðasta, eitthvað crazy flottasta atrið ég sé í bíómynd. Þetta var svo shit gott atrið. Og þannig þegar myndið á búin, ég var bara eitthvað, vá, hvað ég hlakka til að sjá næstu mynd. Þú ert örugglega mesti aðdáandi bara á landinu. Ég var að hugsa, af hverju er þetta ekki 1 mynd? Ég hugsa, af hverju er ekki stil? Þannig að þessi bara hitti vel í markið mig og
hún fekk 10 tilnefningar, sko. Þetta Sem er er gali. þú veist, bara mynd, það er báða tilnefndar, klipping, náttúrulega sviðsmynd, búningar, förðun, tónlist, hljóð og tæknibrellur. Æðislega mynd, mælum mig. Teitur? Bring it home. Sko, ég mér okkar að spyrja bara, kannski þú getur ekki alveg svarað þessar spurningu. Fyrsta spurningin mín var, fyrir hvernig þessi mynd? Ég get svarað. Já, hvað með það? Þessi mynd? Já. Ég myndi segja helst stelpur og aldurinn svona 6-12 ára. 6-12 ára. Já, Að gera 3 tíma bíómynd. Já, ég er ekki að segja þetta rétt hjá þeim. Ég veit það, en that's my point. Já. Þú veist, dóttir mín, við fórum á hana og þú veist, jú, hún var alveg skemmtileg, skilur við. Myndin? Skemmtileg? Mér fannst hún fín, en þarna, þú veist, þessi mynd á ekki að vera á Óskarnum. Mér finnst hún Það eru líka 5 alltaf myndir sem er að fara út hana og þessi er eina af þeim. Þess að ekki heima, já. Já, en þú veist, ég fór á hana með dóttur minni og mér fannst hún fín, en mér fannst hún allt of löng og mér fannst hún ógeðslega ljót. Mér fannst þær tvær, sko, ef þú ætlar að setja á okkur svona leik-level, skilur við, bara Mjög ofalega. mjög neðarlega. Ég skil ekki þetta Ariana Grande kast. Ég bara, þú veist, Hún er alltaf leikun í já, fyrir, þú veist, einhverjum 20 árum síðan, þegar hann var krakki, skilur við. Þá spyr ég mig enn aftur, ok, fyrir hvernig er þessi mynd, skilur við? Unga Fyrir stelpur. hennar aðdæmdanhóp sem er, þú veist, 20-ar, Fyrir unga stelpur og Ísrael. já, Þessi mynd gættalega hvað, minnstu í billjón eða eitthvað, ég man ekki Já, hvað nokkur var. þú veist af hverju það er. Já, en, já, Frozen grætti líka, Já, þú já. veist. mér fannst hún Sem bara, er Tíu Frozen betri er góð. Okay. Já. þú veist, já, eins og ég segi, þú veist, mér fannst hún ekki, mér finnst ekki vestamyndin að það. Nei, þetta er ekki vestað, en hún er heldur nátt. Mér finnst hún alls ekki heima á þessum lista, á þessum myndum, og mér finnst hún ekki skilið eina einu tilnefningu. Hvað er að tala þessa mynd? Ég skilja það ekki. Nei, þú veist, þú veist, það er ekkert við hana sem, þú veist, mér finnst þetta endaðatrið, þú veist, jú, lægið er fínt, skilur, en ég sé bara green screen. Mér finnst það bara ljótt, skilur, þetta er bara eitthvað, hún að fljúa, eitthvað vindvél og eitthvað algjört. Þetta er anstæmi brút. Já, þetta Þetta er monumental mynd, hvað er það? Ég veit ekki segja mér það. Nei, ég ætla að hafa þetta mjög stöðut. Hatur er sterkt orð sem ég er að reyna að passa með að nota minna. Ef þið horfið að hlusta á gamla bíóbúlæðstætti, þá nota ég þetta svo mikið. Ég hata John Krasinski til dæmis. Ég hata. Ég er að draga þetta aðeins tilbaka. Þetta er svo sterkt orð. There will be blood. En ég hata þess... Nei, ég sagði þetta held ég. Ég hata þessa mynd. Ástæður ég hata þessa mynd. Þetta er alltaf ekki gert fyrir mig. Nei. Ég veit það alveg. Þetta er ekki mynd fyrir mig. Ég held við erum allir sammála, núna er ég bara hann fippaði með hann ekki með þess að hérna ræðu sína sem að lofsama myndina. Ég þoli ekkert sem ég segi eini. Allt, bara þú veist, þetta er andstæða við eins og Harry Potter. Það sem ég meina með því, það er ákveðin orð í Harry Potter, Slytherin, Muggles, bla bla bla, eitthvað svona kjaftaðisorð og okkur kjaftaðisnöfna karakterum, en það virkar. Þarna, þau eru að tala um eitthvað hundleðilegt og af hverju er geit að kenna í skóla. Af hverju ekki? Ég skal segja eitt sem buggar mig við það. Það er það sama, og ég hef sagt þetta held ég áður í podcastunum, þetta er það sama buggar mig við Up, Pixar-myndina. Up í geðvik. Ef ég hætt trúa því sem er í myndinni, og ég finn bara að það er bara klift á mína tengingu myndina, þá er ég bara out. Svona suspension of disbelief dæmi. Í Up, ég kaupi það að húsi fljúi á blöðrum. En þegar hundar fara að fljúa flugvélum, þá er ég átt. Þegar að geit... Þegar orðað það svona. Já, þegar að geit er að kenna í einhverju, ég man ekki sem hvað hann að kenna. Nei. Og Peter Dinklage er að tala fyrir hana og þetta er svo alvarlega gert. Já. Það er þessi mikla personur, dýrin, eitthvað. Og það er eitthvað, var hann ekki að taka tungumól að þeim því það tala líka. Ég er bara eins og hvað er ég að tala um. Þessi mynd. Og ég... Ariana Grande, bara eitt. Hún er alveg gert nokkuð lös, ég er svona, já, allt í lagi, sem sönguna, sem popstjarna. Haldið þið bara þar. Nei, þú veist, og ég er ekkert beint að segja hún sé, ekkert léleg leikona. Mér finnst hún bara svo leiðanleg í þessari mynd. Og svona, svipitinu eitthvað svona gefur hennar mér finnst Cynthia skári en mér finnst þú líka bara misskast þessi mynd ég þoldi líka ekki hana ég maður ekki hvað henn heitir
prinsinn þannig sem kemur, eitthvað. Jonathan Bailey. Og svo, já, eitthvað. Já. Svo fara þær eitthvað í þetta ferðal. Þetta er svo leiðinleg mynd. Og ég var opinn. Ég held kannski að þetta er þessu svona Greatest Showman. Það er mynd sem ég sá svolítið seinna. Geðveikt soundtrack. Þegar ég ítti á play á þeirri mynd á Disney Plus, fyrir núna 2-3 árum eða eitthvað, þá var ég bara svona, ok, ég tjekka á þessi, þetta er pottit eitthvað kjaftaði. En ég var bara, þetta er gott stöf, maður. Skemmtileg mynd, góð lög, alveg skemmtileg karakter, skemmtileg saga. Ég var alveg til í hana, feel good, þetta er andstæðan. Vikket. Wow. Þóleikis mynd, ég veit meira að segja, Egill. Já, Svo fyrir bara ég næstu. ætla svona aðeins að rífa þetta upp í lokin eitthvað, þetta var svolítið mikið eitthvað. Mér finnst þessi mynd bara allt í lagi. Og við erum saman. Mér finnst hún allt í lagi. Mér finnst hún skemmtilega á köflum. Út af því að þessi mynd er alltaf fucking löng og ég skil ekki af hvernig hún er svona löng. Þetta á bara að vera, af hverju, bara gera eina, það er svona markas issue kannski, whatever, gera bara eina 3 tíma mynd. Ef ég er að gera svona draumótgöð minn, styttu söguna, gera hana 3 tíma. Líka á það er sérstaklega, það er engin ógn í þessari mynd, fyrir bara í seinni helmingnum. Í fyrri helmingnum er ekkert að fræla, það var svona aðeins eitthvað hint, bara já, það er eitthvað að gerast með eitthvað dýri hérna, bara já, eitthvað smá. Og síðan það er ekki fyrir í seinni helmingnum sem er eitthvað rattadót fyrir að gerast, eða svona eitthvað almennilega ógn fyrir að gerast, eitthvað galdakall að gera eitthvað, það er bara engin ógn í þessari mynd. Þannig að þetta er bara vinkonar að dúlla sér, sem er allt gott og blessað, en það er bara ekki nóg fyrir svona langa mynd. Það er það bara ekki. Ég misti andliti í Stockholm. Og þessi bara litgreiningin í þessari myndin er svona sjónræn æla. Það er bara engin önnur leið til að lýsa. Það er ekki að hífa þetta upp. Já, sjónræn æla, greatist, bara greatist sem myndum á nýtt. Anyway, og síðan satt, sumlög eru skemmtileg. Aha. Defying Gravity er alveg gæsahúð. Ég skal alveg viðurkenna það. Mér finnst það ekki jafn slæmar og eitthvað finnst það. Mér finnst það bara fínar, fyrir það sem það eiga að vera. Perrandi. Bara, já, ég er unni gandi til við lána að vera smá pyrrandi. Ég skil ekki hvernig þú veist eitthvað, þetta atrið með hana hatt, þeir eru okkar að dansa, mér finnst það svo skrítið. Þetta geggja atrið. Mér finnst það svo skrítið. Skildi ekki neitt, ég horfði Það var mjög tilfengur atrið. Ég horfði á vinnum mér bara hvað er í gangi, en allavega, þetta var bara þetta var eftirminnileg bíó, fyrir skemmtilegt að myndin líka byrjaði og það var svona íslensku texti og horfðum við alltaf ákvæmst aðeins bara, er þessi mynd á íslensku? Ég held það líka. Fórum við á hann á íslensku, bara allir í salunum, þetta pínulítið salur, annað Laugarsbíó, og allir bara upp að bara, er þetta á íslensku? Nei. Hvað heitir hún þessu klikkur? Það veit ég ekki. En, já, ok, bara algalla, hún er bara skemmtileg lög, hún er bara allt á löng og bara ekkert svona kjöt í myndinni fyrir henni í seinni helmingnum. Er söngleikurinn, er hann 18 klukkutíma eða? Hvað ákveður er að Ég held að það sé myndir í Ég held að hann að bara svona, hann er örgulega 3 tíma sko, í heildina sko. Já, en ekki 6, af því það er fokkin önnum mynd. Ég er náttúrulega Nei, það er það sem ég skil ekki við þetta er fyrir yngri stelpur klárlega, þetta er mótað að þeim þess að skil ég, akkur er þetta ekki þá þríleikur þú veist bara, þú veist, 90 mínútna mynd að, þú veist, það er alltaf verið að tala um það í þessum markaðssetningum þú veist Ég meina, já. Þú veist, að það er bara Sumt koreóið fannst mér bara flott, þú veist, í dansatriðunum og eitthvað Mér finnst bara, mér finnst musicals náttúrulega skemmtilegir sko. Það er flott sem ég fíla. Ég finnst musicals það skemmtilegir og bara, já, fínt koreó sem atriðum og ég kærði mig ekkert þetta love interest reyndar og eitthvað, en það er allt í lagi, ágættis ræma á hann að vera best picture, nei. Og ég er að gera 2 vinir mína mjög reyða núna sem er massa musical theater nerds og elsku þessa mynd. Næsta mynd. Meira Ísrael. Höldum áfram. Þetta er ástæðan ég býð Ísrael, hann kemur alltaf svo skemmtileg takes maður. Ok, Teitur þú núna. Okay. Þú færð Emilia Perez. Herðu, þú færð masterpiece maður. Það er eina myndir sem ég veist að vera betra en Brutalist. Það er þessi. Tilendingarnar endurspegla það. Er það grína? Já, ég er ekki grína. Já, ok, ég ætla að Emilia Perez, ok. Hvað er þið stuttumálið? Þú getur sagt það. Já, þetta er Eitulega barón. Þetta er eitulega barón sem að breyta sér í konu og á náttúrulega lögfræðing sem er Zoe Saldana til að koma sér út úr landinu og koma konunni og börnunum hans út úr landinu og svo kemur hún aftur nokkrum árum síðar og þá ætlar hann að fá fjölskyldunni sín aftur. Getur ekki lifað á barnanum sín. Getur ekki lifað á barnanum sína. Og þetta er söngleikur. Og þetta er söngleikur. Sko, þetta er algjört rusl. Af hverju? Af því að hún er
Ég get ekki svara, hún bara svo léleg, þú veist, hún tekur ekki á málefnunni sem hún er að reyna að gera, hún með eitthvað svona, þú veist, transdæmi inn í sér en svo ekki tekið almennilega á því, þannig að ekki farið svona allaleg með það er einhvern veginn trans, bara ok, það ofan á það er eitthvað svona, það engin einhvern veginn svona fókus með það, skilur söngleikurinn pínu out of the blue og einhvern veginn, þetta bara svona allt út úr kortinu þessi mynd og kvikmyndatakan bara eitthvað svona bleh. Hafandi sagt það, mér finnst það ógeðslega ömurleg mynd og hún var engan veginn að vera það. En þetta mynd sem ég respekta meira, þú veist, kvikmyndagerðarmaðurinn að þessari mynd, heldur en til dæmis eins og, þú veist, Don't Get Me Wrong hérna, Dune 2. Af því að þarna hann allavega að taka einhvers konar séns og Those are fighting words, bro. Og henda einhverju saman, þú veist, sem að hefnaðist fyrir eitthvað fólk, greinilega 13 tilumningar sem fucking galið, en þú veist, ég allavega respekta tilraunina við að gera eitthvað sem ekki fucking safe eða eins og allir að gera. Hafandi sagt það, mesta ruslega og á ekki heima. Og ég fegin að ég sé næstur. Og ég myndi skipta... Ó, ég ætla að vera búinn. Nei, ég vil ekki segja meira. Þú mátt segja meira? Nei, ég vil langar ekki segja meira. Þú var... Ákvæmdið þig. Svo ræði þetta betur. Ég skil smá hvað þú tala Já. En ég var næst að lesa undir B, bara svona trefja flestra myndar sem við erum að tala núna. Þetta fransku leikstjóri. Hann tala vist ekki ensku, ekki spænsku. Nei. Myndi gerist í Mexiko, en hún tekin upp í Fraklandi, Já. eða eitthvað. Og hann gerir eiginlega ekkert research, neitt í samvættu, Mexiko eða neitt. Sem sést. Það ein leikona sem frá Mexiko í myndinni. Ein. Þess vegna get ég ekki respektað þetta. Þú veist, það svona ekki sett neitt effort í þetta. Þetta líka að tala sögur. Ég að tala basically bara nálgunna á kvikmyndagerðinni og gera eitthvað crazy og batshit öðruvísi heldur hann lætt í raunin að gera með þessa mynd, skilur. Þá vil ég frekar Joker 2. Já, nákvæmlega. Það það sem ég er sammálaðið með. Mér finnst hún 1000 sem betur en þetta. Já. Fucking. Svo líka, sorry, eitt bara. Svo takið þið við. Þetta alltaf, mér finnst þetta svo leiðileg mynd. Ég var degi við þessari. Hún líka, mér finnst hún sé líka 220 eða eitthvað. Alla myndirnar. Já. Sem að keppa eru svo fucking langdregnar, margar þeim, ekki allar, ekki Brutalist. Þú hún sé lengur þessi. Þessi, veit ég hvað mynd ég hugsaði þegar ég horfði þessa? Mrs. Doubtfire. Doubtfire? Ætlið þið að segja með það? Ég skal segja ykkur okkur. Ætlið þið að segja með það? Og ég trúði þess ekki að horfa myndina. Ætlið þið að segja með það? Eins og Mrs. Doubtfire. Að fucking börninars myndi ekki þekja. Já, mitt. Ef að pabbi minn myndi fara núna í lítækjað og það myndi breyta sig, fara í kynskiptækjað, held ég myndi ekki þekkja hann. Einmitt. Valid. Já. Það bara enginn sem segir neitt. Ég bara gat ekki keypt Hún lyktar samt eins og pabbi barnana, eins og kemur fram í einu atriði. Og heldur að konunars myndi ekki þekkja hann. Jú, ég held það. Þið viljið bara ekki tætt ykkur inn á þessa transumræðu. Ég meina þetta alltaf, sorry, hver keypti þetta? Ég keypti þetta aldrei í myndinni. Ég skal segja hvað keypti þetta. Og það eru þeir sem Akademía. Já, þeir sem eru þar og vilja fá... Þú veist, þetta sparkar allavega fram einhverju umræðu þó sem hún taki ekki á málefni. Og það er það sem að fólk vil. Okay. Og þess vegna skil ég hvað allir að fara þarna. Ég er ekki sammála. Nei, en segðu mig þú eitt. Já. Aðal karakterinn, Emilia Perez. Já. Á ég að halda með henni? Ég myndi rammar það þannig inn, sko, en það er galið koncept. Það er stórt vandamál fyrir mig, af því að þetta er kartell, eitulefja, þetta er bara algjört ógeð. Og þeir eru bara frekaslæmir, og á ég þá að halda með henni, af því að henni líður sem hún sé kona og fyrir þessa aðgerð. Það er einmitt það sem ég er að segja, hún tekur ekki afstöðu af neinu þarna, þetta er einhvern veginn bara... Þetta er ekki neitt. Akkurat. Og í þokkabót, það ákveðan að gera söngleik úr þessu. Já. Með svo leiðilegum lögum. Og þessi dansar það svo í Saldana. Þú veist, ég þól ekki sem mynd. Og hann sagði, já þetta er eina af þessu þremur sem ég tók í röð. Væntalega. Tók fucking Wicked og svo þetta kjaftaði. Og eins og hann sagði sko að Selena Gomez og Zoe Saldana, þær eru ekki frá Mexiko, þær tala víst valla spænsku. Já. Og spænskumældu fólk var bara, hvað, ég skil ekki hvað það er að segja. Það var svona aðalega með Selena Gomez. Já, aðalega, en víst líka með Zoe Saldana. Og ég kann ekki spænsku, ég veit ekki hversu góð það er spænsku eða ekki, þetta er að ég las. Og hann sagði, já, þetta snerist þetta bara við köstu það því að þá fengum við fjármagn. Ok, ég skil það,
en come on. Svo Carla Sofía Gascón sem leikur Emilio Perez sem transkon í alvörinni. Hún spænsk. Hún ekki frá Mexíkó. Nei, einmitt. Og rasistik. Hvað segirðu? Já. Og rasistik. Hún skrifaði eitthvað svona tweets eitthvað og það var eitthvað Hefur þú lesið þetta? Ég lesið smá að voru 200 tweets. Ja, þetta var eitthvað enda. Ok. Hey, þetta líka kannski pointið mitt. Ég ekki að segja að þú þurfa að rannsaka hvern einasta leikar sem ræðir myndinina. En gæinn sem gerði þessa mynd. Já, ég veit það. Já. Hann setti bara ekkert effort. Ég ætla ekki að, mér langar að segja eitt á þannig að þú heldur. Já, ég búinn. Af því að það sem að satt svo í mér eftir þessa mynd, sem að var lítið sem ekkert varandi söguna, en málega þegar ég horfði á hana, það var svo langt síðan, að ég vissi ekkert hvað það var. Þannig þegar ég kveikti á henni, þá allir þegar allt byrjaði að fara í eitthvað dans og söng, þá var ég bara svona, hvað að gera? Þannig að öll myndin var einhvern veginn að þrýsta eitthvað svona á mig að ég vissi ekki neitt, skilur. Bara hvað ég að horfa á? Þannig að þegar hún var búin, þá var ég með svo mikla spurningar, þannig ég held að það eins og liti rosalega mikið af hverju ég segi til þeim eins og með Dune, að því að Dune, þegar ég kláraði hana, þú veist, mér langar ekkert að sjá hana aftur, alveg eins með þessa, en þessi allavega let mér vera svona, hvað var ég að horfa á? Skilur, nú svona questiona þetta aðeins meira. Það eru my 10 cents. Okay. 2 cents. Hvað, 1 cent. Eitt, hvað maður, ég búinn með þessa mynd, ég bara að fara í næstu. Þessi mynd á botninum, hjá mér. Hún á líka botninum, af vísu. Hvað segirðu? 10. sæti. Sammála því. Þetta hræðileg mynd. Af hverju? Af hverju? Það mjög góð spurning. Ég skal fara aðeins nánar í það núna. Sko, það bara tragic að Zoe Saldana sé að fara að fá Oscar fyrir þessa mynd, því að þetta ekki fucking karakter, sko. Eina treyti á þessum karakter bara að hjálpa henni og mér langar í börn einhver tíman. Okay. Það allur karakterinn hennar. Hver ætti að fá Oscarinn frekar? Enginn! Bara enginn í þessar, í þeim flokki. Já. Veikur flokkur, ég man ekki alveg hverju í honum. Það auðvöldverk? Já. Sem Pínu Gala, fyrir hún með meira springdam heldur en Karla. Og whatever, þurfum ekki að fara út í það. Engin karakter og hún að fara að vinna bara Oscar fyrir að leika bara ekkert. Þú veist, hún leikur það sem hún fær alveg vel, en þetta ekki karakter. Hún skilaði frá sér með sóma, hún má eiga það. Já. Þetta sé hans í illa skrifu mynd? Já. Hún saklaus, svo Saldana saklaus. Okay. Og þetta snýst ekki vil ekki fara inn á transumræðan, þannig ég ætla bara að ekko það sem ég hef lesið, en þetta lesið með þess til svona álit margar á þessum mynd. Okay. Þú veist, Mexikóts fólk náttúrulega brjálað í þessari mynd. Já. Og mikið transfólk líka brjálað í þessari mynd. Já, það sem er myndið, allir brjálaðir. Út af því, það sem virkar ekki fyrir mig sem með hennar transition, hvernig það freyma inn í myndina, það sem þú varst að snerta á. Þú getur ekki fengið mig til að bara rúta fyrir eitthvað drug kingpin og bara búin að drepa mann og annan og eitthvað, út af því að henni snýst allt í henni hugur og allt í henni góð og núna hjálpa fólk, það bara ekki hægt að fyrirgefa sumt, sorry. Nei, og að trýta hennar transition sem eitthvað bara fyrirgefning syndana og bara þá styrtast allt burt og eitthvað. Þegar þetta bara, þú veist, fullt af transfólki á þér og að glíma við sjálfsig fyrir transition og allt þetta dót, þetta er galið, þú veist, það bara, ég bara allan tíma var bara að hugsa, þú veist, bara ekki sénsæði frá að halda með þér, bara deyðu í næsta atrið, takk, bara, þú veist, unspeakable things, sko, sem þessi karakter er búin að gera. Einmitt. Og síðan Selena Gomez, og hún er ekki góð. Hún er ekki góð. Og já, síðan eru að vísu öll launin sem mynd ógeðslega léleg. Já, tómulega. Þetta er eini musical sem ég held ég bara hort á með engin góð lög. Það er bara ekki eitt gott lag í þessari mynd. Og með þess að lagið hennar sem er tilnæmt til Óskarsverðlauna. Það er hún eini rúmmun hafa. Karaoke ógeðið. Nei, ekki hún í rúmunu. Karaoke ógeðið. Þar sem hún er eitthvað Mika Mino. með höfbíinu sínum bara eitthvað. Þessi mynd er ógeðslega löng. Hún er ógeðslega yfirborðskennd. Hún bara grefur ekki inn í neitt af neinu alvarleika. Ég held að þessi leikstjóri hafi bara gert þessa mynd út að heyrða musicals væru awards friendly og eitthvað rugl. Hann kennir sér þetta ekki neitt, það sést svo vel. Koreóið, talandi Koreóið Wicked var gott, Koreóið þetta myndir drasl. Þú veist bara, mér finnst Koreó-atriðin, þú veist, þegar þú veist að gera Zoe Saldana bara að gera eitthvað bara, já, kviknum taka hana líka drasli út í það að farið. Þetta er bara allt sem tengist söngleika partinu með þessa mynd er lélegt, allt sem tengist karaktervinni er lélegt. Og, já. Annars góð. Annars bara ágætt, sko. Mælum með. Ísrael, ekki segja mér þetta. Það vil ég alltaf í lapp út núna. Þessi í hvað sem öðru sæti? Þessi í 7. sæti. Þessi í 7.
Fyrir ofan Brutalist. Já, sem alltaf galið. En ok, ég samt fegin. Ég hélt alltaf að segja, þetta bara nummer 1 hjá mér. Ég held að væri að fara bara top 3, sko. Ég kom með öran hjarslátt. Ég var svo stressaði. Ekki alveg það, sko. En ég svo rosalega ósammála ykkur öllum. En það 4 myndir þá fyrir neða. Já. Galið. Mér fannst þetta geggjumynd. Ég fór bara mjög blind á þessa mynd. Sá hann í bíó. Elska Ísrael. Ég fór hann í bíópartís. Ég svolítið þannig, þegar ég fer í bíó, ef ég sé, þessar myndir tilhundar, ég bara vita hvað myndir löng, ekkert meir. Já. Enga trailer, ég ætla ekki að lesa neitt og fara á hann. Ég vissi ekki sem þetta væri söngleikinn þegar ég fór á hann. Sko. Ég vissi ekki því hóra. Ég bara byrja alltaf að syngja. Og mér fannst söngurinn koma svona, það var ekki eitthvað svona pása, það bara, það veist, fólk var bara að tala og svo byrja alltaf að syngja. Mér fannst það alveg virka fyrir mig. Svo léleg söngur. Mér fannst það svolítið fyndið þegar myndin er að byrja. Þá kemur þú veist, svona production companies og það var alveg bara svona, mér fannst það að vera að standa yfir í kortið. Þú veist, this production, þetta voru 11 framleiðslufyrirtæki. Það er bara, shit, þetta er bara forever maður. Hvenær fyrir myndin að byrja? En svo byrja myndin. Mér finnst hana Selena Gomez best í þessum myndum. Mér fannst þú geggjuð. Mér finnst Zoe Saldana. Þeir sem að horfa á hana, þá geta sekunni brátt við þessu. Ég elska Ísrael, já. Mér finnst Zoe Saldana alveg geggjuð í þessum mynd. Og hún er að fara að vinna Óskarinn. Alveg... Er það verðskulda? Já. Er þetta sterkur Óskarsýður? Bara já. Bara hún er... Miðað við flokkin sem hún er í. Já, hún er svona... Þetta er langveikast í flokkurinn. Hún er svona eiginlega nánasta bestaði myndina, sko. Já, ég skal ekki gera það. Sko, mér fannst bara eitthvað spyr maður, ok, hvað þessi mynd? Og þú bara segir þetta fjall bara svona drugglord í Mexiko sem ákveður að fara í kynskiptaaðgerð og breytur líf sitt og kemur svo tilbaka svo börnir. Maður heyrir þetta, ég bara sólt. Ég sagði, hljómar drullega áhugavert, ég var að sjá þetta. Ef þessi mynd hefur gerð í 80s, 90s, þá þetta verið bara eitthvað drugglord sem fer bara að læta fyrir lítaaðgerð og breytir sig hvíta maður eitthvað svona face-off dæmi. Þannig mér finnst það áhugavert take að vera bara svona, hvað með bara sex scenes. Flott. Mér finnst það eru nokkur lög sem finnst ekki góð, en það eru nokkur sem ég fíla alveg bort. Mér finnst Mi Camino-lagi mjög gott, þau eru á klúbnum að dansa. Oh my god. Án djóks, ég er búin að hlusta á soundtrackju myndinni, mér finnst það góð. Ég er ekki að djóka. Mér finnst Mi Camino upp á slæði mitt og þessari mynd. En El Mal er að fara að vinna Óskarinn. Það er hann atrið þeir. Það er skárra maður, jésus. Þau eru hérna í svona charity event og hún er að dansa á öllum borðunum. Hún Rita. Ói, það er svo leiðilegt. Þú veist, ógeðslega flott atrið. En mér... Ísrael er að yfir sig. Það sem mér finnst kvikmynd að taka mjög góð þessu. Mér finnst það bara mjög flott allt, en það veist 13 tilningar er ógeðslega mikið, já. Það er kannski nokkar sem hefur maður sleppa. Þetta er náttúrulega kannski nokkra. Þetta er, meti er 14 tilningar, þannig að 13 er ógeðslega mikið og erlendur mynd meti átti Crouching Tiger, Hidden Dragon sem er svona 20.000 sem betur. Já, sem er svona erlenda myndir og hafa meti 10 og svo ekki hún bara með 13. Þú veist að tala með eins og fucking Lord of the Rings. Þetta er bara, já. Return of the King. Nei, Fellowship of the Ring, hún var 13. Return var hann. Finnst þetta bara lagi? Oppenheimer var 13, þannig að þetta er svo Oppenheimer, sko, bara svo það sé á hreinu. Þetta er ekki Oppenheimer. Það er maður sem smíðaði kjarnorkusprengja. Þetta er kjarnorkusprengja. Kjarnorkuslys. Og þessi mynd, þú veist, þetta er náttúrulega, það er bara mjög stóra tilninga. Það er náttúrulega mynd, leikstjórinn, og það er 2 tilnefndar. Það er handrit, erlendamynd, klipping, náttúrulega tónlist, 2 lög, kvikmyndtaka, förðun og hljóð. Þetta er náttúrulega bara galið. Finnst þið karaktervinnan í þessar mynd góð? Sko, það sem ég magna þegar myndið á búin. Ég var mikið að hugsa þetta A3 lokin þegar fólk er að lappa torgi með svona styttuna af Manitas, eða Emilia Perez sem hún kemur svo, blóðum. Ég fór að hugsa þetta, er leikstjórnin að því ég skildi alveg þetta með dæmi með Mexiko, þegar fólk Mexiko hata þessa mynd. Hún vantaði eitthvað land, hún vantaði eitthvað backstory. Þegar ég hugsaði, fórum myndi, ég sagði, þetta hefði getið verið Kólumbía, þetta hefði getið verið Tyrkland, þetta er alveg hvaða land sem er, hann þurfti bara eitthvað land. Hann ætlaði að taka hann upp í Mexiko, hann búin að gera 6 mánaða preppvinnu, en svo fekk hann bara ekki vélir frá
Mexikostu stjórnvöldunum til þess að fá fjármagna Þið lásu hand. Þið lásu handið og bara og hann fékk bara ekki vilja, hann sagði bara, ég get gert það 10 svona ódýr með að taka hann upp í Frakklandi, sko. Og hann bara nefndi ekki til Mexíku. hann bara gerði það. En það sem ég finnst svo magna með þetta karakterdæmi er að allan tíma, ok, hún breytir, mér finnst, það er svona meiningi með söguna. Hún skiptir kyn. En þú sér alltaf söll í gegnum alla myndina að innri persónan er svo sama. Það er engi breyting þar. Case in point. Þegar konan kemur, sem er eina mexikoska leikarinn í myndinni, ég mani hvað hann heitir í myndinni, Adriana Paz. 4 myndir í þegar hún sýnir henni svona hnífinn og þá kemur hún svona sýnir byssuna, sko. Hún er ennþá bad. Hún alltaf sefur í henni, en vill ennþá konur. Og nota svo óbeldi til þess að fá börnin sín tilbaka þegar Jesse vill taka á því burtu. Þannig innri manneskjan er ennþá svo sama, þú veist. Og breytir ekki... Ok, til að skjóta móti þessu. Í uppsetningu handriðsins, þá byrjar ekki stefna hennar upp á við, þú veist, í svona góðvild fyrir hennar eftir transition. Það er mjög specifically timed í myndinni og það er x-atriði myndinni sem ég sé líka suma svona taka issue með. Það sem hún er að hella sér yfir Selena Gomez og þá mjög viljandi greinlega að því virðist, þegar ég var að horfa á þessu mynd, hvernig ég túlkaði þetta, þá tappar hún aftur inn í Karlkins útgáðinu sjálfum sér til þess að öskra á Selena Gomez, eins og það væri bara directly tengt því kyni. Já, bara vondur, góður. Þá bara dýfkaði rómurinn og bara ég er, þú veist. Þannig að mér finnst myndir ramma það mjög skýrt inn að svona gott og illt tengt því eitthvað, sko. En Ísrael, þá var ég svona að spyrja þig líka eins og það sem ég var að tala um á það. Ég meina þegar hún, sko, mér finnst bara grunnhugmyndin að ætla að gera þetta. Mér finnst þú bara ekki geta skrifað hana inn á heimilið með fjölskyldunum sinni og enginn fattar neitt. Ég man ekki hvað voru liðið mörg ár. Finnst þess að vera 6 ár? Það getur liðið 30 ára, ég myndi samt ekki pappa minn, sko. Ok, að því ég var bara að hugsa, hvað voru börnin ung? Þegar hann fóð fyrst, kannski voru bara alltaf svo... Hún var fullorðin. Já. Hún myndi spotta þetta strax. Og þegar þú horfður á þetta og hún hittir Selena Gomez, þegar Emilia Perez kemur, hittir fyrrum eiginkonur sína, face to face, jafn nálægt og ég er hérna bara, ég og Teitur, þú kiftaði ekkert úr myndinni. Það er svo þú hugsaði með, að ég hugsaði bara, kannski var hann bara aldrei að spá í þessu bara, maður nýtast bara en kona, kannski var hann bara ekki... Já, Selena Gomez er líka sko með elliglöp. Nei, þú veist okkur börnin, þú gæti kannski svona eitthvað... Þú gæti kannski réttlætt þetta með eitthvað, þau eru svo ung, eitthvað, ok. Ekki hún. Hvað var líka bara eitthvað að B-plot og hún var með eitthvað gæja og sem hún elskaði allan tíman og síðan bara keir hún af oh my god. Já, ég nenni ekki tala um þetta. Já, næsta áfram. En þú talaði um hana, varst að lesa um IMDb-myndina. Ég las svona trivia alla myndinar. Það var rosalegt heit trivia yfir þessa mynd við alla hinar. Og ég fór að skoða stjörnuna. Hvað til þetta myndir vest? Og ég fór að skoða stjörnu hana gjöfina. Ég gerði þetta áðan líka. Fólk, þú getur ekki séð þetta á appinu, þú fer á netinu og smellir á stjörnugjöfina. Ég hef aldrei séð mynd fá eins mikið hate review á ævinni. Þetta var, ef þú skoðar, þú fer á netinu, þú getur smellir á stjörnuna og þá sérðu 5 top 5 countries that are rated the movie. Já. Amerikanar, það voru kannski svona 30% sem gaf henni eina stjörnu. Frakkar voru kannski 6%, Breta 20%. Mexíko. Brasilia 65%, Mexíko 75% gaf henni bara eina stjörnu. Þetta er líka bara samhengi um það, þessi mynd er tilnæmt Best Picture, ok. Og það er ekki nóg með það. Það er ekki ok. Nei, þú veist hvað ég meina. Það, whatever. Það er það að hún er tilnæmt 13 sinnum. Gal. Það bara setur hún eitthvað stall og síðan horfir á þetta og þú ert bara, hvað? Já, fólk verður ennþá pirraðar út af því. Það mun vera það slæmu við þessa mynd að hún fekk svona marga tilningar. Ef hún fengi bara 5-6, fólk er ekkert mikið spá í þessu. Ég finnst þetta hræðileg mynd, sko. Ég hefði, sko, ef ég hefði hort á þessu mynd, ég ekki vita neitt. Og sem ekki fengið neina tilnefningu, ég bara dotti inn á þessu mynd eitthvað svona Netflix eitthvað og ég byrjaði á henni og þegar Social Dana byrjaði að syngja þarna. Þú er bara slæmt. Nei, ekki alveg strax, ég verið svona, ok. Þannig var ég þegar ég horfði á myndina, bara lefa ekki bara að lækna það eru slögt. Nákvæmlega. Það var að ég ætlaði að segja. Oh my god, sko. Það er
hræðilegt. Söngurinn í því er svo fucking lélegur, sko. Þetta er hræðilegt, sko. Mér túlkaði þessi þannig Þetta er alltaf hræðilegt. að leikstjórnin var að setja fram ok, svona er sagt, fólk að hugsa, þeir hugsa að trans, já, þetta er eitthvað svona djók, bara skera sér tippi, eitthvað bla bla bla. Mér fannst það að vera að segja og ég ætla aðeins að fá svona hvernig margir eru að hugsa þetta og setja inn í þetta atriði. En gæinn gat ekki sungið. Ekki séns. Ok. Ef við ekki tala meira um þetta. Nei, ég nenni ekki að tala meira um þetta. Höldum áfram. Á ég? Hvernig að vera? Nei. En það? Það var Egill, eða þú. Egill. Ég maður ekki. Egill. Ég fór bara í dá, þarna. Ég var með þetta. Já, finally, maður. Dune part 2. Já, þú veist, allir sem þekkja mig vita að þetta er minn maður, sko. Þetta er nývél. Timothy. Má ég spyrja þig? Já. Fílarðu bara, að því að þetta er hann, fílarðu það bara allt þetta? Bara automatically? Allt automatic sem hann gerir. Þú finnst það ekki góð, samt. Ég held þér að þú. Ok. Kemur ljós. Nei, það er ekki svoleiðis, það bara vill svo til. Ég sé allar nema, þú veist, ég bara sé, ég var eftir að horfa fyrstu 2 myndina hans eða eitthvað. Það er bara virkilega á dótið sem hann gerði. Sko, ég fór á þessa mynd fyrst sem double feature sýningu. Mér finnst Dune 1 náttúrulega bara masterpiece og þannig að ég var deyjuspenningi fyrir þessa mynd. Og þú veist, maður var búin að heyra væntingar hafði rosalega mikil áhrif á fyrsta viewingum mitt á þessari mynd. Ég er búin að heyra það miklu meira action og þessi mynd bara miklu betur og þessi mynd er bara þetta og þessi mynd er bara hitt og síðan fer ég á þessi mynd í þessu double feature sem ég er bara ekki sniðu hugmynd, eða bara aðeins of langt fyrir mig og þetta var seint að kvöldi til þannig að ég var svolítið þreyttur og þegar koma Dune 2 þannig að ég náði ekki almennilega að lesa inn á hana fyrst því að sá hana út af því að ég var svo þreyttur og með þessar væntingar og þú veist, mér fannst ekkert vera miklu meira action í þessari mynd, fyrstu mynd bara, ég held að ég var búist við annari mynd bara með hvað ég hafa heyrt og síðan út af líka fólk var bara að tala þú veist, mér fannst fólk vera að upplifa núna hvað ég upplifði með fyrstu myndina þegar ég sá fyrstu myndina, ég bara agndofa og ég bara, wow, mér finnst þetta meira bara svona í sama dúr, þess meira af því góða síðan horfði hann aftur og fór í AXL í Laugarsbíó sem ég sverja besti salur landsins og með þessum mynd bara sem ég sverja besti salur landsins og þessi mynd er bara geðveik sko og ég hef séð hana 3 svar í bíó 3 svar? 3 svar, ég fór hana 3 svar í bíó Já. Ég fór bara eins og niður. Dræ! 3 svar í bíó. Svar. Þessi mynd er stöðluð og bara eina svona, og það er hægt að segja ná gott eina sem þú hefur snert á áður með þessi mynd, bardaginn hefði mátt vera lengri það er bara þannig. Lokabardaginn. Þú ert búin að hæpa hann upp það mikið í fyrstu myndinni Þú bara hæpa upp í 2 myndum. Já, það er bara flashback allir er bara, wow, þú ert nú þegar að byggja upp lokabardaginn í fyrstu myndinni og þú veist, maður býst við ykkur Lord of the Rings og síðan er bara köttað á þetta feitur á það bardaginn er sturlaður og eitthvað og ég bara hefði verið til að hafa hann alveg jafnlangan en þú veist, mér finnst það ekki þurft að vera að kostna hins Ekki tísa í þá. Já. Ekki lofa mér einhverju sem ætlar ekki að þú veist ef það ekki delivera ekki lofa þig. Það er eina sem ég set út af þessum mynd og já Er þetta nummer 1 hjá þér? Já, bara by far Finnst þú bara að vinna Óskar? Já, genuinely sko Ok, Ísrael, svo höldum við Ég er sammála, mér finnst að eitthvað mynd sem á að vinna Óskarinn, þá var það þessi mynd Let's go! Það er gott að við séum þetta saman Samt ormurinn bara að koma og ég Já, en that being said þá þessi mynd samt nummer 2 hjá mér Ég er með 2 myndir sem ég gef 10 einhvern þetta er enn Ég veit ekki hvort ég þora að spura hvernig það þá En allan, þessi mynd er sick og ég elska sci-fi myndir og þetta er bara meistarverk. Denis Villeneuve hefur bara búin að gera masterpiece með þessar 2 myndir sko. Betra fyrsta? Mér finnst fyrri betri og ég held að það er mjög svipað sem þú átt að segja. Þegar ég fór á fyrri myndin í bíó fyrir 3 ára síðan, það var svona miðum COVID og ég man bara, ég las grein og Denis Villeneuve, það er svo mikið að tala um þessi sú mynd átt að fara að streyma í sveit og hann var bara stopp. Þetta er mynd fyrir bíó, þau verið að sjá hann í bíó. Og ég tók þetta svo til mín og sagði, ok, ég ætla bara að fara hann í bíó, sko. Ég fóð með grímunum fyrir andlitið og allt saman. Sat í salnum og ég var bara, ég gafti, sko. Ég hef aldrei upplifað bíómynd þar sem þetta þrenn, kvikmynd að taka, tónlist og hljóð, er bara eitt. Ég gæti ekki aðskilja. Þetta var bara small svo saman. Já. Og þessi mynd er alls ekki síður. Mér finnst hans fyrri betri og kannski meiri gameskip í þeirri mynd og meiri svona wow-faktorinn í því
það sem ég var bara, hvað er ég að sjá, þú veist, nú er ég komin inn í heiminn í part 2, þannig kannski ekki eins mikið svona eitthvað nýtt, en samt er þetta ógeðslega flott saga gegn, þú veist, bara line-upi og kasti í þessari mynd er crazy. Timothy Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Christopher Walken, Stellan Skarsgård, þú veist, Butler, þetta klikka kast. Samt hefði þessi mynd átt að vera miklu fleiri en 5 tilnefningar. Það alveg geta skipt út eitthvað frá Emilia Pérez við þessu, sko, þú veist. Þú veist? Já. Þessi fær, eins og hún segir, hún fær 5, það er mynd, það er náttúrulega kvikmyndatakkan, það er sviðsmynd og svo náttúrulega hljóð og tæknibrellu sem hún er mjög líklega að fara að vinna það tvennt, sko. Æðislega mynd og ég hlakka til þegar Dune Messiah kemur út. Oh my god, sko. Eftir 10 ára. Nei, það er bara næsta ári. Þannig hann ætlar að rössa henni eins og þessari. Nei, sorry. Ég hef ekki talað strax. Teitur? Sko, ok. Dune. Hvað er Dune? Við þurfum ekki að segja það, maður. Allir búin að segja það. Þetta er hann eins og Star Wars. Nákvæmlega sama shit. En já, kastið þessari mynd er náttúrulega bonkers, en það sýnir sér bara að þú þarf meira aldrei en gott kast til að gera eitthvað. Sko, mér finnst, ég elska Denis Villeneuve alveg í döðlu, sko. En ég er svolítið að bíða eftir hann gjörsamlega floppi, sko, og hann er á leiðinni þangað, núna finnst mér, þess að Dune 1 hans mér verður svona píkið hans í þessu, og mistökin að mér voru að ég horfði á Prisoners og Sicario daginn, aftur. Tvenna maður. Áttaði mig aftur á því svona alveg rétt. Hann er svona góð. Já. Og þá með þessa, þessi situr ekki í mér, sko. Ég gæti valla rætt þessa mynd vegna þess að... Voru við ekkert að ræða þessa mynd? Ég myndi að þú hefði fílan í bóð. Nei, þú veist, mér fannst hún alveg fín, og þú veist, það var ekkert sem ég hef út á hann að setja þannig, þú veist, mér fannst tæknibreytunar ekki frábærar, þú veist, eins og þetta sandormstæmi hana, fannst mér eitthvað svona pínu over the top og þetta var einhvern veginn, og svo stríðið í loki, fannst mér alveg gjörsamlega skorið undan manni þar einhvern veginn, svona svipað eins og horfa á Two Towers og þeir bara hlaupa, bara kött. Ég hef tekið þessi dæmi, helst dýbúort það hefur ekki verið. Já, þetta er bara, þú veist, mér finnst þetta ógeðslega lélegur klæmaks á þessum sögu. Þú veist, Messiah gerist nokkrum árum síðan, var ekki einhverjum 7-8 árum síðan? Gerist 12 árum síðan. 12 árum síðan, já, einmitt. Þannig að þetta er í lokin á þessum hluta. En það er ekki svona endur á þessum mynd. Nei, og þú veist, og ég skil svona, þú veist, svart-hvíta Butler dæmið að skjóta það í þarna einhverju svona infrared draslinu, skilur, en þú veist, mér finnst það bara einhvern veginn ekki passa inn, skilur. Þetta er svona Spielberg er einhvern veginn með þetta. Hann getur bara gert geðveika, skilur. Og hann þarf ekki einhvern veginn að vera að hafa eitthvað drasl ofan á því, fattur. Og já, ég veit ekki. Kannski bara fekk ég leið á, þú veist, sandinum og gráleita draslinu, sko. Hvað er þetta að ranka þessa mynd? Mér finnst hún ætti ekki að vera það, sko. Já, ekki sammála. Ég skal með þess að segja, ég myndi skipta þessari mynd út fyrir Challenges. Ok. Snæftum á þá umræðu. Af hverju er Challengers ekki hana? Nákvæmlega. Challengers er top 3 ársins sem ég, sko. Af hverju getur hún ekki verið? Þá er ég kannski horft á. Challengers er geðveik. Ég geti nefndi bara alla mynd, mér finnst hún bara ekki að heima. Mér finnst eitt geggjuð, skilur. Þetta er besta mynd. En svo þegar við förum áfram í þessa, þá finnst mér bara, og mér finnst það letdown, mér finnst handritið veikt, skilur, það setur ekkert í mér, myndin er búin og ég er svona, já, fínt, en svo, ég ber meiri virðingu fyrir Emilia Pérez en þessa. Ég er eitthvað ekki það. Nei, en þú veist, það er það mér að segja að því það er meira í henni sem að einhvern veginn er svona, what the fuck? Þú veist, hún er allavega vekur einhvers konar viðbröð. Fattar hvað við? Það er það sem ég er að meina. En þú veist, ég hef ekkert út á hún að setja fyrir utan þetta svona litla dæmi, en hún bara situr ekki með. Það er allir með hot takes í þessum þætti. Ég er bara heitt í hams að hlusta á það, sko. Ég ætla að tala meira jákvætt þegar þú ert búinn. Nei, ég ætla að loka þessu. Nei, ég þarf að segja meira. Ég er að djóka, sorry þetta er alltaf. Já, ég hef ekkert meira að segja. Það er ekki að tala meira. Ég satt náðu ekki að það segja, er það svo að segja að þessi mynd sé betur en Prisoners? Ég er að djóka. Það mun vanta alla jákvæðin í eina þátt, leifum okkur bara að tala. Nei, það er að koma heldur góða myndir. En það er samt, þú veist, ég ætla ekki að trúa því ef þið horfið aftur á fyrir myndinar hans að þið segja að þetta sé upp á við. Þetta er ekki besta myndin hans. Ef maður horfir á Prisoners, sem er by the way flawless bíómynd, Sicario, Arrival og Blade Runner. Alla betri. Að segja mér að þetta sé að fara upp á við frá þeim skala, það megar ekki sens. Samanlega vel. Út af hann er þetta mestu. Út af hann er guðinn sem ég er tilbydd. Hann er orðið svo, já, ég veit ekki. Ég vil ekki segja meira, því ég fíla gaurinn, sko. Og ég, eins og segi, þessi mynd er ekki, þú veist, hún er ekki ömurleg. Hún er ekki eins og
Emilia Perez, sko. Ef þetta ömuleg mynd, þá bara hætti ég kvikmyndagerð, sko. Já. Það bara no point. Ég sagði, hún ekki Já. Nei, ég myndi aldrei setja hann umulig Nei. bíómynd. En hún allt og overhyped. Og ég fílaði eitt alveg í bot, sko. Mér finnst, það alltaf gerist ekki neitt í svona 70 mínútur. Þau eru bara lapp í sandurum. Þú veist, hún svo illa peysuð, finnst mér. Mér finnst Brutalist líða 10 svona hraðar heldur Dune 2. Mér finnst Chalamet betri í 2 heldur en í 1. Ég skal gefa hann það, persónulega. Mér finnst líka, kannski þetta færra rauk fyrir því að hann fær kannski eitthvað meira að gera eða eitthvað, en leiklistalega séð fannst mér hann skemmtilegri í þessari mynd heldur en í fyrstu myndinni. Mér finnst myndin kikka svona almennilega stað, ég hef búin að segja þetta í podcastinu, svona þegar Austin Butler kemur inn, mér finnst hann skemmtilegri í myndinni, mér finnst það ekki bara skemmtilegri leikari. Engin lokaorðsta. Og ég ekki að segja að það sé eitthvað algjör dílbreykar, en þú ert búin að Það er bara tísa þessi vision í fyrstu myndinni og eitthvað sem þú veist, að tísa þetta. Já, en það er svona líka, það er í trailernum fyrir fyrstu myndina, og það lítur út í trailernum, ef þú þekkir ekki Dune-söguna, það lítur út í trailernum að þú veist að fara það í fyrstu myndinni. Svo horfður á fyrstu myndina, nei, þetta var bara eitthvað sín, hvað ert ekki að fara að fá þetta? Ok, trailer fyrir nummer 2, það er action. Með þess að gagnrýndu voru að segja það. Svo ég segi svo horfum ég á 2, það er ekkert mikið meira action í henni. Þú veist, það er það sem ég er svo furðulegt, sko. Þetta er ekkert actionmynd, sko. Og þú fara að sjá Chani, er það ekki Chani? Jú. Hún stingur 2 þarna og svo svaka ormar þegar ég 3 og svo orðst og búin. Það minnst þú svona ekki nefnt að gera hana, það ekki verið tími til þess að gera hana, eða það voru ekki peningi til þess að gera hana. Og mér finnst það rosalega skrítið. Svo í lokin, það bara ég er búin að vinna hann hérna, herðu, nú þurfum við að fara að gera eitthvað, ég manni hvað var. Förum, gameskipið fara, myndi búin. Ha? Er hún búin? Er aftur cliffhanger? Eins og í fyrstu myndinni. Og fólk kannski segja þá, já, svona er Dune-sagan, ok, þá er hún bara ekki fyrir mig. Mér er Star Wars betri, sko. Mér er fyrsta Star Wars og þríleikurinn Star Wars finnst mér líklegast betri en þessi þríleikur. Að ég er ekkert svakalega spennt fyrir Messiah. Að því eftir þessa, mér fannst hann hafa rössaðinni. Að því mér finnst handið ekki gott. Mér finnst líka hann hefði getað spotta það fyrr í myndinni. Mér fannst þér fyrstu 70-80 mínútur, fannst þér bara geggjað, fannst þér bara riveting. Mér fannst það mjög góðar, já. Sko, fyrsta var gagnrýnd fyrir það að vera slow. Ég fyrir ekki það alveg í heila mynd, að þetta er world building, þú ert að planta fræjum og svona, en Two Towers er ekki eins og Fellowship. Og Dune 2 finnst mér ekki heldur geta verið eins og fyrst að þessu leitinu Ég skilði alveg, sko. Ég fílaði það ekki. Ég skil hvað hann kemur. Auðvitað er ekki ömuleg mynd, en ég segi svo Teitur. Arrival, Sicario, að stutt sinni horfði á þær aftur. Prisoners, Blade Runner, mynd sem að ég fílaði henni ekki fyrst, og svo horfði ég aftur á hana og bara, wow. Og kannski eru Dune þannig, en hún skilur ekkert eftir sig. Ég er ekkert núna spenntur að horfa fyrstu aftur. Mitt ekki. Já. Ég er alltaf að hugsa um þessa mynd, sko. Og þarna, ég bara krifja hana fyrir bara stuttmynd sem ég gera núna, sem, þú veist, reffi ákveðin atriði og bara, mér bara, ok, sko, nú er það komið hot take. Ef ég mætti gefa ykkur Óskarinn fyrir leik, ég myndi gefa Timothy Chalamet. Út af því... Fyrir þessa mynd? Út af kombónu af Complete Unknown og þessa mynd á sama ári. Verðlaunan fyrir árið. Hvor er hann betri? Hann er sturlaður í báðu, sko. Okay. Adrian Brody hefur líka unnið áður. Ef þú hefði sagt mér, bara, ok, Timothy Chalamet er bara að fara, þessi twink bara, er að fara að púla það að vera bara ekki herfóringi og bara þú mynd bara að vilja joina herinn hans og vera bara let's go, bara for the cause. Ég hef bara hleyjað þér. Og síðan púlar hann bara eitthvað rosalegasta transition sem ég sé í bíómynd og maður bara, þegar hann er að fara með þessa ræðu, ég er bara riveted, sko. Og ég er bara með honum í bardaðan og ég hef bara aldrei betta á hann getið púlaða, sko. Timothy Chalamet. Bara með hvernig hann lítur út og postur, bara öllu. Og mér finnst þetta leik sigur hjá hann, sko, í Blockbuster. Zendaya er líka frábær, þegar Romance var ég invested í. Það? Já. Það var akkurat, mér fannst það akkurat nóg. Þeir eru með eitt besta love theme sem hefur verið sami fyrir bíómynd. Er chemistry myndlega? Top 3, já. Já, bara hart já. Hvað finnst þér? Þú veist, ég hef ekki séð hann sinni í bíó, sko. Nei, ég er svona bara eins og það er nóg fyrir mig. Ég bara man ekki eins og eftir. Tónlistin í þessari mynd er náttúrulega besta tónlistásins.
Nei. Jú. Betur en Brutalist? Já, betur en Brutalist. Nei. Þetta, það er bara ekki hægt, sko. Þetta love theme, þetta er bara repetitive. A Time of Quiet Between Storms er bara eitt besta skáldaverk sem ég hef heyrt. Þetta er bara, ég bara líka að grenja þegar ég heyri þetta, sko. Þetta er svo fucking gott. Kvikmyndtakan í þessari myndi sturlu. Greg Fraser var bara í Unity að reikna hvar sólin væri. Þannig getur bara náttúrulegt bara sólarljós og síðan bara að vita nákvæmlega hvar sólin og nákvæmlega skuggan eru. Kvikmyndtakan í þessari myndi sturlu. Ég elska því creative choice-ina sem infraredið og eitthvað, bara hvernig ég vil að húðin myndi lukka og allt það. En nú hætti þú. Nei, ég er ekki búinn. Kvikmyndtakan geðveik, leikurinn geðveikur, bara, já, eins og ég sagði, eina með þetta var bardaginn, en þú veist, feitur á það dótið fannst mér ekki upp fyrir það, Austin Butler geðveikur í þessari mynd. Bara, þessi mynd er bara svo episk, hún er svo flott, bara, ég sé hana núna þrisvar, mér finnst hún ekki leiðileg. Og bara sturlu sci-fi bara meistarverk, sko, bara part 1 og 2, sko, sem heildaverk. You lost me at tónlistin, sko. Ekki séns. Já. Ok, næsta. Ísrael koma maður. Ég er sammála, ef hann hef ekki verið fyrir svo stúpid reglu á akademíuna, þá hefði það verið tilnæmt fyrir tónlist. Var það því hann endurnotaði eitthvað skor? Já, þegar við erum með reglu, þú gerir framhaldsmynd, þá máttu bara nota 20% af eldra skori. Það þarf að vera 80% nýtt skor, sem er ógeðslega fáránlegt fyrir framhaldsmynd. Þetta er kölluð svona John Williams reglan, af því þegar John Williams gerði allar þessar sequel-myndinar, Force Awakens, Last Jedi, Rise of Skywalker, hann var tilnæmdur fyrir allar myndinar og fólk fannst það eitthvað svo skrítið, hann er eiginlega að nota sömu tónlist í öllum myndum. Sammála því það er skrítið. Og bara hljóðheimurinn í þessari mynd er svo klikkað og klipp í þessari mynd og svo geðvægt. Ég bara horfa bara krupningar af þessum senum, bara klippt og hljóðheiminn og bara og sound, bara wow, shit. Sem þess að þetta núna. Sem upplifun, sko, bara wow. Þetta er part 2. Það er ekki það mikill munur á þessari og fyrstu myndinni. Þú ert ekki að hoppa hérna frá, geimnum niður á jörðina, skilur við. Nei. Þetta er sami, stíllinn á myndinni. Vá-fakturinn ekki lengur til staðar. Ég lít basically á þetta sem eina mynd, sko, nánast. Þannig að þetta er sama effekt, kvikmyndatöku stíllinn er eins og í fyrstu myndinni, við getum alveg verið saman á það. Ekki alveg. Nei, en þetta er ekki að fara hérna í fucking Zoom-tökur eða eitthvað, skilur við. Þeir eru á svipuðu reiki. Tónlistin er borderline svo sama, við erum með sömu stef, sama grunnstef. Hvort viljum við freka að fá eitthvað nýtt og skemmtilegt og fest og eitthvað nýja nálgun eða, repetitive dæmi, skilur við. Fyrir Óskarinn, nú hugsaði ég, skilur við. En ég vil freka Joker heldur en Emilia Perez. Já, en það er líka nýrra fucking take, skilur við. Betur gert. Já. Bara sagan hans Páls yfir þessar 2 myndir finnst mér bara verðskulda 2 myndir. Joker 2 er frekar að vera það. Hot take mitt. Joker 2 frekar en þessi mynd. Fyrir Dune 2. Far þú út! Drullaður út! Hvað er kaftaði? Það er fólk að hlusta og er bara eftir fáið. Ég er sem það að segja það. Challengers hefði átt að vera í Challengers hefði átt að vera hana og Challengers er bara einn besta mynd ásins. Ég þarf að sjá hana. Ok, hvað er þú með 4? Verður þau ekki að fara að taka pásu? Jú. Það taka einu viðbót. Einu viðbót og sem pása. Ok, Rísæl, þú byrjar nú. Það er kemur eitthvað gott. Ég þarf að opna gluggan. Nú kemur neðsta myndin hans. Kemur eitthvað gott. Oh my gosh. Ég er eitthvað svolítið spennt. Ég er ánægður að hitta á Ísrael. Ég var ekki búin að pæla neitt í því. The Substance, sem ég hef sagt áður, ég sagði í Ásgeir Kolbastættinum, þau tóku árið fyrir, þetta er uppáhaldsmyndi mín árinu. Ég var reyndar átti að sjá þá þegar ég sagði þetta, nokkra hérna, en allavega, Substance. Ísrael, þú ert ekki mikið fyrir horror. Alls ekki. Og áður nú segja mig hvernig fannst þú, ég er búin að bíða til þessu. Það var bara stutt. Þú varst búin að spurja mig mér þess á Instagram, bara, þú veist, hvers er það rosa ógeðsleg mynd, hvað, þú veist, miða við hvað, þú veist, hvað er ég að fara út í og eitthvað svona. Ég sagði við, þú veist, hendinni bara í tækið og ég held að koma þér óvart hvað hún er ekki ógeðsleg, skilur. Ég held að þú ert búin að ofhugsa þetta, þú ert að búa til einhverja svaka útgáfa mynd sem er örugglega ekki til. Kondunum með það, þú horfður á þessa mynd, neyddist til þess. Já. Þetta er body horror mynd. Það er bara alls ekki mitt genre. Body horror. Viltu segja eitthvað hvað myndin er? Já, bara stutt. Fjallar Elizabeth Sparkle, sem er Demi Moore leikur. Eldri leikona, sem að, já. Verður 50. Ég myndi ekki að ég held að hún sé 60. Er hún ekki 60? Já, hún er 62 núna. Verður 50 í myndinni og hann ekki bent, hann var svolítið síðan í Substance, var hann ekki bent á að hún gæti mögulega fengið eitthvað svona gott lyf. Já, hún var hjá læknirum og eitthvað gaur rétt. Alveg, þá gaur það sem bentur hana. Rekin náttúrulega var alltaf. Já, einmitt, Rekin. Ég hef þetta horfa aftur á hana.
En ég ætla að taka hann aftur. Og þetta lyf virka þannig, hún sprautar í sig og út úr henni kemur yngri útgáfa af henni sem Margrét Koller leikur. Og þetta sama manneskjan en svona 2 líkamar. Og það ætlar að minna hana á mundu, þú ert bara ein. Þið ekki 2, þetta 1 manneskja. Og það fara að fokka svona, það líður aðeins myndina, ég ætla ekki að spóla þetta, og fara aðeins að fokka í hver annari. Fokka í Vættur á hann tekið. Og vættur á hann tekið. Og upphefst skemmtilegu framvinda. Ísrael, hvað er núna? Ok, eins og sé, ég ekki body horror, en þessi mynd er ekki til þessu bestu mynd, ég hef aldrei hort á þessu mynd. Ok, ég með kveið fyrir tilíningjum. Þú veist, þegar ég var að horfa á tilíningjum, svo please ekki tilnefna The Substance, þegar ég veit ég að fara að taka upp með Hafsteini og þá þarf ég að horfa svo frikið mig. Ég var alvarlega íhuga að taka Ásgeir Kolbins á þetta og bara þykjast að segja mig að tala hann, sko. Og ég talaði við Skúla, ég talaði við nokkra sem ég vissi var svona horrorfólk. Þau voru ekki búin að sjá myndina. Ég var svo, ok, þið verða að segja mér eitthvað þessa mynd. Hvað er ég að fara að sjá hérna? Svo hafði ég sambandið. Hafstein og hans sagði mér þetta, bara kýldu bara á þetta. Sko. Það er ekki svo slæmt og ég var bara Við plástur það. Ég með reglur þegar kemur að bíómynd sem ég nefndi á. Ég vil bara vita hvað hann er löng. Ef ég er að horfa gamla mynd, vil ég bara vita frá hvað ári hún er. Ég braut allar reglur áður ég horfði þessa mynd. Ég las allt þessa mynd. Ég horfði allar stillur. Ég bara, einhver gaur hafi skrifað öll ógeðslega atriði hérna og ég sagði, ok, ég ætla að lesa öll þessu ógeðslega atriði. Ég vil sjá mynda þessum ógeðslega atriði. Eina sem ég las ekki var bara hvernig hún enda. Ég sagði, ok, ég ætla að hafa smá svona suspense, það veit ég hvernig hún enda. Smá gulrót. Smá. Og svo horfði ég á myndina. Og sem betur fyrir var ég búin að lesa allt þetta. Því ég var alveg merkur, shit, þessi mynd, sko. En að því ég var búin að sjá svona stillur og ég vissi, ok, nú þetta að fara að koma, hann ég var búin svona að undibúa mig. Ok, þannig að kemur eitthvað svona drumstick, ég skildi ekki því svona drumstick út maðunum eitthvað alveg. En ég vissi ekkert með þetta lokaðri, sko. Nei. Þannig ég veit ekki hvað stöðum að tala um það eitthvað, en það var alltaf... Tökum það eftir. Það var svolítið sick. En, that being said... Það ég mjög fegin ég sá þessa mynd. Ok. Að hún ekki hræðileg. En finnst þú góð? Mér finnst hún alveg góð. En þetta ekki mynd sem ég mun horfa aftur. Þú tækir Wicked frekar? Já. Hvar hún á listanum? Já. Hún númer 9. En það bara því þetta bara ekki my thing. Nei, það alltaf. Bara body horror bara not my thing. En, that being said, Demi Moore svakalega góð í þessu mynd. Okay. Speiklaatrið svo sick gott og ég sagði bara ok, þarna hann að vinna Óskarinn og þessi mynd að fá góðar og stóra tilninga, það mynd, leikstjóri, Demi Moore, handrit og svo Förðun, hún vinnur fyrir Förðun pottjætt og örgulega Demi Moore. Það samt eitt við myndina sem böggar mig og ég ætla bara að ræða það að þið eru öll búin að segja ykkar við mynda. Teitur. Það svo sturlumynd. Ég elska þegar við fáum eitthvað svona shit sem allavega einhver remotely nýtt take á einhverju genre, þú veist, það einhvers konar hún hefur eitthvað að segja þessi leikstjóri og þessi höfundur. Hún með hún alltaf stíla rosalega inn á, þú veist, myndir eins og Fly, Thing og eitthvað svona, sko, Shining. Já, það eru margir referir hana, maður. Já, og ég bara, þú veist, ég fucking dyrka það hvað hún all out there í bæði, þú veist, bara hvernig hún notar víðlinsur, insertar, eru gjörsamlega fucking galnir í þessari mynd og þú veist, það gert þannig að hún alltaf skaut það í sér holli, sko. Hún skaut myndina og svo eitt 3 vikum bara í insertum. Það sem voru bara með bút af teppi, þú veist, bút af einhverjum búningum og það var voru 3 heila fucking tökuvikur bara að skjóta inserta. Maður tala bara hendi úr. Þú veist, sprauta í bakið, þú veist, allt þetta. Já, það svona nærmyndir og... Alla nærmyndir, rækjurnar og allt þetta kjafta, grípið af allt, þú veist, þannig að það var bara fókus bara, þú veist, og það sést. Og ég fíla það svo mikið að því hún fer svo mikið yfir strikið með það. Og þetta svona basically það sem ég meina með, ég veit ekki segja, þú veist, ok, en Emilia Perez, þetta basically það sem ég að meina með hana, þetta svona dæmi það sem hún gerir eitthvað, fer aðeins lengra með það og það bara svona, það rosalega mikið fyrir mig. Þú veist, hún lendir ógeðslega vel hjá mér. Fyrir utan það að þetta svo geðveikt take á hvernig, þú veist, konur basically eiga það til að líta á sig, skilja.
bara þegar það er eldast, þetta hætt, þú veist, þetta bara, ég vil ekki, og að sækjast í ykkur svona ungdóma og það, þú veist, hún að berjast bókstaflega við sjálfan sig, alla fokkin myndina, sem enda síðan bara í einhverju fokkin sprengju klæmaksi í lokinskilju, sem að, og hún fer með það svo langt, og það eins og ég túlkaði, hún bara, þú veist, þetta svo galið viðfangsefni að hún fer með þetta út í alheim, alla leiðina, skilju. Og já, þú veist, þetta svona my 2 cents. Ég get sagt endalaust meira þessa mynd, en... Ræðum hana líka betur bara eftir smástund. Elska þessa mynd. Elska hana. Ég elska body horror myndir, ég elska franska hryllismyndir og hún frönsk, hana konan sem að leikstir þessa mynd. Og ég sá myndina sem hún gerði, ég held að það hefur fyrsta myndina, Revenge heitir hún. Er það ekki fyrsta myndina? Jú, þetta bara mynd nummer 2 hjá henni. Já, er það ekki? Já. Ég sá hana þegar hún var ný, Revenge, og mér fannst hún cool, þessi miklu betri, en þessi ég fíla við hana sem leikstjóra, og ég fíla það myndir, það er attitude í henni. Það er attitude. Hvað svo það eru litirnir, þessar nærmyndir, hljóðin, tónlistin, það er eitthvað svona, þú finnur að það er einhvers konar listamar á baku myndavæl, það er einhvers konar sín. Þetta er ekki AI-mynd. Nei. Fatti, þetta er sálarlaust drasl gerir ekki mynd eins og Substance. Og eitt sem ég dýrkar sem þú teitur sagði. Það hefur alveg komið fyrir, þó nokkuð oft, að ég horfa okkur á mynd sem er kannski eitthvað svona, já, svolítið cool svona hugmynd, en leiksturinn þorir ekki að fara alla leið. Ég þóli það ekki. Nei. Þarna, love it or hate it, hún fór alla leið með þetta koncept. Og ég elska það balls í það maður. Ég elska það. Ég elska líka að vildi eiginlega enginn gera þessa mynd. Og hún lenti ykkur vesinn held ég með svona fjármagn eða selja hann eftir að hún búin að gera eitthvað svo leiðis. Nú er hún til til Óskarsins. Og ég elska, þetta er hryllingsmynd. En ég var að lesa núna, bara í dag eða í gær eða eitthvað, þessar myndir sem Óskarinn hefur svona verðlaunað með tilnefningum eða eitthvað, þeir eru verið að hata hryllingsmyndir. En mikið af þessum myndum, þetta er svo Silence of the Lambs myndi ég aldrei kalla sér hryllingsmynd. Nei, ekki heldur. Hvað var meira? Það var Silence of the Lambs, það var Black Swan. Það var, já. Mér finnst það meira en ekki samt. Já, mér finnst það meiri thriller. Get Out finnst mér líka vera meiri thriller. Okay. Hún var líka held ég tilnefnd. Svo var eitthvað 2 aðrar. Jaws finnst mér ekki á hryllismynd. Og svo Exorcist. Já, Exorcist er alltaf klálega hryllismynd. En þú veist, þetta er fyrir mitt persónulega mat, auðvitað er alveg hægt að segja, já, Get Out er hryllismynd, eða Silence hryllismynd, mitt persónulega mat. Það er svo fáar. Mjög fáar. Og það er alveg til, þó þetta er mikið drasli í hryllisgerunum, þá er nokkar mjög góðar. Þannig að þessi mynd sé tilnefnd til Óskarssona, hún ætla ekki að vera að vinna, en mér er samt sama. Þetta er alveg mikill sigur fyrir, ég held til Coralie, leikstjórinn, mikill sigur fyrir hana, mér varst Demi Moore flott í henni, mér varst Margaret Qualley flott í henni, mér varst chemistry þeirra, mér varst bara Dennis Quaid er skemmtilegu litlu hlutverki hana, sem var eiginlega 8 víst að leika. Já. Ég sé það alveg. Já, ég sé það, hann dóð því miður á hann að taka hann upp. En Quaid er flottur í henni, en bara því þær náttúrulega eru svona, þetta þríekja, það er leikstjórinn, þessar konur, Demi Moore og Margaret. Mér finnst allar standið sem frábæla, sérstaklega leikstjórinn, af þessum 3 finnst bara leikstjórinn bara bera af. Allt þetta practical effects stóð í þessar mynd. Shit, já maður. Þú veist, og fyrir eitthvað, að ég elska þannig myndi, hvað sem er það, eins og The Fly, Videodrome, eftir Cronenberg, sem ég sá bara fyrst getið fyrir ekkert svo lengur síðan. The Thing. Þetta er svo geðveikt maður. Þetta, ég keypti mér bók sem heitir Masters of Make-up Effects. Bara svona þykk bók, frekar nýleg, sem kom bara 2020. Geggja að lesa hana, náttúrulega rosa mikið af myndum og svona. En að skoða svona snippets, bara svona stutt brot úr viðtölum við alls konar fólk sem vinnur í þessum gera. Þetta er mjög líklega, sko, ef ég þurft að niður njörfa kvikmyndagerð, þú veist, leiklist, handritagerð, tónlist, hljóð, klipping, bla bla. Númer 1 hjá mér er handrit, það er sem ég er skemmtilegast, áhugaðast, en ég held að make-up effect sé númer 2 mér. Mér finnst það sjúklega spennandi vinkill á kvikmyndagerð og því miður þá er í dag, þá er þetta svona day út. Og það eru dæmum eins og það Thing prequelið sem kom út setna, þeir gerðu practical effects þar, en tölvi gerðu yfir effektana.
það finnst mér vera glæpur. Ég myndi henda tölvubörlum út any day of the week fyrir svona practical effects. Þannig fyrir mig, svona nörda sem fíla það, að sjá þetta í Substance, það er svo mikið af cool dóti og þú veist, loka dæmið, þú veist, ég var bara heima. Bara að fara þessa leið, þú veist, fara alla leið og með þessa hönnunin á þeirri persónu, þú veit hvað ég er að tala geðveik, svo þegar hún mitt fyrir að eldast og er eitthvað svona norn og með krypp og þetta er svo gægt og saum eitthvað saman, þú veist, ég elska mér þess að bara litin á efninu sjálfu og reglunar, mér finnst það líka cool, ég stoppaði aldrei í myndinni og var eitthvað að spyrja sjálf en hvernig virkast en þetta en þetta. Já, eins og með The Substance, bara lífið sjálft. Reglunar á bak við það, hvernig þetta virkar, mér fannst þetta vera útpælt hjá henni, leikstjórunum. Þannig að mér finnst hún geðveik þessu mynd. Númer 1. Sorry, það segja. Er það númer 1? Ég ætla ekki að svara það strax. Nei, ok. Já, ok. Ég held að það veri, mér helst númer 1 í þær. Ég ætla þetta mjög stutt frá mér út af því að Þú sást hann ekki? Ég sá hana. Ég var eitthvað fyrst á Íslandi til að sjá hana. Ég var að sá hana á Riff, bara fyrstu sýningu á Íslandi, bara ever. Og tróðfullur salur, stemming. Tróðfullur salur? Já, bara nice. Stútfullur salur, bara fólk í bara tröppunum líka við, sko. Og þarna, þú veist, bara mjög einfaldlega sagt eins og Íslands, þetta er bara, ég ætla ekki að rakka þessa mynd, þetta er bara ekki mynd fyrir mig. Þetta er bara svo engan veginn mynd fyrir mig, þetta er ekki minn smekkur, þetta er of absúrt fyrir mig og þú veist, ég hef kunnað meta, ég elska þú veist, body horror og gore og svona, ég kunnað meta það, mér finnst það skemmtilegt. Ég myndi aldrei taka þessa mynd úr þessum flokki, sko. Ég er ótrúlega glaður að hann fekk Best Picture tilnefningu, því þetta er svo mikið swing. Já, þó þetta ekki fyrir þig, þá... Ég kann að meta leikstjórnina og ég kann að meta kraftið sem fór í þessa mynd og 100% verðskulda að vera hérna, ekki mynd fyrir mig. Ég byrjunin var bara, ok, svona pínu intríkt og síðan bara eftir einhverja x mínútur þá bara er ég klokkaður út, sko. Og í endanum er ég bara prakkari er ég bara í einhverju á annar plánetu, sko. Ég er svo alveg klokkaður úr myndinni og bara missi alla tengingu á þeirra bara, þú veist, ég er bara alveg farin, sko. Alveg hættur að fylgjast með svona, almennilega, eða þú veist. En ég verð að koma einu bara stutt í samvættu að því ég tala svo mikið um gorið og praktikul en ég er líka bara að fíla það sem hún hafði að segja sem mynd, þú veist, það var eitthvað svona innihald. Já, það er alveg mest, þetta er ekki Hostel. Nei. Þetta er ekki eitthvað svona... Það er þessi baráttan með útlitið og það er tvær, þú veist, það er sögn. Leikstjórinn er að reyna að segja það er málið. Já, þetta er ekki eitthvað bara ég ætla að gera eitthvað sem eins og sjokkar. Það er mjög heavy-handed sögn, hann fyrir allaleg eins og það segir, þannig að það virkar alveg. Bara eins og þessu útlitsstyrkur, sérstaklega konum er bara ítti hliðar í Hollywood, þeir eru gamlar, eitthvað svona, þú veist að taka þetta koncept og kranka upp í 11. Af því ég get alveg sagt ykkur það, ef þetta lifar til, það er fullt af fólki sem þú kaupir þetta. Og það finnst mér sorglegt. Af því það er líka bara sem myndin að segja, þú veist, í alvörinni, er þetta það sem þú vilt? Af því við höfum séð fólk, kallar og konur, sem fari eitthvað svona aðgerðir, til þess að, þú veist, hrættið að eldast eitthvað, sem ég veist svo fárlega hugmynd, af því við eldumst öll, það er ekki hjá því komist. Bara í alvörinni, viltu þetta? Þú veist, horfðu í speglin, þú ert búin að láta gera hérna við varðina, þú ert búin að fara eitthvað bla bla, þú veist, eitthvað lið. Það er líka eitthvað fyndið við að sjá Demi Moore því hún er greinilega búin á því. Já, ég veit það. Mér finnst það líka, mér finnst það skemmtilegt. Af því að hún hefur líka sagt það sjálf, hún held ég ráðina mestu leyti, eða miklu leyti til, að því hún skrifaði í bókinu sinni, hvernig hún hefði glímt við eitthvað svona líkans ímynd eða eitthvað svona leiðis, eitthvað strögglað, ég með þess líka hún láti gera eitthvað við sig. Þú ferð ekki í svona aðgerðir, eða þú ert eitthvað, ég er bara 100% sáttur. Þú gerir það ekki. Það er eitthvað það er eitthvað sem þú veist að hann að bæta fyrir. Eitthvað. Alveg svo Já, það er líka bara því, náttúrulega bara félagslega umgjörðin setur nú náttúrulega miklu meiri þú segir bara við eldum stöðall eins og þessi sjálfsræstir hlutur heima, en bara með hvað samfélagslega umgjörðin setur mikið veð í þetta hjá konum útlitið, eða þú veist. Sérstaklega í þessum heimi. Já, í þessum heimi. Já, en veistu hvað ég er til að sjá gerast? Þegar þú segir þetta, ég vil sjá bara, fuck it. Fuck you, ég diggi þátt í þessu. Ef að allir hugsa þannig, þá er þetta ekki lengur til.
Skilur hvað er að fara? Já, ég kann að meta boð, mér finnst það mjög sorglega fattar að mig og já, bara mér finnst það cool að hún tekur kannski svolítið þá pælingu og ég tala ekki líka af því eins og þú segir, hún er að berast bókstafur sjálfan sig. Já, einmitt. Við erum okkar mesti gaggrínandi og að hún setja þetta í þennan búning finnst mér ógeðslega cool og þetta er líka kona sem gerir þessu mynd og ég segi, þú veist, því miður þá er það bara þannig, það er, ef að kallar eldast í Hollywood, það er alltaf leið og getur verið 90 ára gamall Clint Eastwood að leika það í bíómyndum. Eða Gene Hackman. Nei, okkur tjók. Wow. Too soon, God damn. Too soon. Shit. Ég er ennþá í sárum. Ég elska Gene Hackman. Rest in peace. Allt og gott að ég færi. Þetta var Steitur bara klippið úr. Nei, þetta er allt í góð. Ég er að djóka þér. Þið skiljið hvað er að fara. Það er því miður. Það er bara, minna konur har sagt þetta. Þeim er bara svolítið ítt til hliðar. Það er bara eitthvað, nei, við viljum bara fá ungu skvísunar. Nicole Kidman hefur talað um þetta mjög mikið og bara ásfæðis. Og það leið og kannski risa hópur segja bara, fuck it, ég er ekkert að fara að gera þetta um mig. Sjáum við til dæmis, ok, tökum bara eitt dæmi. Ég maður hefur séð Pamela Anderson núna. Hún er að leika ykkur mynd. Ég vil að fíla það tekið á henni maður. Hún er bara að mæta Make-up-less. Já, ég er að tala um eitthvað svona. Bara, og ég er ekki að segja, auðvitað, hún fekk sér sílikon og brjóstasvignu tíma og eitthvað. Ég er ekkert að segja það að hún sé alveg eitthvað innan geða svolítið sakleysi í þessu. En hún segir þannig eitthvað fuck it. Bara fuck it. Og mér finnst það cool. Já. En það var, eins og ég, útlistyrkun og allt þetta og hún krankar þetta byrjallu, ég dýrka. Já, þú veist, ég er líka mjög glad að hún fikk þannig leikstjórnatilmningu út að þetta er svo mikil bara tilþrifi í stíl, sko. Leikstjórnastíl, þetta er svo mikil leikstjóramynd. Svo mikil hennar trademark. Og ég kann virkilega meta þessi mynd er líka númer 9 hjá mér, pjúra út af taste. Smekksadri. Ekkert að setja út í gæðin, bara ekki fyrir mig. Það er bara þannig líka með. Just, hún er alveg átt að fá tilningu fyrir sviðsmynd og tónlist. Ég hef alveg bæta því við, sko. Mjög gott. Green screen, vissu það? Já, tekið á Fraklandi. En það sem ég vildi nefna á hann og ég ætla að nefna og það sem tók mér svolítið út myndin, þegar myndin var cirka hálfnuð eftir að Sue kemur til sögunar. Sue lifir í viku og svo kemur Elizabeth í viku. Og það sem tók mér svolítið út myndin var þetta. Býtu. Það segja okkur, you are one, remember that. En ég sagði, býtu, myndin er að sýna það að meðan Sue er að vappa þá er Demi Moore, Elizabeth, hún veit ekkert hvað er að gerast. Right? Hún er ekkert, hún veit ekkert, svo bara eftir viku vaknar hún og það var það sem tók oss út myndinu, býtu, hvað er Demi Moore að græða á þessu? Hún er ekkert ung. Hún er ekkert að upplega, hún er bara fast blátið liggja á Baðherbyggiskólinu, svo kemur hún fram og sagði bara, mín hinn útgáði búin að gera alltaf skemmtilega og ég ætla að fara að ryksu hérna. Það var svolítið Ég var svolítið lengi bara að byrja það. Ég var alltaf mikið að hugsa það kannski, en þetta tók mér svolítið út myndinni. En er það ekki líka bara geðveikin í þessu? Er það ekki bara? Af því að hún er tilbúin að gera þetta. En hún er ekkert að græða oss. En þú veist, er þetta ekki líka kannski bara svona, þú veist, hún er að upplifa þetta in real time og sem bara akkurat gleymi því. Þetta er bara samt akkurat þegar það er að gerast, þá er þetta samt one. Ég get samt verið sammála þessu. Þetta er eitthvað sem hefði verið mjög sterkur leikur að hafa með þessari sögu. Það hefði verið geðveikt ef hún hefði fundið fyrir því að hún væri að misnota stöðu sína sem súskilur að sækjum þetta allt og hún hefði fundið fyrir öllu successinu og hefði komið síðan aftur og séð eitthvað, puttinan og allt þetta það hefði meikað í rauninni meira sens sko ef hún hefði fundið fyrir því. En ég tengi samt alveg líka við þetta eins og þú segir að þetta gæti alveg verið bara geðveikin í þessu skilur, en ég get líka að sé þetta sem smá alveg galla sko. Þetta er alveg góð punktur, ég þurfti að horfa aftur á hana. Með þetta böggaði mig ekki því að horfa á hana sko. Ég var búinn að, það var einhver sem var að tala um þetta, ég var að lesa um þetta eitthvað, sem var einmitt að tala um þennan vinkil sko. Þetta er alveg valið sko. Þetta hefði kannski mátt vera þetta er legit gagnrýni sko. Já, en hitt er samt líka, er þetta ekki geðveikin í þessu? Það er svolítið gott, hún bara man ekki neitt, veit ekki neitt og svo bara, fuck it, gerð þetta einu sinni. Já, og hún þegar Sue kemur fram, bara allt í rusli fram og ég er bara, býtu, þannig, hún veit ekki að hún er búin að rusla til. En getur ekki verið, ég sá hana fyrst sko, Substance af öllum myndunum, fyrir þannig í svo djún. En er hún ekki bara að upplifa þetta í núinu þegar hún er Sue, þannig að hún fær einhvers konar velliðina tilfinningu og eitthvað, allir að tjekka mig, ég var að sæta eitthvað. Svo kannski maður ekki þegar hún vaknar eða eitthvað. Það er sem ég er að tala um. Ég túlkaði ekki hana, því ég man bara þegar hún er atrið þar sem að Demi Moore Elizabeth er að horfa á sjónvarpið og það er eitthvað viðtalið Sue og það er greinlegt að Demi Moore karakteri veit ekki hvað hún er að fara að segja. Hún segja þetta, segja þetta. Það passa samt við.
það gengur alveg upp Já. ef að Það hlýtur að vera einhver svar vegna þess að það engin leikona sem hefur lesið þetta og sagt bara geðveikt. Já. Það hlýtur að vera einhver spurning, sko. Já, en þess að ég líka pæla, þú veist, ef þú trúir að fólk sem er sál, það er bara ein sál. já. Þannig að... En ég einhvern veginn, sko, þegar þú ert að nefna þetta, þá einhvern veginn, mér finnst þess að þegar ég horfði að mynda, þá hugsaði þetta þannig. Hún er að upplega þetta bara, þú veist, geggjað, á meðan á því stendur, en svo man hún kannski ekki eftir því þegar hún komin í hinn líkamanna, en svo náttúrulega leið hún heldur áfram vera svo, þá náttúrulega man auðvitað það sem hún gerir síðast, sem ung. Var það? Já, unga, man alltaf hvað unga gerði. Já, þannig. Ég tala um það, skilur við. Já, en þetta er valið punktum. Ég þurfti að horfa aftur á hana. Til að sjá hvort að mín kenning, eða þín kenning líka. Já, hún komur svo aftur bara að ræðum að þá. Þá gerum við sérsamstast. Já, einmitt. Ok, ég held sem búin að kofra 5 myndir. Já, það passast. Ég ætla að hafa þetta stutt. Þetta er ekki stutt, maður. Ég var akkurat að pæla í. Taka En hérna, hvað segir? Ef þú fara bara að rata síðustu Við þurfum að hraða hann á, sko. Speedrun. Það ert þú að fara? Nei. Bara segja svona almennt og þessi þáttur ekki að vera 4 tímar, sko. Þetta átti ekki að vera 4 tíma. En við tókum alltaf auka þátt líka. Það kannski bara aðalega fylla á vatni. Eigum ekki bara slökka hana og tökum smá pásu og svo koma aðeins aftur. að fá fullt loft. Já. En ég hefði örugglega bara one part. We are back. Herra, við erum bara komnir afturstrákar. Ég hugsa samt ég gerir bara einn hlut á þessu. Splæs þessu saman. Þannig að þú ætlar að segja, við erum ennþá þetta? Við erum ennþá hérna. Fórum bara á salernið, fylltum á vatni og svona. Við erum búin að tala er það ekki 5 myndir? Jú. Þetta var ekkert langur partur. Við nefnilega tókum upp, ég get sagt það núna, við tókum upp smá auka þátt. Við erum búinir að taka hann upp. Það er svolítið sveitinn inni, sko. Við erum búin að vera svolítið lengi. Já, eftir hliðin. Við erum búin að vera lengi. Já, því að, kannski segja bara núna, endilega, horfið á þann þátt, hann kemur út eftir Óskarsverðlauna þáttinn og ef ég er mjög duglegur, þá kemur hann bara kannski saman dag, þannig að fljótlega eftir Óskarsverðlauna þáttinn. Það sem að við prófum spurningaspili sem ég er að búa til, sem ég ætla að gefa út núna fyrir desember. Sem heitir Pub Quiz. Nei, þú ert með lélega brandara hægri vinstur og Það er alltaf bara Ég er að tjókir. Það er svona spíómynda spurningaspil og þeir sem eru að fylgja mér á Instagram, þeir eru kannski séð mig tala aðeins um það. Þess vegna hef ég gefið út aðeins færi þætti og svona, og ég er búin að setja svo mikið púður í það. Endilega tjekkja á því. Þannig að við erum Tjekkja því, hver vann? Það kemur í ljós. Strákandi keftu, mjög gaman. Æsi spennandi keppni. Æsi spennandi keppni. Ég held að ég Mælum með, hætti nú að tala um það þá. Ég ætla að taka hann upp eftir Óskarinn. Ok. Teitur. Við erum eins og, hvað er það? Lady Gaga klippur eitthvað, didn't we just sing the song? No, Gaga. Ok, förum bara rættið þetta. Það er ein hundleiðileg sem eftir að koma. Okay. Og ég er ekki að tala mikið um hana. Teitur byrjar. Og förum að klára þetta. Og Nickel Boys. Já, herru, ég fílaði þessa mynd bara ekki. Hæ? Nei. Mér varst þú svo skemmtileg. Nei, nú ertu mjög kallið. Þú ert 2 blöð núna, nú ertu komin í pappa brandarana. Nú ertu certified. Það er þörskuldur. Já, nei, þú veist, ok, aftur, ég skal alveg respekta, effortið, gera POV mynd, eitthvað frá okkur í sjónarhóttni og allt það. Er alveg áhugaverð saga þarna, þú veist, þetta er byggt á einhverjum sönnum atburðum sem eru fucking brútal. Og það er alveg svona, sé alveg fullt í þessari myndana en mér finnst bara er ekki fyrir mig. Ég var einhvern veginn, læstist ekkert almennilega inn í hana og mér fannst það meira trublandi heldur en að þjóna sögun eitthvað. Því þú veist, ég hugsa svona hefur verið alveg drullu fín ef þetta hefur bara skotið eins og vanlega bíómynd. Það er svona Þér fannst þú leiðileg? Þú veist, leiðileg kannski ekki rétt orðið, því að mér finnst sagan áhugaverð. Þetta er alveg áhugaverð saga og eitthvað sem er vert að fjalla um. Já, ég er sammála því. En ég held bara að frásögnin hafi verið vitlaus, eða þú veist, röng. Skilur. Þetta er bara eitt. Takk fyrir mig. Gott speedrun. Gott tempo. Ok, bara stutt frá mér hvað myndin er. Fjallar ungan mann, ungan svartan strák sem
hleypur hann ekki heima, stingur hann ekki að hann endar einhverjum bíl sem stólinn, löggan stoppar hann húkar far hjá manni sem er búin að stela bíl hann að fara í skóla hann fyrir skóla, húkar far hjá einhverjum gæja sem stal bíl, löggan stoppar gæjan og tekur á báða og hann settur á eitthvað svona betrunarheimili þar sem þetta ekki beint fangilsi en eiginlega fangilsi og það er það sljómarlega, hey cool ég held til það, en mér varst drefleðilega, ég fíla ekki þetta ég virði þessa frekar en Emilio Pérez ég svona skil hvað hann kannski að reyna að gera því hún sýnd frá svona þessu fyrstu personu sjónarhóttni samt fer hann ekki allavega með það því stundum er hann eitthvað fyrir aftan og svo það sem ég held ég vissi eiginlega ekkert þessa mynd það sem ég held að myndi gera þegar myndi byrjar að því hún byrjaði frá svona POV frá svo strák að hjá svo strák og ég hugsaði með mér, ég fatt hvað hann að gera hann að setja okkur í spór svarta gæjan svartu maður og á þessum tíma gerur þetta ekki 60 eitthvað allan það mikill rasismi og svona það verður að setja okkur svolítið í hans spór bara bókstaflega það er cool en svo skiptir yfir í annan gæja mér varst það, ég hefði virt einhvern veginn myndina betur, meira ef það hefði bara verið hann allan tíman ég ekki sem ég þótt að skemmtilegt en ég hefði virt það, mér varst hitt svolítið svona skrítið og svo eitthvað gerist það líka í nútímanum þegar hann er non-linear líka, það er bara eitthvað svona og líka á 2 tíðaröndum með hann í fangilsinu mér fannst þú leiðinleg ég hef ekkert mikið með svo mynd að segja akkur er hún til hvað hún er kannski nummer 1 hjá hún er nummer 1 hjá Ísland ef að það er þá fannst hún allar mínar sem ég varst hundleðilega þá fannst hún allar góða koma því senna, ég er búinn bara svona stutt þetta er elevator pitch ég ætla bara að setja í spór horfið gegnum augu þú veist bara svona yfirborðskent er eitthvað segjum að það er svolítið áhugavert en síðan svona er einhvern veginn eins og sé alltaf en brjótast úr þeim ramma eins og núna væri ég basically til í shot reverse shot ég bara sviss á milli POV hana þannig að þetta er bara svona önnur gerð af shot reverse shot en samt ekki shot reverse shot við erum að gera þetta first person sem gerist bara ekki fyrir eftir hálftíma og mér fannst þetta ekki koma náttúrulega ég var oft að ná áttum og það stundum var svona dálítið óljóst hvert ég fór allt í hennu og eitthvað eða jafnvel í sömu sinni, ekkert eitthvað tímabreytinga eða neitt, bara hvað var að gerast og mér fannst þetta sjónarhótt ekki, mér fannst þetta eins og því er eftir á að setja svona tilfinninglega þeirra spór en mér fannst ekki tengast karakterum jafn mikið í þessu bara POV-i mér fannst það ruglingslegt, mér fannst það stund turblandi, það tók mér svona hálftíma 40 mínútur bara að venjast í leikum við og bara leikst svona tilþrif inn á milli kvikmyndatakan finnst mér mjög flott á köflum og mér fannst ég bara ekki ná að tengjast persónum nóg mikið með hvað þetta ávera svona karakterddrifin mynd ég held að bara miklu leiti út af þessu kamera engóldóti, en hún er ekki jafn hefðbundin það er ástæður að bíómyndir ekki gera það er ástæður fyrir því og þetta virti töluleik þessi twist svona, var ég bara svona skil cool. Endirinn og svona bara ekki nóg eitthvað ég veit ekki, þetta er svona hún er allt í lagi líka, sorry, maður skjóta eininni mér finnst líka eitt, ef þú ætlar að gera svona mynd þegar við sé Sleepers eða ekki Jason 96 það sem að strákar eru sendir á svona betur en heimili eða fangilsi eða hvað skalla. Hún gerist í eftir ef þeir eru orðin fullorðin eða ekki? Nei, bæði sko. Já, en er ekki meiri en þeir eru eldri? Jú, svona þungamiðjan eru þeir fullorðin að díla með það sem gerðist fyrir þá í fangilsinu. Þetta er bara smádri. Það er arreitmynd, þessi PG-13. Og þegar þú gerir svona mynd, ég er nokkuð sem þessi PG-13. Ég ætla að doppeltjekka, ég er nokkuð sem það. Mér finnst nefnilega, ef þú ætlar að tækla svona viðhugsunni sem þetta er brútal, þetta er dark. Já, meðan þú ert að, Anna, ég skjóti inn í meðan þú ert að þetta.
mér fannst hún líka verða eftir því sem leið á fannst mér hún bara verða tilgerðarlegri mér fannst hún bara, þú veist, það var alltaf að klippa í eitthvað sem ég var bara ekki alveg á sumum bylgjulengd með að klippa í eitthvað lest sem var alveg flott, við kemur aftur og klippa í eitthvað stokkfootage, klippa, mér fannst bara hún reyna of mikið stundum því ég veit að þetta er ekkert eitthvað rosalega góð gagnrýni mér fannst hún bara vera svolítið tilgerðarleg líka undir lokin að reyna að krydda eitthvað upp á þetta og það var ekki nóg. En þá, bara stutt með þetta sem ég var að tala með, hún er PG-13 sem bönnunum 12 ára þessi mynd, ég er ekkert sem hún verða að vera bönnunum 16 en þegar þú gerir svona mynd þú ert alltaf að halda aftur þær af því hún er ekki R-rated og þá verður hún ekki authentic finnst mér ég er ekki að segja stærsti gallinn en meðan annars það sem ég fílaði ekki við hana, ég er hætt, alveg hættur Það er fínt að bara áhugavert að sjá þetta eða þú veist, út af að veit að þetta er sönn saga, eða svona byggt á svona sögu eða svona, bara þetta var til þessi aðstæða og allt svoleiðis þannig að bara áhugavert og það hjálpar alveg myndinu smá að vita að þetta hafi gerst og bara horfa upp á þetta en það bara já, bara svona allt í lagi eitthvað. Hvað er hún hjá þér? Númer 7 eða eitthvað. Fyrir ofan Emilia Perez. Já. Mér finnst hún ekkert léleg en mér finnst hún ekkert eitthvað rosalega góð heldur sko. Ísrael? Þessi númer 10 á mér. Já. Ég er bara þú er með gott hún er númer 8. Hún númer 8. Ok, þessi númer 10 er okkur. Ég er bara, þessi mynd fær bara fall, þetta er svona eina myndir af þessu 10 sem fær bara fallengun hjá mér. Ég var bara, ég aldrei verið eins pirraður að horfa á bíómynd. Ég var bara, hvað er að gerast núna? Ég var pirraður að horfa á Emilia Perez. Akkur að setja þetta skoti. Ég var að tala svona í myndina, ég skott engin annar var að horfa með mér. Þú sagði það upp? Já, bara upp. Og hvað er núna að gerast? Akkur að taka mútið mig? Ég var að investaðin í þetta, nú var bara að sína eitthvað fólk að henda blöðum. Hvað er í gangi hérna? Og ég var ógeðslega pirrað og mér fannst að þetta er eitthvað svona bók sem kom á 2019, bók sem vann Pulitzer verðlaun og þegar ég var að horfa myndina og hugsaði mér, býtu, er þetta saga sem ég á að þekkja? Þannig var ég að horfa myndina, hann eins og sé að setja hann fram eins og þetta sé saga sem allir þekkja og ég bara, ég veit ekkert hvað að gera. Fyrstu hálftíminn var bara kaos. Ef þetta hefur mynd sem var bara að sína á sjónvarpinu RÚV, ég hef bara hætt að horfa hann þá. Ég hef aldrei klárað þessa mynd. Mér fannst það bara the point of view, sko, jú, ég flott, svona allt í lagi, trufla ekkert mikið, en ég skildi, mér fannst hún rosalega, hún var bara leiðileg. Ok, ég bara, veist, og endininn, þetta twist í endin, ég vissi ekki, þá rugglaði mig ennþá meira, þetta Turner Elwood, skildi ekkert í þessu, mér var eiginlega alveg sama hvað það var, og enda færi þessi mynd bara 2 tilnefningar, það er bara mynd og handrit sko og ég hefði viljað skipta út fyrir Challengers, Sing Sing, Real Pain Deadpool og Wolverine þess vegna sko, þú veist góð mynd, þannig að ég kannski ykkur finnst svona mynd góð en ég myndi mæla með fólk ef fólk ætlar að horfa þessa mynd lesi aðeins hvað myndin er, ég held að myndi svolítið hjálpa til að mér fannst það ekki hjálpa til og ég vissi ekki ég get alveg séð fyrir mér að lesa þessa bók sko horfðu bara Sleepers mér finnst bara vanta að því þú veist sögusviðið að ég þú veist einmitt googlaði þessa bók og fór hans að lesa til þetta og þetta er byggt á þessu Nikul fangilsi þarna svona ungmenna fangilsi þarna og það fundu sko yfir 180 ég man ekki tölunum nákvæmlega þetta var eitthvað svona fáránleg tala af ungum drengjum sem hefur verið bara í fjöldagrú og ég hugsaði bara af hverju var ekki bara hægt að segja söguna bara eins og Sleepers til dæmis af því að hann vildi taka séns en þú veist, er það ekki nógu mikið sens þú veist, nei, þú vilt fá sénsa já, ég veit það, en þessi saga fittar ekki þess, skil þetta er svona hvar þú setur sögun í gang en þetta verður söngleikur líka já, ég með það en fyrir utan það Sing Sing ádjók svipað disrespectful að nálgast þetta við fangst þetta söngleik og nálgast Mexico ég veit ekki, hefur þið séð Sing Sing eða? Já, miklu betur það er Coleman Domingo, hann er tilnefndur líka það ég fíla hann, þangur það er eiginlega, sko, þú veist, það er ekki sama viðhómsefni, en það er, þú veist, svartir menn í fangelsi og sem er að nota fangelsmynd? Já, og sem er að nota eitthvað svona list sem nota list til að vera einhvern veginn að bjarga sér, skilur hún er svona sama, ég skulum ekki segja sama stíli að þannig að þú veist, hérna sama þema að þannig, en saman í svipu svona leik, skilur og bara miklu betri, og hún er low budget og hún er gerð bara fangar tilfinningarna. En Coleman er tilnefndur ekki? Jú, ég skil ekki okkur hún er ekki tilnefndur frekar. Já, hún er miklu frekar átt að fá tilnefndur þessum mitt. Done?
Já, Næsta ég mynd. það var bara smá tempo á þessu. Þetta er bara leiðileg mynd. Ég held Ég held þessum allir saman. Menn vil ekki, það er ekki allir eins og við viljum viðkynna, en finnst þú leiðileg, hún er leiðileg. Já. Ég er svona spennandi, við getum orðað þannig. Þú ert bara í sjálf með hérna. Þú var alltaf sjálf með mynd. Já. A Complete Unknown. Þetta er bara mynd Bob Dylan, við þurfum ekki að útskýra sögu þá. Nei, Eil. Bob Dylan. Sko, ég var ekkert spennt fyrir þessa mynd, bara musical biopic, eða music biopic fyrir ekki. En ég fór með vin mínum sem er bara Bob Dylan aðdáðandi síðan bara æsku, sem að setti þetta alveg skemmtilegt perspektíf fyrir mig fyrir hvernig ég fór hana einn. Þannig að hann var væntanlega mjög spenntur. Já, hann var alls stressað líka, sko. Hann dróð mig á hann út, hann var svona, út af Bob Dylan á að vera svona mysterious figure og hann var pínu svona óviss hvernig hann ætla að tækla þetta út, hann vill ekkert vita of mikið, þú veist, svona þetta balancing act, þú veist, hversu djúpt ætlar eitthvað kafi hver hann er út af, hann er viljandi rosa svona, bara skrítin og ekkert að dæla inn í persónulífið sitt. Ég ætla bara að byrja á jákvæð sem ég get sagt í þessa mynd. Mér finnst þessi mynd solid bara. Mér finnst hún bara fín, góð, ekkert frábær, en að besta róð sem ég get gefið þessari mynd er að mér finnst það loksins music biopic sem finnst langmest halda upp á tónlist bara. Þú veist, mér líður svo tónlistamaður hafi gert þessa mynd. Og það er bara leifir tónlistinni oft bara að lifa, í atriðum bara ekkert að klippa, bara heilu tónlistar atriðin, karaktersamböndin í myndinni snúast tónlist, þú veist, rosa mikið. Þetta er ekkert bara eitthvað melodrama, bara eitthvað þú ert að taka eiturlyf, bara eitthvað bla bla bla. Þú veist, það er bara hún, þú veist, hvað heit hún, Joan, eða hvað maður ekki, hún er afbrýðisum út í hvernig hann getur tónlist, kærastan hans afbrýðisum út að hún getur ekki sett sig inn í tónlistina, það sem hann, þú veist, skrifum. Mér finnst það besti parturinn með þetta er virkilega bara svona ástarlegt til tónlista, finnst mér. Timothy Chalamet er frábær, mér finnst það bara komur á óvart, sko, bara hvað hann er að capsuna vel og ég er bara ekkert mikið að pæla í þetta væri hann bara, mér finnst hann alveg hverfa vel inn í hlutverkið. Í svona neikvæðasta kannski, þú veist, mér finnst myndin byrja rosalega vel, en svona í nær endanum og ég var að tala við minn þetta og hún fannst svona, getur argjöð þetta var viljandi gert. Þegar hann fyrir að staðna í sínu ferli hvað hann vill gera, þá finnst mér myndin pínu staðna, sem er svolítið mikið í sama dúr og mér finnst sum karaktersambönd ekki fá þann enda sem ég vildi, með sum bara svona Hvað er betri, þessi eða Elvis? Þessi. Hvað er betri, Austin Butler sem Elvis eða Chalamet sem Bob Dylan? Ha? Þetta djóka? Nei, þetta er ekki djóka. Góð pæling. Ég hef ekki hugsað um þetta svolítið, sko. Mér finnst það bara svipaðir, sko. Mér finnst það bara svipaðir, sko. Ég veit ekki alveg hvort get gert upp á millera, sko. Það er bara no comment, bara. Ég ætla að segja Butler. Það er allan daginn Chalamet. Ég myndi hallast að Chalamet, sko. Mér finnst þetta ekki. Austin Butler, hinn er miklu meiri caricature, þú veist, Elvis. Elvis er með fólk á götu sem er bara allir að gera impressions og eitthvað. Það er enginn að taka impressions. Mér finnst að Butler ekki gera það. Það er enginn, nei, alls ekki. En ég er að segja, þú veist, bara Bob Dylan er miklu meira svona, bara muted típa, eða þú veist. Hann bara náði mannerisms mjög vel og eitthvað. Já. Ég ætla bara svona... Þessu umræður lokið næsta mynd. Já, þessi er svolítið lágt rönguðum. Ég set hann í 8. sæti hjá mér. Mér finnst þetta ekki leiðileg mynd, en þetta er ekki mynd sem ég held ég horfa ekkert hérna aftur. Mér finnst það sem var gott við þessa mynd, en það var ekkert farið í eitthvað svona origin sög, ekkert eitthvað svona Bob Dylan sem krakki eitthvað hlaust, og bara byrjar þegar hann mæti til New York. Og við erum bara fylgjónum þessi 4 ár frá því 61 til 65 þegar hann slæðir í gegn með hana rafmagnsgítar. Og mér finnst allir leikarnir skila sér óbáslega vel. Mér finnst Norton langbestur af þeim 3 sem voru tilnefnd, sko. Mér fannst það að því hann er svo vanur, maður er svo vanur að sjá hann leika ákveðin hlutverk, svo fer hann að leikurinn eitthvað svona sweet, bara lovable guy sem bara með eitthvað litla sjónvarpsstöð og bara dreifa tónlist, bara folk music. Mér fannst það bara ná þessu vel. Ég var bara allan tíma bara á Norton er góður í þessa mynd og hann á bara að vinna Óskari fyrir þetta. Því mjög mun hann ekki gera. En mér finnst þessi mynd bara, eins og segja, hún flýtur ágætlega. Eins og segi, þetta er ég myndi segja að það eru 3 söngleikir tilnefndir sem besta mynd, ég myndi gæti alveg túlka þessi söngla það, því söngaðurinn þau fá alveg að lifa og fljóta, þetta er bara nánast musical mynd, sko. James Mangold gerir bara gott með þessa mynd, hún fær 8 tilnefningar, hún fær mjög svona
fólk var ekki alveg að búast hún fengið svona margar tilningar en hún fekk mjög stórar, það er mynd, leikstjóri þau 3 tilnefnd handrit og svo búningar og hljóð. Akademíin elskar það. Já, það var biopics. alveg magna, þessu biopics eru svolítið háttrang. Music biopics. Já, og hann gerði náttúrulega líka Walk the Line á sínum tíma með Joaquin Phoenix sem var líka Oscar Darling, Joaquin vann fyrir það hlutverk. Nei, fyrir ekki Reese Witherspoon ætla að segja, vann fyrir það hlutverk sem June. Þannig að ég segi, þetta er ekki leiðileg mynd en hún flýtur, þetta er svona ágætt svona smá mér finnst hann ná að fanga hana tíðaranda í New York og mér finnst Chalamet hann hvarf alveg í hlutverkið, ég sá ekkert Chalamet, ég sá bara Bob Dylan og já, sem sagt hálfbróður sem býr á Nýja-Sjálandi, hann er rosa mikið Bob Dylan fan og hann skýrði inn á krökkunum sínum Dylan Israel. Nei! John bróður minn, já. Það er geggja. Já, það er mjög cool. Þannig að, já, ágætt mynd, en ég myndi skiptin út fyrir eitthvað öðrum fyrir Best Picture. Teitur? Ég myndi skiptin út fyrir sennilega Queer. Já, þú veist að lofsama hana inn í hlínu okkar. Eða jafnvel kannski frekar We Live in Time sem ég skil ekki eitthvað fyrir ekki. Nei, Ég glemd að sjá. Já, ekki tala um myndir sem er ekki til Nei, þetta. ég veit það. Ég er bara að tala um myndir sem ætti að vera það. Sko, ok, ég hef alveg margt þetta að segja. Vegna þess að, sko, mér finnst James Mangold vera pínu steikt típa. Af því að hann er einhvern veginn frábær leikstjóri, en hann er síðan alveg hörmulugur leikstjóri líka. Gerir síðan bara Indiana Jones 5. Já, einmitt, gerir Indiana Jones 5, þú veist, Copland, geðveik, þú veist, Walk the Line, fucking frábær, og svo gerir hann eitthvað, þú veist, eins og Indiana Jones. Það var bara eitthvað umskiptingu. Já, og svo hvað gerði hann síðast líka? Hann gerði, hérna, Ford Ferrari, sem var þetta fín. En þú veist, Gerði hann ekki líka 310 Juma? jú, Jú. hún var þetta mjög góð líka. Okay. En anyways, já, hann gerði líka Wolverine. Allavega. Já, maður gleymi því að hann alltaf gerir Logan. Ég skil Hann ekki gerir hvað The gaur er. Wolverine. Ég held að sé bara, þú veist, hann er meðfíkil. Nei, Hún reyndar er ekki hræðileg. nei. 2. Allavega. En hún hefur þurft að vera aðrættið og betri endi. Ok, sorry. Og sko, ég er mjög mikill Bob Dylan maður, eða þú veist, kannski, ég var mikill Bob Dylan maður, ég hlustaði á Bob Dylan hverjum degi í mörg ár. Og gallinn við þessa mynd er að Bob Dylan er enigma. Hann er, þú veist, gefus út fyrir að hann vill ekki segja hver hann er, þú veist, hann talar ekki við neitt í kringu sig, hann talaði allavega við James Mangold, þannig að Timothy Chalamet er í rauninni bara með eitthvað topp af einhverjum ísaka til að vinna með. Þú veist, hann er ekki með neitt til að móður, skilur. Hann er bara með svona, þetta er mystery, ég þarf að vera með mystery. En hann er ekki með, þú veist, viktina sem þarf til þess, skilur. Hafa hann sagt að, hann deliveraði fínt, hann er mjög góður, skilur, miðað við sérstaklega hann, en the elephant in the room er fucking Walk the Line, sko. Og það er, sko, Miklu betri mynd. þú veist, þetta er bara, hún er masterpiece. Af því að þú veist, og svo hlustaði á viðtalið James Mangold um daginn, og hann sagði það á þess að segja það í þessu viðtali hver ástæðan er. Þegar hann er með Walk the Line, þá er eini fókusinn á þeirri mynd sem hann er með, hjartaðinni, sorry ég sé að tala um aðra mynd, skiptir ekki máli. Nei, tengist þessi. Þá hérna, sjónarhóttin sem hann sá þegar hann var að kynna sig þá sögu, tala við Johnny Cash og June Carter, var að þau voru ástfangin á sviði. Það var eina skipti sem þau gætu verið saman, vegna sem hann var með annari konu, svo vildi hún hann ekki og þetta var allt svona, þannig að eina skipti sem þau gætu verið saman var á sviði, sem þau tengdust. Þannig að sagði, þú veist, I had to film people in love on stage and on stage only, skilur við. Og þannig, hann endar myndina þegar hann beður að gifta sér í milljóndaskipti og hún segi já því. Þannig að það er enda myndin, þannig að það er svona skýrmörk, það er þetta með hjarta, þema, þú veist, það er pumpan sem pumpa myndin áfram. Það er ekki þessari mynd. Mér finnst þessi mynd, þú veist, það er farið í gegnum þegar hann kemur til New York, hann kemur hann inn og þú veist, ég sammála því að byrja þar en ekki þannig krakki. Svo fyrir líka í gegnum einhvern veginn þegar hann kemur sér inn og fær plötusamninginn, þú fyrir líka í gegnum mómentið þegar hann fara frá því að vera cover artisti yfir því að taka sín eigin lög, skilur, og svo þegar hann fer í elektri, skilur. Mér finnst það vera of mikið og hann sagði í þessu viðtali, hún finnst vera svipað element í þessari varðandi þetta að Fall in Love on Stage eins og með Joan Baez og eitthvað. Ég sé það ekki, sko. Ég sé enga ástarsögu í þessari mynd, skilur. Ég sé alveg eitthvað sambönd og eitthvað þannig, en ég sé ekki, þú veist, það er ekki korið af þessari mynd bara fyrir any day of the week, skilur. Það er einhvern veginn hann svona pínu stripped of that, skilur. En sko, ég hef ekki alveg myndað með lokskoðun á þessari mynd vegna þess að ég, þú veist, lappaði út á bíóinu og var svona, ég veit ekki alveg, kannski ég þarf að kíkja á hann aftur eftir einhver ára eða eitthvað, ég veit það ekki, að því ég er náttúrulega Bob Dylan fan,
Mér finnst Walk the Line skilaði miklu betur hvernig hann hélt utan tónlistina og hjartað varandi, þú veist, að leyfa því að lifa heldur en nokkuð tíma þessi mynd. Hann gerði sama hlutar, leiði þeim að syngja sjálfur og þetta var, þú veist, nema það bara masterpiece. Það líka gauð sem enginn vissi neitt almennilega mikið á þeim tíma sem sú mynd kom út. Það vita allir hver Bob Dylan þú veist, to some extent, skilur. Þannig að þetta pínu tricky dæmi, sko. Já. Fínt stöf, maður. Fínt stöf, ekki best picture stöf. Nei, hún á ekki að vera þarna því miður. Hann má samt alveg vera þarna. Þessi á fyrir mig svona substance fyrir þig. Ég þól ekki svona music biopics. Og ég var alveg hrifinn, mér fannst alveg Elvis, það var svona orginni, ákveðins stíl sem Lúrmann kemur með inn í, við varum spöttlega skemmtilegur og svona, en svona yfir höfuð, svona music biopics bara, mér finnst það bara boring, mér finnst það ekkert svakalega skemmtilegar og stóra ástæða fyrir því er nákvæmst að Teitur sagði. Þetta er að stikla á stóru, þú er kannski að fjalla einhverja hljómsveit eða tónlistarmenn sem búið í gangi 40-50 ára eða eitthvað og þú ætlar ekki að tekja til að bíómynd það og hvað? 70 ára eða eitthvað. Já, ég meina Dylan ennþá að túra það eitthvað sko. Ég engin Bob Dylan maður, ég verður þess að því að ég var að horfa á myndinni bara, já, þetta lag er hægt ég ekkert mikið inn í tónlist, þannig séð, ég hef ekki mikið áhuga á tónlist, þó ég hlust á hana daglega. Þannig að það var, þú veist, ég bara svona, það er að horfa á eitthvað music, biopic, eitthvað, en önnur, nú, það búið að koma Elton John, Ray Charles, það er að vinna ykkur Michael Jackson mitt, það búið að koma Queen, það búið að koma Whitney Houston, það búið að koma fucking Amy Winehouse, the list goes on and on. En Walk the Line. Mér finnst hún góð. En það er líka, en þú neldir, það er langt síðan sá hana, það er næstu í 20 ári, ekki 2005? 2005, já. Það er svolítið síðan ég sá hana. Ég keypti hana DFT á sínum tíma, sá hana 23 ára með stuttu myndabili. Fannst hún mjög góð. Fannst það mér tókslega cool þá, því ég er engin Johnny Cash maður. Mér fannst tókslega cool, fínir, syngur sjálfur, Witherspoon syngur líka sjálfur ekki. Og þú komst með mjög góða punta og næst er ég horfa á Walk the Line, því mér langar að rifja henni upp. Og ég horfa hana með þessu sjónarhóndi, þú veist, eins og segir, það er eitthvað skona svona kjarni. Þú varst að nefna allt sem að Dylan gengur í gegnum þessu tvekja mynd. Þú veist, þetta ristir ekkert. Þetta er svo bara stokki frá einu og aðri annað. Ég meina, var ekki Bohemian Rhapsody svolítið líka þannig? Bohemian Rhapsody er versta bíómynd sem hefur gert. Og ég er ekki alveg það. En mér fannst núna ekkert skemmtilega. Þú veist, þetta er bara svona, fyrir mig persónulega, margir getur sagt til dæmis eins og íþróttamyndir. Það er bara formúla. Oft bara svipaðar. Slasser hryllingsmyndir, þetta er bara sama, bara eitthvað morðingi að drepa eitthvað, þannig, veist, þetta er líka bara smekkstættri, mér finnst þetta bara ekki svakalega skemmtilegt. Þetta er samt, sko, þarna sagður sem þannig búin, íþróttamyndir, þú veist, þær eru samt með the underdogs að vinna, eða þeir að ná titli, eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað skýrt. Já, ég veit það, en þú veist, margir myndir segja þetta eru formúlmyndir. Já. Þú veist, þú horfur á 3-4 þannig myndir í röð, þú finnur alveg, ég bara horfa það sama. Já, einmitt. Þú veist, ó nei, nú er það að keppa í körfubolta, þetta er oftast underdog-sögur, þetta er svona eitthvað svona formúla. Mér finnst það bara skemmtilegt. Það eru feel-good myndir og já, það eru svona kjarnæðari heldur en til dæmis margar music biopics. En þessi, horfðu á hana, alls ekki leiðileg. Mér fannst hana skemmtileg, mér fannst hana alls ekki leiðileg. Ég hef ekkert eftir að horfa á hana aftur með að Chalamet, nefnilega, sko frammeistan hans í þessu, ég sagði Butler í Elvis, þess að ég fílaði við hann, það stendur með gæja sem er að leika mann sem var til, sem er búið að herma eftir í döðlur. Það eru allir með okkur Elvis eftirherma og okkur svona. Mér fannst Butler ná að vera Elvis án þess að vera eftirherma. En mér fannst ég stundur að horfa á leikara í þessari. Ég þekk Já, ok, allt í góðu en ég er náttúrulega ekkert viðmið ég þekki Dylan ekki neitt en þegar ég horfa, málega mér finnst það áhugur framist það að því mér finnst ekki leiðilegt að horfa á hann að því mér finnst ég elska líka það mér finnst rosa gaman að leikara að breyta röddinni sinni mér finnst það ógeðslega gaman það er bara eins og Heath Ledger sem Joker þú veist, þetta er ekki röddin hans eða eins og Chalamet, þú veist, hann breytir röddinni sinni þú veist Pedro Pascal mætti til dæmis breyta sér einhvern tímann. Vinur okkar hann sorry, ég fór alltaf að hugsa hann að hann er fokkin öllu og alltaf eins. Minnst það góður leikari, hann bara alltaf eins, hann bara eins klipping, hann bara talar eins. Ég fíla þegar karakterar fara í einhvers konar, eða þess að leikara fara í karakter. Mér fannst það alveg skaut á línunni, sko. Stundu var ég bara svona, wow, hey, cool gæi sér að horfa. Svo koma svona nættir bara svona, wow, hann er að reyna svo mikið. Hann er svo mikið í acting og mót, finnst mér. Án það skilja að vera tilendur, já.
þetta er svona mitt take á svona. Já, ég er frekar ósamlega því, sko. Ég var ekkert að pæla í, þú veist, sjálf mig, hann var eitthvað of yktur eða eitthvað bla. Ég var alveg að kaupa hann allan tíma sem þessi spesifíski karakter líka með, þú veist, handritið sem í kringum hann og eitthvað. Og mér finnst það frábær í þessar mynd og mér finnst bara, við erum að taka þetta upp, þau eru nýbúin að vera SAG-velunin eitthvað og það var, þú veist, ræðan hans fekk svolítið backlash eða svona hjá sumum og þannig basically sagði bara svona ég veit að, þú veist, það ekkert margir sem segja þetta og maður ákvæmst ekki segja þetta en þú veist, hann fór ekkert að downplaya accomplishmentið sitt, hann fór bara svona hann sagði bara, mér langar bara að vera one of the greats. Já, one of the greats. Hvað að því að segja það? Þú veist, ég virði sjálf mig svo fokki mikið, sko, því að hann bara lukkar hann svo bara chill gæði, þú veist, í alvörunni, alveg grínast og eitthvað, en sem bara hann með eitthvað body of work strax sem ég finnst bara magnaður fyrir aldrunnas og hann bara með eitthvað grindset að verða bara one of the greats og ég virði það svo fokki mikið og maður bara sér það. Já, því hann að taka sjens. Þú veist, hann byrjaði bara strax á því þegar hann var fullorðinn, þegar hann fór í Call Me By Your Name. Masterpiece. Já. Það var tilhumdi fyrir þá mynd líka. Einmitt. Geðveikur leikari. Það sem hann sagði, ég meina, geggja. Vist, þeir sem hann að gaggrinda, það bara eitthvað hann var ekki að dissa neitt. Nei, hann sagði bara, I'm striving for greatness. I wanna be one of the greats. Hann sagði, this is by no means a validation of that, but it's only adds fuel to it. Ég skilji hvernig fólk að miskila það. Ég tjóður að hrókafullu bara. Nei, hann bara að segja, vilji... Já, sko, fólk sem segir þetta að díla mikið óöryggi og það bara mikil afbrýðsemi í gangi. Þetta ekkert annað. Hvað að því að segja þetta? I wanna be one of the greats eða þetta bara, þetta ítum bara ennþá meira í nei, hann með sjálfströst og hann að reyna að vanda sig og hann, víst, alveg svona hvað mér finnst þá sökta sér þvíldítal hlutverk og allt það og mjög alltaf, það var ekki 5 ára undirbúningur vill hann alltaf tala og eitthvað, sko Já, við sprækta þig Þegar ég horfði að myndina, ég hef aldrei heyrt Joan Baez og Pete Seeger. Joan Baez, ég hafði heyrt þannig. Já, ég var búin að heyra Pete Seeger líka. Ég hef aldrei heyrt þetta fólk. Ég hef ekki hlusta neitt á hann, skilur. Þetta ekki svona amerískur, svona frægar og eitthvað. Ég hafði ekkert við með mjög Norton, bara svo geðvíkur hlutverk. Mér finnst Monica Barbara líka flott sem Joan Baez. Ég skil ekki að hún til þeim samt, en já, ég var ekkert hissa þegar. Hún til þeim, sko. Ég var ekkert hissa þegar. Hún náttúrulega ekkert neitt stórt svona resumé, hún náttúrulega var í Lake Phoenix í Top Gun Maverick. Alveg? Ég var líka svona, ég kannast við hana. En svo hún líka að leika í... Var hún í Fúbar? Nei, í Fúbar líka. Alveg, ég sá hún var í fyrstu 5 minútur sem ég sá. Leikur dóttir Arnold Schwarzenegger. Mér finnst það hún sé dóttir Arnold. Líkindin bara uncanny. Já, þetta er bara svona, já. Ég meina, eins og ég segi, það nokkra hann sem ég set fyrir niðan. Þessa. Ok, haldur bara fram. Yep. Hver næstur? Er það ekki... Það er ég. Ísrael, Anora. Þú segja hvað myndin er? Nei, engan áhuga. Ég er að tjúka. Þetta er Mella og Rússi. Fjalla... Need to say more. I mean, technically yes. Já, algjörlega, hún er en, já hún er strippari og vændiskona sex worker en hún er svona sex worker, já þessu gamleika það er alltaf að vera að búa til eitthvað svona að vera að færa eitthvað svona ákveðna hluti og svona búa til þægilegri orði yfir ákveðna hluti Ég var ekki að því Nei, en þú veist, hún er það og hún fær borga fyrir að stunda kynlíf og er sniður, rukka mikið, allavega þetta er já, hún kynnist, hún er að vinna á svona einhverjum streifstað, kynnist ungum rússneskum gæja sem á fullt af peningum eða svona lítur út fyrir að fullt af peningum foreldrar svolítið ríkir og hann býr ykkur svaka flottu húsi og hann svona hittar hann á þessu stað og þau fara eitthvað að spjalla og hann segir síðan bara, hörðu hérna, verður bara kærasta mín í vikum, ég skal bara borga hérna, hvað? Já, það kostaði, bla bla, borgar hann fullt af peningum fyrir það og ég er ekkert að spoila, þetta er bara byrjunin og svo endur hann á því að hann beður hann að gifta sér búin að þekkast í vika og hún alltaf bara kling, sér bara, þú veist, hún er bara með dollaramerki í augunum og þú var ekki ástofnir á hann, allavega
og hún segir bara, ertu að djóka? Nei, ég er ekki að djóka, ok, gera hvað? Þetta er ekki lægri í ríkafinn mínu Þetta er mjög flott, já. og ég alveg er búinn, ég ætla að stuð líka og svo frétta foreldrar hans af þessu og þau er bara tjúl og segja bara, nei, þetta er ekki ganga, þið er ekki að vera gift ykkur og þá upphefst Það fyrir allt í skrúfuna. það er basically það ekki. já, ég ætla ekki að segja meira núna Ísland, þú ekki hvað er að stjórna? Þetta er besta myndin. Mér dattaði í Þessi hug, sko. númer 1 Þessi er númer Já. 1, 10, geggjuð. Holy crap, hvað það var skemmtileg mynd. Ég fór á þessa mynd, náttúrulega vissi ekkert hvað var. Fyrstu 45 mínútunar er bara þau að kynnast, Annie og Ivan. Það er bara, það myndi mér svolítið á Poor Things í fyrra, sko. Það er bara hellings, bara kynlífsatri, bara alveg á fullu, sko. Það er bara svo Ekkert eins og það bara Poor Things. stoppa ekki þessar fyrstu By the 45 way. mínútur og ég var alveg svona, hvað er eiginlega að fara að horfa hérna? hvaða klámynd er ég að horfa á? Já, nákvæmlega, það bara hætti ekki og svo þetta atrið þegar því hann er náttúrulega þessi strákur sem hann giftist, hann er náttúrulega sonur rússnesk oligarchs og þegar rússarnir mæta á svæðið, oh my gosh, hvað ég fór að hlæja. Ég var örglega ykkur geðið ykkur bíósal, en það var bara hlegið og hlegið og hlegið. Þegar þessi rússar mæta á svæðið og þeir að tala, þegar Torros er í barnablessunni, þetta er svo mikið masterpiece af Sean Baker. Ótrúlega sagt, ég hef ekki séð neina Sean Baker mynd. Ha? Ég skamma Fyrir ekki. Hétur. Bara, Ég hef ekki séð Florida Project, Ég er svo Tangerine, spenntur þessu. Red Ég er búinn að sjá Rocket, hana. ég hef ekki séð neitt af þessu, ég sagði bara eftir ég sagði þessa mynd, ég þarf að fara að sjá fleiri Sean Baker. En hann er ekki bara gert 5 myndir eða 4-5 myndir? Hann er búin að vera að vinna í lengur en þú heldur, sko. Aha. En þetta er bara svo ógæslega góð, svo fallega, svo vel leikið. Mikey Madison sýnir stórleik. Mér myndi freka vilja, hún myndi vinna Óskar heldur Demi Moore. Mér bara finnst bara Sammála. Allan dag, sorry. Hún er alveg 78% af myndinni og þessi mynd fær alveg geðvika tilninga. Það er náttúrulega mynd, leikstjóri, náttúrulega Mikey Madison og svo hann að Júra Borisov sem er fyrir aukahlutverk. Svo fær hún fyrir Er það Ígor? Já, svo fær hún fyrir handrit og klippingu og hann að Sean Baker er að fá sérst 4 tilvinninga fyrir þessu mynd. Það er mynd, leikstjórn, handrit og klipping og hann kastaði líka þessu mynd. Ég sá það þegar ég var að horfa myndina. Hann gerði allt og ég bara þetta er bara svo góð mynd. Ég veit ekki hvað ég segja meira en bara Teitur, tekir bara ekki. Sko, ég er Betur. sammála. Þetta er uppáhaldsmyndi mín á öllu fokkin árinu, sko. Þetta er bara, Rosa. ég er búin að sjá hana 2 svar. Ég hef aldrei, þú veist, að landsinni skemmt mér svona mikið í bíó og ég, þú veist, hinbógin er sko, ég sá fyrst Red Rocket, svo sá ég Florida Project og þannig að ég var alveg svona frekar vel versed og Red Rocket er frábær bíómynd, sko. Er hún betur en Florida Project? Hún er aðeins öðruvísi. Ok. Hún er meira í dúr við þessa nema ég aðeins dört meira svona, hvað sé, svona fátæklegra umhverfi, skulum við segja. En hún er svona svipað, það er svona gæði sem vinnur í klámmyndum og er að koma tilbaka heim til sín og hann er svona og finnur ykkur að gælu og hún er svona svipað crazy, sko. Og hann er náttúrulega þekktur fyrir þetta, hann vinnur með bara sama sem og engan pening og bara notar allan peningin á skjáin, en þetta er gjörsamlega klæmaksin hans, annað en eins og þú veist, mér finnst það að vera að stiga upp á við, skilur við. Mér finnst hún geðveik, mér finnst klippingin á þessari mynd gjörsamlega sturl. Tíja, sko. Þetta er, sko, ég bara veit ekki, þú veist, man ekki eftir á að horta mynd sem að klippir eins vel tempo í frásögn. Bara eins og fyrri helmingun á myndinni, þú veist, þetta er bara, förum til Vegas, let's go to Vegas, og bara bam, og þetta er svo vel fucking gert, þú veist, í svona 90% tilvæga myndi þetta ekki virka, væri maður svona, wow, hvað er að gerast, en hann einhvern veginn fittar inn í flæðið og svo líka á sama tíma eins og þegar rússarnir er að koma heim, skilur við, þá bara köttað á bílrúðuna og svo eru það bara í einu skoti, bara í 2 mínútur. Já. Og svo við köttum ekki svona gæjan þegar við erum að tala með henni í hurðinni, skilur við. Við bara höldum áfram með þetta, er svo, þú veist, þetta er svo masterful fucking leikstjórn og kvikmyndagerð, þú veist, partíð, áramótapartíð, þú veist, þetta eru 25 manns sem hefur voru bara, herru, verið þið hérna, skjótum hér, færið ykkur hingað, skjótum hér, þú veist, við byggum bara til partí. Já. Ég elska þetta. Þú veist, þetta er bara creative, þengjandi leikstjóri út í gegn. Þú veist, og hann treysti henni svo fucking vel og leyfði henni að fara svo langt, þú veist, og öllum leikurunum, og
og þessi sena þegar þeir koma heim gjörsamlega Meistarar, galið. sko. Hún svo fucking góð. Og hann þorir einhvern veginn að leyfa sér að fara í, þú veist, hann fer í Kill Bill skoti þú veist, eða Good in the Bad and the Ugly, skilur, bara á augun á henni, öskrið, brjóta allt og allt þetta kjafta og svo myndin sem svo geðveik, að því hún eiginlega ekki neitt. Þú veist, þau eru bara að leita á hann og svo finna það hann og svo bara skilja þau. Og það myndin. Þú veist, hún ógeðslega svona condensed. Þetta svolítið svipað eins og við vorum að segja þarna fyrir þetta með íslensku myndina. Hún rosalega bara þétt og skýrt hvaða markmiðið og hún svo ógeðslega góð og hann næri einhvern veginn að láta mann einhvern veginn leiða mann áfram bara þau gera þetta og við ætlum ekki að keyra nei, við erum að labba maður þetta bara stutt og svo djúli kalt maður þetta var aðeins lengur koma tilbaka, þá verður að draga bílinn bara og það er einhvern veginn allt fyrir úrskeiðis og svo ælir hana þegar hann tók vitlis á töfni og þetta bara heldur áfram stigmagnast. Þetta rosa mikið svona hvað Trey Parker og hvað þeir alltaf í stæðan fyrir sig og þetta þá en eða hvað? Nei, en þetta but og therefore. Þetta en og þess vegna. Þessi mynd svo mikið þannig. Já, ég veit það, hún masterful. Það ekki þetta gerist og þetta gerist og þetta gerist. Þetta gerist en þetta gerist og þess vegna gerist þetta. Og það svo, og hún skotin líka, þú veist, on the street. Þú veist, þegar við verðum fólk á matsölustöðum og eitthvað. Þú veist, hann var bara með 2-3 manna krú, 1 myndavél og 2 fyrir aftan hann. Þau fóru bara inn og voru bara að leika. Hafið séð hann gaur? Og allt þetta kjaftaði og svo fóru þau bara inn og svona old school skrifundu, vorum að gera mynd. Þú veist, þetta svo, ég elska. Authentic. Já, ógeðslega authentic. Og mér finnst hún skilið eiginlega öll velmið sem tilnefnd fyrir. Nema kannski, mér finnst aukaleikari ekki, þó ég væri alveg gjörsamlega til að hann myndi fá það. Mér finnst hann ekki, þú veist, hann ekki gæinn sem að elevata myndina eins og ákveðin aðli sem að fara að vinna þessi velum. Já, þetta my 2 fucking cents. Mic drop. Nákvæmlega. Next. Þið fannst hún ömuleg. Nei. Þessi nummer 1 hjá mér ég var ekki búin að sjá þessa í fyrra, sko. Þess að ég var að gera mínar uppáhaldsmyndir á árinu. Og Substance kannski svona meiri í minn smekkur, body horror og svona dót. En þessi nummer 1, þessi situr rosalega í mér af þessu myndi sem við erum búin að tala af þessum sem verða 10 í lok þáttarins. En mér líka bara svo geðveitt að því mér leið eins og karakterinn fengið ráðaferðinni. Mér leið aldrei eins og að væri 100-200 á bakvið það sem þau gera. Nei, og ég þoli það ekki í bíómynd, það sem að spyrja býtu já, þetta henta ekki handinu, þess vegna þessi karakter að gera þetta. Eitthvað sem ég kaup eitthvað allt, skilur. Eins og með gæjan, ég man eitthvað heitir, sem bara leggur bílnum bara eitthvað stað. Ég hugsaði, þegar það gerðist, þetta endar ekki vel. Ekki leggja þetta er ekki stæði. En ég keipti það að þessi gæja myndi gera það. Og svo meitt, og varð vesin úr því. Að því þá búið að læna bara rústaði bílnum. Sorry, að því þá búið að læna þessu vel upp í kirkjunni. Þegar hann fer. Já, það geðveikt. Það er karaktermoment. Það karakter að taka ákvörðun. Ekki handisöndur. Og mér líður eins og Baker hafi, að því hann, ég bara sé Florida Project, sem er líka reynda líka frábær mynd. Mér finnst þessi reynda betri. En það leiði mig líka eins og væri ekki skrifuð. Mér leið oft eins og að Nora væri ekki skrifuð. En hún auðvitað skrifuð, af því það sko, eins og þú sagði kannski, hvernig orðað þetta, eins og hún væri ekki neitt, eða svona... Já, hún svo condensed, þetta svo lítið dæmi, þú veist, þetta basically ein nótt sem við erum að fylgjast með. Já. Þú veist, þetta svo bara þetta veka svo skilja og svo bara myndi búin, eða þú veist, þegar þau á tröppunum hluga. En þú veist, hún svo condensed, en hún einhvern veginn stórt, inn í engu. Ég sammála, en mér finnst líka svolítið cool, þegar myndin endar, það skiptir mig svo miklu máli að sé eitthvað svona í endan. Mér varst þú geggjuð, en þegar hún endar, þá fekk ég svona nýja sýn á myndina. Af því ef þið hugsið þetta bara sem ástarsögu, þetta er spoiler, ef þetta er ástarsaga á Noru og Igors, og hvernig þau kynnast, það er myndin. Ég rekst í lítið smækina þau. Það er bara bylli myndin. Af því að þau verða sem í ástfangi. Og hann er eini gæinn sem kemur fram með hann einhverju virðingu. Og hann líka segir við hana, eða því hún kallaði sig Annie og hún er bara vön því, hún fæ bara allt með kynlífi, það er eins og hennar valjú sé bara í því og hún kallaði sig mitt Annie, hann fíla ekki að Nora, hún skýtur á hann Ígor, hvernig nafnið það? Mér finnst það reynda alveg gott, sko
og mér finnst það Nora rosa fallit namn líka Já. og þegar hún segir eitthvað, já þegar þú veist einn með mér en þú ekki að nauðga mér hæ, nei, nú okkur ekki að því ég ekki nauðgari það bara að segja, I'm not a rapist Já. og í lokin, Já. þegar hún sest á hann og það er svo geðveikt í lokin þegar skotið er bara á Já. hana Já. hún horfir beint á okkur hann horfir bara í augun á henni hann er að sjá hana sem einhverja mannesku ekki bara sem einhverja kynlífsdúkku eða eitthvað af því að hún verðist upplega sjálfa sér rosalega mikið sem þannig Já. og hún er bara vön því svo bara skota henni skota hann og hún fer svona ón á hann hún er svona við stjórn og hún er ekki beint vön því við stjórn og bara það atri og þegar hún brotna saman ég er svona að gremja henn þegar hún brotna saman þú veist bara fyrir að gráta hjá honum það er svo fallit moment Já. og fyrir mér það er bara þú veist það er hún að upplifa fyrsta skipti eitthvað sem er kannski meira ekta ást Já. eitthvað svona þessi snýst ekki bara kynlíf því myndin alltaf bara ríðingar þú veist, streipar allt þetta en svo í lokin þú veist, mér varst það ógeðslega fallegt og bara það, þú veist, hvernig hún enda myndin Það er alltaf líka góð við lokaðrið, þú veist, mér finnst þetta alveg hægt að túlka álega, það er alveg margslungið, sko. það er opið Þú veist, fyrir mér var þetta líka pínu svona, þú veist, hann er næs við hana og líka í bílnum og hún svarar kannski svolítið með því með þessu advance sem hún gerir að fara ofan og ætlar að, þú veist, vera friski og þú veist, það er líka pínu sorglega kannski hvað fattar hún að gera, þú veist, leiðu ykkur er næs við hana, þetta er svona eina sem hún getur gefið í gæsalöpum með, þú veist. það sem hún heldur, Já. það eina sem hún hefur að Já. gefa er þetta að það getur ekki verið, hugsar hún að hann sé afstöngin að sér, eða hrifin að sér sem manneskja, það getur ekki verið í hennar haus, en svo kemur bara ljós, það er það Sérstaklega í ljósi þess að hún er bara nýbúin að vera bara rejected feitt af hinum stráknum sem mann eitthvað heitir. já, sem var alltaf bara aumingi Já. og sem bókstala nota hana bara fyrir kynlíf bara því það hann sést í myndinu hann bara, hann stingur bara af Það er bara fyrir. hann bara fer Svo fucking fyndin kæra þeir, sko. að mér veist hún líka geðveikínu sko, Já. geðveik hafið þessi viðtöl við hana Já. hún er svo allt öðruvísi en þessi karakter attitútið, hvernig hún talar, hvernig hún haga sér Ég skil ekki hvernig hún þetta er alveg eins í Once Upon a Time in Hollywood. Hún er alveg svona hún er þetta geggið það líka Ég veit það, en hún er alveg úr kortinu. Miðað við hvernig hún er í alveg. já, Það er hún já. sem á hugmyndina að fara og gæla. Já. Hún er svo crazy í þeirri mynd, skilur við. hún er líka cool í Scream Já. það er ekki góð mynd Nei, ég veit. en þetta er alltaf bara, þetta er framistæði sem að Já. þú veist, hún er alltaf bara komin alltaf að level hún stökk bara upp í 10 level Já. bara í Hollywood Það er sko, þú misti þessi ekki. misti þessi ekki Nei, stórt stökk. Jésús já, ég meina hver eru tilnefndar? Sem fyrir leik. já, Það er alltaf hún, Demi Moore, Já. svo Cynthia Erivo úr Wicked, Fernanda Torres úr I'm Still Here og svo Carla úr Þetta er bara Emilia milli Perez. hennar Þetta er bara og Demi Moore. Mér Það finnst er þetta samt- engin- mér finnst þetta Fernanda ekki- Torres, það er alveg möguleik að Fernanda Nei, ég vinnur. held að það sé engin möguleik. Heldur það? Það er möguleik. Mér finnst þetta ekki einu svona eiga að vera Nei. keppni þannig séð, sko. Nei, Þú veist, sammála, það var bara hún. það sem Mikey Madison að vinna. það sem að alveg stóri rómur, hvað heitir þetta Demi Moore, þar sem að Demi Moore hefur campaign narrativið sitt að þú veist að snúa þessu út að hún er með þessa sögu að hún var líka, þú veist, alltaf hún datt pín út úr þessu sjálf eins og Nicole Kidman og fekk þetta hlutverk, hún er með mjög gott narrativ til þess að secure, og þetta snýst líka söguna sem þú ert að skapa með því að fá sigurinn, sko. Ég skil punktin en þú veist, ég samt bakka alveg upp performancein, skilur hennar. Já, fyrir þá mynd, ég er að segja bara góður performance, sko, ekki dáðanum. En þetta er ekki svona eins og hvað er gott dæmi með eitthvað sem hefur unnið Óskarinn fyrir aukaleikara eitthvað sem var bara what the fuck, skilur eitthvað svona sem hann átti skilja að vinna núna, eitthvað, þú veist Jamie Lee Curtis Coburn í Affliction fyrir eitthvað svona sem kemur bara eitthvað svona what the fuck, já, hann var way due, skilur eitthvað svona, þú veist, Al Pacino í fucking Scent of a Woman, nei, Scent of a Woman það er langt besta dæmi Al Pacino já, meina hann fær fyrir þá mynd já, en ekki fyrir ekki Godfather ekki fyrir fucking Dog Scarface, skilur, þetta er svo mikið þú veist, mér finnst, ég stemmi mór ekki það mér finnst þetta genuinely vera einn af hennar bestu performanceum í, þú veist Demi, já en ég er sammálaður, en narratívan hjálpaði líka og þess vegna held ég að hún sé líklegri til að vinna heldur en hún en þú veist, mitt pick væri hún klálega, en mér, sko, ef ég fengi á þessu alltaf Mikey Madison, af því hún er bara persóna það er ekki leikona
Þetta er bara manneskja sem heitir Anora. Fyrir mér hún bara til. Persónulega var ég til í það sem við rættum á. Ég var til í að fá aftur Ty. Hvað sem fá aftur? Fá jafntefli. Já, Ty. Það myndi báða að vinna, sko. Demi Moore og Mikey. Ekki gest bara hvað, 2 eða 3 Já, það hefði 6 verið jafntefli í Óskarsson-afdíkunum, 2 gest í leikaraflokknum. Fyrst bara eitthvað 1932, 2 kallar þá, Wallace Berry og Frederick March, og svo var mjög frækt 1968. Það var Katharine Hepburn og Barbra Streisand sem fengur báða Óskar, og það sem var svo rosalega umdeilt við það er að þá var Barbra Streisand nýbúin að fá Academy Membership. Hún var eiginlega ekki búin að leika í neinu, þannig hún var nýbúin að fá membership, nýbúin að fá kostningarétt og auðvitað kýsum sjálf sig. Og það ég væri til, það væri eitthvað sem ég væri bara, það var svona skitt sem ég væri, yes, sammála, þú veist. En þú veist, eins mikið og ég elska Substance. Mér veist ekki Demi Moore komast nálagt, Maggie Mattisson. Já, mér veist það með það sem hún sem besta framist á árinu. Nei, þú veist. Já, við erum að tala um það. Besta framist á árinu, þetta er Óskar. Þetta er mitt bygg. Já, hvað ættu að segja? Af hverju að rífa? Erum við sammála? Allir? Já. Að Maggie ætti að vinna? Já. Mér finnst hún geðveik í svona mynd. Mér finnst þetta frábær mynd. Já, Egill, hvað er með þig? Hún er öðru sæti frá mér, if you care to know. Hún er öðru sæti þér. Hver var í fyrsta þér? Djú. Doom Part 2, baby. Mér finnst frábær mynd, bara út af þú komir svo mikið á óvart hvað hún er fyndin, sko. Ég var ekki búist við. Nei, sammála því. Ég var ekki búin að sjá stiklu eða neitt og bara, þú veist, Sean Baker myndi bara vissa svona, Florida Project, veit eða svona alvarlegri kantinu svona viðfangsefni, þannig ég var að búast ykkur einu og fekk ykkur allt annað, sko. Og það sem ég finnst svo yndislegt við þessa mynd líka með að vera svona, hún er ennþá current frontrunner að vinna picture, ekki satt, svona semi, já. Þú veist, þetta er svona líka bara svona meira mynd fyrir alla, frekar svona þetta er svona góð blanda af svona arthouse og aðgengileg, og það, þú veist, ég fór í vinnunum daginn og einn í vinnunni bara ég er náttúrulega þekktur fyrir að vera kvikmyndavinnandi, það var bara ég svo hann að geða eitthvað mynd í gær, bara, þú veist, eitthvað bara gæði sem er ekkert eitthvað kvikmynda áhugamaður, bara Anora fór á hann í Bíóparadís og hann bara, geðveik mynd, þú veist, það var svona margir sem fíla þessa mynd. Að þú svo fyndi líka. Og það var svo ógeðslega fyndin og bara, tölum klippið bara, í þessu atriði, bara, hún er svo ógeðslega vel kröftuð, Sean Baker lukka bara svo viðkunnarlegu gæi, bara þessi nýbúin að horfa okkur ræðum og hann tala um indie filmmaking eitthvað. Það hefur hann fyrir sko. Já, var það. Fyrrum, vantalega ekki ennþá. Nei, og það eittur lengi. Ég vissi það ekki, það er rosalegt. Ok, já, bara, þetta sló mig út að lægja. Það er samt sko, þegar þú segir það, mér finnst það ekkert einhvern veginn, hann gerir svona hráa myndir, svona, já. Mega sense alveg. Já. Eina sem var svona, ég segi, þú veist, loka atriðið, ég hefði verið til í meira dót í þeim dúr. Svona aðeins meira, mér hefði til að kynnast henni aðeins betur, meira sem svona persóna, sko, mér finnst aðeins meira backstory, sko. Mér finnst það fánilega, mér finnst það snillilega gert, sko. Mér fannst það ekki nóg, sko. Já, hefur þú fáið að vita meira um hana? Já. Þú veist, bara heimilislíf og bara eitthvað, þú veist, meira, þú veist, hún er rosa, við erum endalaust á fleiri ferðið, fáum svo lítinn tíma til að stoppa. En mér finnst að því, þú veist, með exposition og svona, mér finnst það svo vel gert eins og ég sér að bara það að hún hafa haldið alltaf að nauðga sér, það segir oss mikið um hana. Svona svoleiðis að, mér finnst það ég hefði ekki vilja, hvað ég segja, að því hún er peysuð þannig, þegar Rússandi koma heim til hans, til Ívans, þá dettu bara svaka atburðs í gang. Hún er ekkert svoleiðis fyrir hlutina myndinni, ekki fyrst í hálftíma eða eitthvað, koma ekki inn fyrir eitthvað seint. Kom inn eftir 45 minútur. Já, þá byrja það aðri, og svo er þetta bara eitthvað svona ein nótt, bara eitthvað craziness. Það er kannski, ég held að vera erfitt svona stopp eitthvað niður það. Mér fannst bara eitthvað vanta í því, svona, í persónsköpun dótinu, sko. Já. Og það er svona einar, sko. Ég held ég skilji hvað það meinar, en ég er ekki saman það. Já. Þú veist, en ég held ég skilji svona punkti, sko. Mér finnst bara hvernig hún hagar svona, mér finnst ég finna fyrir hvernig manneskið er. Mér finnst bara svo spennandi í lokaðatrið, mér finnst svo opna á eitthvað svona dýbra sem að ég hefði til svona aðeins að fara. Það er svo gæðið, skilja eftir leaving you wanting more, sko. Já. En svo langar mér líka að segja eitt, sko, það var félagi minn sem sá þessa mynd sem að vann á Strippstað. Ok. Og hann lengi, sko. Erlendis? Nei. Já, Íslandi? Já, fyrir mörgum árum síðan.
og hans túlkun var bara svo að þetta bara eins og nánast documentary þannig sé, sko. Þetta bara svo real. Allt, þú veist, eins og við enda momentið, þú veist, hann túlkaði þetta svo mikið, þetta svona nákvæmlega það sem að þessi típa myndi gera, skilur. Þannig að þú veist, en það var bara eitthvað sem eitthvað skjótinni. Það snýr ekki það eins og... Já, þeir líka líður þannig, þú horfir á þessa mynd, hún raunveruleg, authentic, ég að finna íslenskt orð. Já, hún bara raunsæ. Takk. Ég svona Stólur með, raunsæ. Líka, ég svissaði, þessi mynd var í þriðarsæti, ég svissaði og svo, út að ég hugsa meira til, þessi mynd situr alveg í mér, sko. Sama hér. Ég hugsa reglulega til hana líka, hún með staying power. Við langar að horfa aftur á hann. Já, ég hlakka mikið til að horfa, mér finnst það líka eins og mikið búin að tala hvað hann fyndi, bara eins og atrið þegar rússarnir heima hjá hann og hann með hann í símanum og það eitthvað tarinn að reymbast að halda hann og eitthvað, hey, don't kill her, og hann í símanum, hey, what do you mean, don't kill her, don't kill her, og gaurinlega, hún rífandi kjafta, hann bara leggur símanum á borðið, bara eitthvað svona, nefnir ekki að hlusta á kjafta í henni, hún bara á fulli, bara allir í þessari mynd. Svo með þess að fyndi atrið á strippklúbunni, þegar hún fer að slást við ykkur aðra strippara, þá svona 5-6 konur að strippa og einhver kemur hlaupandi, hey, there's a fight going on. Svo standa bara allar konur upp og fara og bara 5-6 kalla bara sita eftir allar konur og farna. What the... Mér finnst líka svo skemmtilegt atriði í húsinu þegar þeir að stoppa hana. Af því ef þú sér þetta atriði í annari mynd, glæpamynd, þá ekkert mál fyrir að stoppa hana. En þeir reyna að passa með hann ekki. Já. Þannig að það svo erfitt af því hún tjúlluð. Eins og þegar Ígor segir bara, ég er búin að reyna að stoppa hana, ok, stoppa þú hana, hvað það að gera það? Af því hún býtur hana ekki. Jú. Og Ígor að reyna eins og hann getur að meiða hana ekki og þeir ekki að reyna að vera vondi við hana, en hún má ekki fara. Og það svo geðveikt, hann kemur þessum karakterum í þannig aðstæður. Svo finnst mér eins og Baker gerir bara svona, finnið þú út úr þessu? Já. Þannig leið mér þegar horfa á mynda, eins og segi, karakter að taka ákvörðunir. Þessi mynd líka bara köstuð upp á 10, bara öll hlutverk. Sammála. Bara, wow. Sammála. Wow. Geðveik mynd. Næsta. Ekki bara. Á að vinna Best Picture. Af öllum sem eru svona in running, á að vinna Best Picture. Skrítist þetta að segja, mér finnst hún betra en það. Það sem ég meina við því, það fullt af myndir sem aldrei unni Óskarsverðlaun og sem taldar betri en myndir sem vann og ef að Nora vinnur, jú, náttúrulega frábært fyrir Baker og teimið hans, en mér líður einhvern veginn sem þetta betri mynd það. Þetta betri mynd heldur en. Ég held samt að hann ekki eftir að missa sig. Hann ekki típan sem fer eitthvað lengra, því hann að berjast fyrir svona indie. Hann var að tala með þetta í ræðinu sinni, þetta snýst ekki bara að sem stökkpallur að stærra. Hann langar bara að operata hérna. Sjá hvort það verður svo bara ekki hræstnari. Já, ég meina svo getur ekki búið á 100 milljónir og þá þarf hann að segja nei. Ég held að það fíla bara ekki þannig. Hann framleiðandi sem eigin mynd, hún búin að greiða $30 million gegn $6 million, þannig að hann búin að fá helvíti vel í sín vasa, sko. Já, 100 meira en 30. Þú veist, ég segja, þú veist, það eins og manni líður ofta svo, setja kaup alla. Hann ekki heroin ennþá, sko. Nei. Teitur on fire. Ok, höldum að fram, það 2 mínútur eftir. Er það ég? Teitur, ég með þessa. Conclave. Já, þetta svona modern masterpiece að mínu mati. Þessi kom mér rækilega fokkin óvart. Hann var sagt að það væri að horfa á eitthvað fokkin ömurlegt vídeo sem einhver gæði var að rakka hana niður. Varstu ekki sammála því sem hann sagði? Jú, eiginlega, sko. Hvað með eitthvað svona, hvað með herðu, þessi fjallar Já, þetta náttúrulega bara að það verið að kjósa nýjan páfa. Og þetta bara, það heitir Conclave og það Ralph Fiennes sem honum útluta að stjórna því og það sem kardinalar sem að og hann sem að berjast við svolítið trúna sína faith, þú veist, doubt Eva og allt þetta þessum í gegnum þetta allt saman og þessi mynd það gjörsamlega út í hött að þessi mynd sé ekki tilnefnd fyrir bestu kvikmyndatöku. Oh my god, sko, það meikar engan sens. Ég myndi skipta henni út fyrir Dún. Emilia Peres! Skipta henni út fyrir Emilia Peres! Jesus! Ég var búin að gleyma að það væri til, hún ætti ekki að vera tilnefnd. Það ég myndi byrja þar. Eins fucking gott. Já, mér finnst þessi mynd gjörsamlega sturluð, af því þú veist, hann skýtur einhvern veginn allt í þessari mynd inn í sko 16th Chapel sem náttúrulega sett þarna, því það má ekki skjóta hana. En málið að hann skýtur alla myndina á mest dölveggina.
Þetta allt einhvern veginn svona hvíti bakgrunnir eða svona einhverju svona til að setja bara karakterina í gjörsamlega andlitað, í þú veist fókus og allt þetta. Hann lýsir í gegnum senur, þú veist, það sem hann fylgir karakterum, hann þú veist, að því að við erum inn í hennar kapeldinu þegar að kjósa, þá erum við bara með fullt af prestum að setja og skrifa blað. Það rosalega mikið myndin, skilur við. Og það bara svona tæknilega aspekt á þessari mynd sem að gjörsamlega heilluði mig upp úr skónum og hann náttúrulega geðveikur í henni og svo tónlistin fucking geðveik. Hún til þessari tónlist? Nei. Já. Það? Já. Það make a sense. Og mér finnst hann geðveikur í henni. Gallinn við þessa mynd sem kemur svolítið inn í þetta en að gæja sem var að tala um þetta sem ég var að horfa á þetta á. Það alveg pínurétt, sko. Því að handritið pínuveikt, sko. Af því að þeir eru pínu að segja hlutina svolítið mikið on the nose í gegnum alla söguna. Þú veist, eins og hann að segja við hann bara eitthvað svona, this is a war, og eitthvað svona, þú veist, það einhvern veginn, I have doubts, I've been having hard times, og allt þetta, skilur, þeir eru rosa mikið on the nose. Segja okkur hvernig það skilur, og leiða okkur þannig í gegnum það. En það sem ég svona semi-ósamála með það líka það að þeir eru bara svo ógeðslega góðir leikarar. Ef það virkar, það issue. Það svo mörg moment sem við getum bara verið á andlitunum á þeim og erum bara, oh my lord, þú veist, bara hann segir ekki neitt, þú veist, og þeir eru allir hann að skilja. Þannig að, já, ég veit ekki, þú veist, og mér fannst það bara geðveikt, svo náttúrulega þessi fucking sprenging sem foreshadowed þarna upp í loftinu, sem náttúrulega bara geðveikt breyki þessa mynd og, þú veist, mér finnst þetta bara svona merki kvikmyndagerðarmann sem nær að halda aftur að sér miðað við þú veist, viðfangsefni sem hann að takast á við. Þú veist, það einhvern veginn allir farið í, þú veist, arkitektúrin hérna sturlaður og öll listaverk. Þú veist, þau geta búið til eitthvað dýpt í bakgrunni. Hann bara, nei, ég ætla að fókusa á andlit og þessum gæða. Þú veist. Og líka bara, þú veist, búningandi líka bara. Og þú veist, rauði liturinn, hvernig hann kontrasta við umhverfið. Já, þannig að þú veist, það mér langaði að horfa á hana aftur, að því mér langaði aðeins að rýna betur í hana og ég svona ekki alveg, að því mér langaði, þú veist, þetta mynd sem mér langaði að horfa á aftur. Að ég var svolítið mikið svona meðtakana fyrst, sko. Þannig að, já, þetta eru svona my two cents. Ég held að þetta sé þriðja, þú veist, ég held þetta best picture dæmi sé á milli þessara brutalist og annara, sko. Meina hjá þér persónulega? Nei, já. Á þessi séns? Já, ég held... Þú veist, hún fekk eitthvað ensemble-verðlaun hjá SAG eða eitthvað. Hún var líka BAFTA. Sem in the past fyrir svona surprise winners og Moonlight og eitthvað, hefur verið svona verðlaunin sem að eru síðust að koma áður en að surprise kemur eða eitthvað. En hún líka með, sko, að þeir fara inn á svolítið nútíma viðfangsefni, sko. Þú veist, varðandi það að kjósa páa. Þú veist, það skiptir miklu máli og hann alltaf delivera því ógeðslega vel að hafa þessa efa með, þú veist, hver á að vera, en þú veist, hann hefur eitthvað stjórnaði, þannig sé að skilja. Ég get ekki að segja fyrir mér, ekki rétt hjá mér að þegar þeir kjósa picture, þá þetta svona meðaltal, þú veist, rankað. Þetta mynd sem svona þriðasetti hjá öllum, kannski, og getur unnið þannig. Já, ég skilji. Ég held líka að þetta sé miklu meira svona Óskarsmynd heldur en á Nora, til dæmis. Já, þetta svona my two cents, mér finnst hún bara, mér finnst hún frábær, sko. En mér langar samt svolítið að sjá hann aftur, svona áður en ég kannski mynda mér ykkur á lokaskoðun á henni, sko. Já, ég horfði þessa mjög snemma, af þessum, því ég voru undirbúa þennan þátt. Og ég bara hugsaði mér, já, ég fíla hann, minnst ekki að leikari og flotti leikarar og svona, já, svona, já, trú og páin og eitthvað svona, já, ok. En fokk, þetta getur líka verið hundleðilt. Ég klára þetta bara, ég tek hana fyrst. Svo þegar ég var búið með þessa, þá var ég gett peppar fyrir þessu þætti. Þetta var ánjóður á Wicked, Nico Boys, Emilia Perez, að því mér er þessi drullu góð. Og ég er svolítið spennt að sjá hann aftur, og mér er svo cool líka hvernig, það er eitthvað svona mystery líka. Já. Innan þess að veggja, þeir megi ekkert fara út úr þessu húsnæði eða þú veist. Já, út úr kapellunni já. Finnir þau bara að velja páfa. Já. Og svo kemur við bara ljós sem hann kemst að, því hann er svona yfir í þessu, sem er svona, býtu, það er kannski ykkur 3 sem kom helst til greina. En býtu, það getur ekki þessu verið spiltur. Hörðu, hann var að hafa, ég þarf að rannsaka þetta. Mér varst það svolítið cool. Já, það var eitthvað svo cool að því hann tók í jafstu. Af því að þú veist, hann mátti það ekki. Nei. Og svo mikið að berjast við það en að þú veist það ekki. Já, hann var alltaf eins og erfiðri aðstöð, eins og þegar að tala við John Lithgow. Já. Þetta er alveg erfitt spjall að eiga, af því að hann getur ekki beint sannað. Nei, einmitt.
þannig að mér finnst það áttu ógeðslega cool, Stanley Tucci líka einn af mínum uppáhald svona karakterleikum, ég elskar geggjar í þessu, náttúrulega lúkja hann geðveikt og mér fannst hún skemmtileg, mér fannst þetta áhugavert, ég hef aldrei séð þetta áður, ég man ekki að sé bíómynd áður sem tækla þetta og líka bara þetta Conclave, ég googlaði bara hvað er Conclave, hvað er nú það? Þá heitir þetta. Ég var bara ekki að define Conclave. Þá heitir þessi atburður þegar að nýr páfi kosin, það heitir Conclave. Geðveikt, ég vissi þetta ekki. Þannig maður er líka svona fræðast og fá svona nýjan vinkil, það gaf hann að fá svona nýtt. Og þetta er alveg, hún er ógeðslega flott, en hún er samt líka, og bara framistöðna, þetta er alveg svona low key. Þetta er ekki svona bombastic framistöða. Geðveikt þegar hann kemur inn og sér páfan dáinn í byrjun þegar hann er að halda aftur á sér það er, þú veist geðveikt og bara, nei, þú veist bara mér fannst hún geggjuð sem mynd, þessi kemst alveg mjög ofalega mér, ég er ekkit leiður ef að þess mynd vinna sko. Nei, ekki heldur alls ekki, sko, þessi mynd var í öðru sæti hjá hann fór í þriða last minute og það hugsa minna til þessar Anoru, svona, setna mér frábær, þú veist, þetta er bara svo solid, bara einhvern veginn á alla mátt, bara svo drullu solid, þú veist. Ég elskar Ray Fiennes, ég horfði bara hvað sem Ray Fiennes í, bara, þú veist, ég bara, þú veist, einhverjum sem svo The Menu, þá maður bara, Ray Fiennes er fucking góð. Það er góð mynd? Já, mér finnst góð mynd, sko. En hann gerir hann ekstra góða. Hann er geðveikur. Og þetta er bara svo klassísk mynd fyrir mig, ég er bara svona spennu, svona smá political thriller, þannig að ég er mjög mikil trú leysingi en ég hef samt svo mikið áhuga á trú og síðan trú og spillingu og líka að sjá svona út af stundum þegar maður er að tala í broad strokes, þú veist, í fjölmiðlum, þetta bara sýnir hvað, þú veist, fólk sem trúir á saman hlutin er bara svona allt öðru sem fólk, en samt, þetta er bara fjölbreytnin í trúariðkendum. Ég meina þessi trú á saman hlutin en fólk er ólíkt. Já. Bara sjá allar þessar mismunandi hópa innan kirkjuna sem eru bara svona berjast á móti fyrir öðru með mismunandi hugmyndfræði okkur þó að þeir trúa allir á sama máttin og eitthvað. Já, einmitt, eins og eitt var svona old school, svo svona hitt, svona nýja, svona búið þróast kirkjan. Það var svo töff, sko. Sammála, það var ekki. Og þarna, Taking Time Bomb í þessari mynd er bara ótrúlega effektiv, bara þú veist, ekki nóg með það, með þetta svona að finna út hvað gerist við páfana eitthvað sem svona fyrst frame of penis og svona murder mystery, eitthvað svona, ok, ég veit ekki alveg hvað gerast. Þá kaupir maður alveg inn í þetta argument bara eitthvað svona, já, bara ef við finnum ekki að gera þetta bráðum, þá fyrir fólk bara að missa trú á kirkjunni út af þessari athöfn sem ég vissi ekkert að vera þing með hana reykinn sem er skeðugt. Og bara hvernig ógeðslega thrilling að horfa bara eitthvað mennur að skrifa sammála þú veist bara bara skrifmyndtakan frábær, tónlistin frábær allir leikararnir geðveikir fullkomlega peysuð bara ekki dautt moment í þessari mynd sammála. Og nice twist í lokin sem fær maður svona til að horfa aðeins öðruvísi og akkurat með svona geðveik falleg sögn í því sem hann segir að ég ætlaði að fara í þessa aðgerð en síðan svona með hans persónulega sambandi við Guð bara, en síðan svona langaði mikið að breyta bara það sem Guð skapaði eitthvað. Guð skapaði mig til að vera svona. En hann var intersex, eða ekki? Hann var intersex, jú. Og sem veitti svona pínu nýja sjón og svona welcome plot twist og bara svona, já, bara mjög góð mynd og er ekkert með þetta ef hún myndi vinna. Þriða sæti. Mér finnst það mynd leikstjóran staðið svo svakalega vel með þessu mynd. Já, þetta er líka þriða sæti á mér. Mér finnst það alveg frábær mynd. Mér finnst bara, þú veist, hún fær 8 tilnefningar. Það er mynd og Ralph Fiennes og Isabella Rossellini fyrir aukahlutverk, svo fyrir handrit og mun vinna fyrir handrit mjög líklega. Svo er það náttúrulega klipping, sviðsmynd, búningar og tónlist. Það sem ég finnst svo magna við þessa mynd er hvernig hann nýtir sviðsmyndina vel. Mér finnst svo flott eins og það tala að veggirnir hvítt og svart. Já, einmitt. Og veist þetta closing encampment, veist það bara we're about to be secluded og það bara kemur svona atriða sem þú sér bara svona glugga, hlera, loka þeir eru bara að fara að loka sig inn og fara að take care of business. Líka hvað það er modernized. Já, nákvæmlega. Það er ekki að gera þetta eitthvað svona old school. Já. Nei, þetta er ógeðslega flott. Og þetta er svo flott, bara líka byrjunum, veistu, að Páfan bara upp á sæti, Páfan deyr og við förum strax í bara að kynna karakterina. Veistu, standa hann í kringu rúmið. Þetta er best kastaða myndin. Já. Ég myndi skil, já. Já, ég ætla að taka fram á næsta ári verður Akademía með nýjan flokk sem er best casting. Það verður nýtt, ef hún hefði verið með þessa ári þá myndi ég segja að Conclave myndi vinna. Það fyrir næsta ár. Býðum enn spenntur til stöðs. En mér finnst líka svo flott bara þegar Cardinal var mæta þá
það var allir með svarta reglíf, svo í lokin þegar við búin að velja páfan, þá lappa allir með hvíta reglíf, mér finnst bara sviðsmynd í þessum bonkers og búningarnir svo bonkers, en svo Stanley Tucci geggjaður, Sister Agnes, Isabella Rossellini, hún mjög lítið í þessum mynd, kemur fyrir í 2 atriðum, en það seinna atrið svo mikið mic drop atrið, þegar hún mætir hann í matsalinn og segir þetta, þú veist, og bara búm og fer, og ég var bara eitthvað, vá, hún alveg skilja þessa tilunningu fyrir þetta. Mér finnst John Lithgow, mér fannst bara Edward Berger skrifa þetta hlutverk fyrir hann. John Lithgow, þetta var svo hann svo perfect kastar í hlutverki, eins og þegar hann að spyrja hann út í þetta með páan og John Lithgow, but he told me to do that, I was supposed to, þetta bara svo, það ekki annars að geta leikið þetta, þú veist, he told me to. Það líka hann svo góðlegur, John Lithgow, en að því þú fann að efast hann, þetta einhver, þessu er ekkert góður. Já, nákvæmlega, það svo flott og líka, sjónarhortin sem Edward Berger gerir, þú ert í sömu stöðu og þeir. Við sjáum ekkert torgi, við sjáum ekkert fólki úti. Nei, við erum bara með þeim. Við erum með þeim. Og með þess að áhugavert allt sem við fræðumst í myndinni, eins og þegar hann að fá upplýsingar, við heyrum ekki fólki vera að segja honum, eins og þegar Sister Agnes segir honum hlutin, við sjáum það ekki. Hann kemur eftir og fer svo að tala við næsta mann. Hann fréttir eitthvað sem við sem áhorfendur sjáum ekki, og svo fer hann til næsta aðal og fer að segja hvað hann var að heyra. En ég held líka, ertu að tala við Lithgow? Nei, já, Lithgow... Já, fyrst, nei, þegar hann tala við, hvað heit hann? Ertu ekki að tala við svarta? Já, hann Adameo. Eitthvað, já. Ertu að tala það? Já, og fleiri, og svona fleiri atriði sem að einhver að segja honum eitthvað, og við heyrum ekki í mynd, ég man bara eftir þessi 2 atriði með Sister Agnes, þegar hittar hann fyrst, og hann segir you have to tell me everything, og svo kemur ekkert atriði þar sem við heyrum hann að vera að segja honum frá því. En er það ekki líka að því að þú getur kannski svara líka fyrir þetta að því þú getur er þetta ekki svolítið endurtekning að við fáum að sjá hann að segja þetta nákvæmlega og svo kliptur hinn og hann segir það sama þá þú þarf bara að velja þá er alltaf mikilvægt finnst mér að sjáir hann segir þetta við hann. Já, þannig að þess vegna finnst mér þessi klipping svo rosalega góð og mér fannst líka bara loka skoti í myndinni, ég var svolítið lengi að melta þessi fyrir mér þá setur hann út í gluggar og horfa niður og það er svona nokkra hvíta styttur svo koma svona 3 nunnur labband út í hvítum búningum. Byrjar á kallmennunum. Já, byrjar á kallmenn. Og komin í nýja heim. Og svo kom konun út og ég var svona mikið að hugsa hann bara endaði bara á þessu skoti, það var bara síðasta freim og ég þetta satt svo í mig, ég var bara næsta dag bara að hugsa þetta bara, akkur hafði þetta skot, svo fór ég að spá í þetta, ok, það eru styttur hana, einhverja 5-6 styttur, það eru þetta er allt styttur á kallmennum. Svo koma 3 konur lappandi út í hvítu og hann segir, ok, framtíðin það verður stytta og það verður kona og líka hvíti liturinn það er búið að velja páan hvítur reykur, þannig að þetta var bara eitthvað svona við fannst bara productionið segja svo margt. Mér líka, þannig að mín lokaorð varandi sem svo þurfa að fara að klára það mér finnst líka svo cool, það sem hann er að tala sem þau trú að svo sem leiðir þetta, bara páfinn að hann verða efast að þér af því að annars þá er þetta ekki trú annars er þetta bara staðrind að trú einhverju eins og að trú á Guð eða eitthvað svona æðra þetta er alltaf leap of faith en þú getur ekki sannað þetta þannig að mér er þetta skemmtilegt, ég hef aldrei heyrt þetta orða svona þegar hann svona hátt settur maður í kirkjunni er að segja bara nei, þú veist að því það er einmitt, segir hann ekki sem var sér fyrir valinu, segir að þessum vilja þú eru páfinn af því hann hann efast sjálfur en það er svo cool að það er eðlilegt, það áhverja eðlilegt í svona trúarbröðum. Bara, já, innri konflikti hjá honum í myndinni frábært og fallið hvað hinn karakterinn og trú sjálf. Edward Berger er líka bara svo drullu solid leikstjóri. Ég er ótrúlega spenntur að sjá hvað hann gerir bara í framtíðinni. Hann leikstýra bókt miklu, hann er bara nýkomin. Er það í þá Þýskaland? Er ekki Þýskaland? Já, hann er bara nýkomin einhvern veginn svona á sjónarsviði hér, sko. Hann er bara leikstýra bara síðan 94. Í smástund bara. Er það svona gaman? Hann ég held sér gammal og Danny Villeneuve, ég held sér 54 að þryggja. Í smástund var hann líkað við Bond. Já, það hefði verið næs, en hann þvertók fyrir það. Já, hann ekki viljað það. Nei. Þú ekki tala um Bond núna. Nei. Bara segja. Það er dögt fyrir mér. Klárum þetta, strákar. Yep. Geirmynd eftir. Last Picture. Það er enda þessu helvíti sorp. Nei, Nei. Hæ? Þú ert að djóka. Þú ert að djóka. Dreifingar að einu sorp. Þú.
Byrjuð þú? Byrjum á dreifingar alveg. I'm still here. Smá rant fyrst. Bara gera Hvað það er rant? Það er náttúrulega bara alveg fárunlegt að það er ekki hægt að horfa á þessum myndarinn leigum og við erum að taka þetta upp 28. febrúar Já. og Óskarinn er 2. mars. Já. Það á Sammála því. ándjóks bara að vera bara í reglum akatíminu eða eitthvað. Ef að þú sem dreifingarali getur ekki sýnt fram á release plan að þessi mynd eru komin á leigur áður en við erum, þá ertu bara ekki in contention, sko. Þetta er, þú veist, við horfum á þessa mynd í 720p gæðum með einhverju censored watermarki og smá buffer. Ekki ég, hvað er það tala? Stalstinn. Það er svo fáránlegt. Við þurftum að nálgast hana með vafasum aðferðum. En það er þeim að kenna, það er ekki okkur að kenna. Þetta er ykkur að kenna, þið vildið taka upp þáttinn og þá varð ég að... Sem er líka synd, því að þetta er bara mjög góð mynd og hún er í 4. sæti hjá mér. Já. Hún er í 4. sæti, horfa hann í gær í 2 hlutum reyndar, horfa fyrir helmingin, fór í leikhús, horfa sinni helmingin og þarna bara fallegt portrait af fjölskyldunni, bara þessi mynd tekur rosalega mikið tíma í að setja hana upp og bara, þú veist, komast inn á svona intimate moment hjá þeim og bara svona, ég kaupi líka, geðveikt köstu fjölskylda líka. Það er bara, ég dreg aldrei ef að þetta sé alveg fjölskylda. Mér finnst svo bara, mér finnst þú koma svo vel út og bara, framist að hennar er frábær. Fernanda Torres. Já, hún, þú veist, ef hún myndi vinna þá væri ekkert reiður, fattar mig. En hvað er þessi myndi? En hvað er þessi mynd? Við gleymdum við. Hún hefur engin síðan. Hún er, nákvæmlega, þetta er alveg svolítið mikilvægasta. Ég er bara skáldaður. Þessi mynd, það kemur overhit, Janni. Tökum bara Áskil Kolbens á þetta og þykist á það síðan. Sko, þetta er kannski ekki bestur til þess að vera að lýsa og ég veit rosalega lítið þetta tímabil í Brasilíu. En upp úr 1964 byrja þetta eða eitthvað. Til 88. Til 88. Þessi mynd gerist í the 70s, 1970 eða 71. Og það er military dictatorship í Brasilíu. Það var uppreist þar, 64, það sem að herinn tók yfir. Og sem sagt, faðurinn í þessari fjölskyldu fyrir þingmaður og einn daginn kemur herinn, bankar upp á. Hversu mikið vill maður að segja? Já. Herinn bankar upp á og þetta fjallar Já, hann er grunar að vera viðlóðandi kommunismannum og að senda einhverjar upplýsingar. Já. Kemur hann aftur? Taka hann í yfirherslu. Taka hann í yfirherslu og síðan, en þetta er svo sem ekkert leyndamál, sko. Þetta er, þú veist, að við googlið... Logline er, hann kemur ekki aftur. Og síðan, að þið sjáum, síðan er ekki revíld í myndin, við ætlum ekki að segja hvort hann komi kannski aftur strax, en hann að... Við þurfum að spoila samt líka. Já. Okay, sjáum við bara sem mynd. Hann kemur ekki aftur. Það er bara svoleiðis, hann kemur ekki aftur. Og hann bara fallegt portrait af fjölskyldunni í bara fráfari hans og hvernig hún tekur bara þetta hlutverk beggja til sín í rauninni, flóknu samböndin sem myndast við börnin hans og harkan líka í blandi ástina. Mér finnst þessi mynd, þú veist, atriðin líka, þú veist, þau eru stoppuð í byrjun og eitthvað, ég var með hnút í maganum mjög mikið bara á þessari mynd. Mér finnst þetta mjög óþægilegt áhorf, mér finnst þetta mjög spennandi, þú veist, mjög, ekkert eitthvað sjói, mjög náttúrulegt og bara mjög óþægilegt að hafa þessa menn svona, þetta presence alltaf yfir þeim, eða í herberginu eða fylgjast með þeim eða bla, bara mjög óþægilegt og síðan bara endirinn fannst mér líka bara gut punch með þegar hún er gömul og sitt svona allt í samhengi. Þetta er bara svona, þessi mynd er faktist ekki neitt í gæðsalunum, bara hvernig fjölskyldan breytist þegar faðirinn hverfur og hvernig aðalega móðurinn tekur í það og þetta bara tækla svo vel og ég vissi ekki að það væri sönn saga fyrir bara í lokin, ég var ekki með að kynna með það sem svona bætti ennþá meiru við og þetta atrið með að fá þessa viðurkenningu, fá þetta dánarskírteini bara, já, bara þessi mynd snerti við mér ólíkt sumum sem ég er búin að ræða við hérna áður falleg nálgun, stundum fannst mér svolítið líka það er kannski besta svona viðlíking heim, stundum svolítið ansvandíleg ef við talaðum Villeneuve, sko með mömmuna og þarna, þau eru mér svolítið líkar finnst mér og þarna nálgunna, ég veit ekki, þú veist bara mjög góð og mjög hjartnæm og fallega nálgast viðfangsefnið fallega við segja það í bíli. Já, mjög fallega mynd, hún er í 5. sæti á mér, hún fær 3 tilnefningar mynd, Fernanda Torres
fyrir sem leikona og svo hún til þessi besta erlenda myndi líka og þetta er bara þetta er virkilega góð saga, mér finnst það góð flott bara pace á myndinni hún strax bara fyrsta skotið hún í sjónum að synda og við sjáum strax já, við erum í Ríó og hún er svo gott að sína bara svona þessar fyrstu cirka 45 mínútur bara sína þetta fallega fjölskyldulíf sem er í gangi fullt af fólki kom heimsókn, bara tónlist og dansa og syngja og svo alltaf í bakgrunn eru að sjá svona hermenn og það er eitthvað að gerast, þetta er ekki örugt land sem búa í og svo og mér finnst líka bara svo fallegt hvernig hún er alltaf að venda yngstu börnin mér finnst alltaf þegar kemur eitthvað í útvarpinu og tala eitthvað slæmt og slekkur hún að hún vill ekki að eldri börni sé að tala þetta við bara vendum litlu börni bara pæli álag sem fer á Júnis hún þarf bara að venda, halda fjölskyldulífi áfram og að venda yngstu börni líka fyrir allt þetta slæma sem er að gerast og mér finnst bara flott hvernig myndin svo stekkur 25 ári inn í tíman og svo önnur eitthvað held ég 20 ár svo Svo er ég skítinni með hana fjölskylduna atriði sem ég finnst kjarna það rosalega vel og mér finnst eitt besta atriði í myndinni er þegar það taka þessa ljósmynd já. og þeir bara, við erum sorgmætt og hún er bara að horfa á fjölskylduna hann veit það sem sorgmætt eitthvað bla það var svo fucking gott atriði sko bara litur bara að hlæja, nei, ég ætlum bara að sína gleði hérna sko og það er svolítið áhugaður punktur Fernanda Torres sem sagt mamma hennar er Fernanda Montenegro sem leikur hennar þegar hún er gömul Nei. hún var tilnefnd til Óskarsverðlauna 1998 fyrir Central Station sem Walter Salles líka leikstýri ég sé það ekki, svona að vera tilnefnd þannig að mother daughter, þannig að 1-2 brasilísku konur sem var tilnefnda til Óskarsverðlauna Það er geðveikt, sem er mjög spes og skemmtilegt og líka og þetta er líka svolítið sérstakur Óskar á þessum tíma því að undanfarin ár hefur verið ekkert mál að spá fyrir hvaða mynd vinnur sem besta erlenda myndina því undanfarin 6 ár hefur alltaf verið ein mynd tilnefnd sem besta myndin sem er líka tilnefnd sem erlenda myndin fyrir voru með Zone of Interest All Quiet on the Western Front, Drive My Car, Parasite, Roma núna erum við 2 myndir Emilia Perez og I'm Still Here sem er önnur er góð og hinn ekki sem er mjög áhugaður því önnur með 13 tilningar hinn með 3 ár en samt er miklu fleiri að segja I'm Still Here er betri þannig að það er mjög spennandi sá flokkur að fylgjast með Já, ég held að kontroversið með Emilia Perez gæti svolítið ég er að vona það sko dottið út ég er að vona það þarna og mist þess vegna voru hún er búin að vera frontur önnur þess vegna voru 65% af brasilmönnum að heit reyta Emilia Já, Perez en allavega þegar þessi mynd kemur út þá skulle horfa á þessa mynd Heitur ég náttúrulega var fokkin perraður út í hennan dreifingaræðilega bara út í þött Horfður ekki á hana? Ég bara vildi það ekki nei, jú, ég horfði vist Við að íðilegja myndina fyrir það betur hverfur og svo þegar hún ég byrjaði á hennu og ég var alveg horfa þetta í einhverjum svona gæðum það er hræðilegt það er bara svo leiðilegt Ég er sammála sko. en svo bara kom einhver húkkur í þessa fokkin mynd sko. og ég var einhvern veginn svona ég var svona að reyna að berjast á móti ég var mér langar ekki Sam og ég ég var bara mér langar ekki að sé svona fínt eitthvað og þetta var eitthvað sem bara fannst mér þetta geðveikt áhugavert og myndi mér rosalega á early Alfonso Cuarón kvikmyndatökustíl og stílinn hans það var einhvern svona mjög handhelt Svolítið hrátt hrátt og maður er einhvern veginn bara svona inn í heimil það er allt rosalega believable eins og segir fjölskyldan allt leikmyndin, bílarnir það er allt einhvern veginn svo geðveikt og og ég var rosalega til í þetta þegar þetta fór áfram einhvern veginn bara þú dróð mig einhvern veginn svona inn eitthvað bara maður er svona ég er að horfa einhverja dramamyndum eitthvað fjölskyldina og svo bara kom einhverju gæjar og taka hann og maður bara byrjar hann að fara að deyja og maður vissi ekki neitt sko svo var maður alltaf kom bara eitthvað fangelsi og bara what the fuck svo var þetta mynd á henni allt í einu þegar það tekja henni í byrjun og þetta var svo einhvern veginn já, bara var rosalega gott dæmi það eina sem ég hef ekki setja út á hann er að ég held að ef ég hefði átt að fókusa þessa mynd þá hefði ég haldið í við þetta moment sko þegar hún fer inn og kemur út og er að bíða eftir hún og allt þetta það var svo mikið spenna við það sko svo var þetta svolítið lengi og svo langur niðpunktur þegar við fórum 25 fram í tíman skilur ég fílaði alveg en þetta voru svolítið lengi þar og svo einhvern veginn ennþá meira fram í tíman og þannig þetta varði einhvern veginn fyrst svona eins og spennumynd en svo endaði þetta einhverju svona þetta væri meira svona drama
dæmi, skilur. Mér fannst það svo gott með stökki framtílina því Já. þegar börnin fór það var eitthvað atrið sem þegar börnin sitja á matabór þeir fór að tala hvenær fattaði þú að Hvenær jarðaði Já. fyrir pappa? Já, pappa, En ég held sko, ég veit ekki, það getur vel verið, kannski var það miðpunktur. Haldið það? Nei, það er ekki það langur tíma. Nei, þetta er nefnilega það heldur stutt. Já, það getur Kannski 20 mínútur bara Já, þú veist, ef þetta hefði verið bara klukkutími þarna, maður hefði verið, og svo kemur bara bam, svona eins og í Parasite. Þú veist, það sem að myndin er bara þetta, og svo allir bara trappa niður í bokkin helvíti, skilur. Þú veist, það sem að myndin svissar, skilur. Þú veist, þá hefði maður kannski verið eitthvað nefn meira í því, sko. En mér fannst það svona pínu, já, eitthvað svona, ég sá svona eitthvað tækifæri sem ég hefði viljað sjá meira af, en þú veist, hafandi sagt það, þú veist, hún var geggjuð í henni og allir leikar. Ég er alveg pínu sammála, sko. Ég er til í að, þetta er svolítið stökk og svolítið stutt. Já. Þetta hefði alveg fitta, sko. Það hefði meikað svo mikið sens, sko, að vera... Það hefur að hafa það lengra, eftir það? Ég bara, það var spennan þegar þeir voru heima hjá henni, alveg allt það moment, og svo þegar hún fór í fangelsi og kom tilbaka og þau voru að bíða, bara basically þannig að þau fluttu út, skilur. Það er einhvern veginn, svo spenna, ef hún hefði verið tegið upp í, þú veist, miðbygg myndarinnar, skilur, og svo hefði komið miðpunkturinn, það sem allt inni bara, ding, 25 fram í tíma. Og þá hefði fengið öðruvísi mynd. Já. Þá ertu komið með svona twist, sko. Það er góð punktur. Þú veist, hafandi sagt það, þú veist, leikstjórnin, þú veist, bara geggjuð, skilur, þú veist, senurnar eru frábærar og, þú veist, karakterinn eru geggjaði, hvernig þau eldast takast á við þetta, svona smáatrið þegar hún fætt, þú veist, dánar tilkynninguna, skilur, og hvernig tekur mynd brosandi, og þetta er eitthvað svo steikt, en það gerist í alvöru og allt það. Förum ekkert inn að það þegar strákurinn lendir í hjólastól, það er einhvern veginn, ég sá það bara því ég las um það, og það er einhvern veginn, það var bara einhvern veginn, maður sá bara líf. Já, 100%, sko. Töff, sko. Þetta er þess byggt á æviminningu strax Marcello, hann skrifaði æviminningu 2015 og sem myndin er byggt á þeirri bók. Og bara rosalega flott og bara geðveikt að enda á þessari myndan í lokin, sko, það var alveg töff, en eins og ég segi, þetta er kannski eina sem að my critique á þessa mynd. Ég var alveg svona, mér hefur svona ógeðslega góð þessa mynd og mér finnst þetta átakanlegasta myndin sem ég sá af öllum. Ég er nýbúinn að horfa á Netflix heimildarseríu kaldastríði, heit Turning Point, The Bomb and the Cold War. Frekar nýlega sería, ógeðslega góð. Og það er aðeins komið inn á bara eins og þegar Berlín var skipt, vestur og austur Berlín, og Stasi-leinlöggan og fólk tekið yfirheyrslu og svona. Og maður har heyrt svona í gegnum söguna, eða gert í Rússlandi og sendur einhver gulag og ég meina þú kannski bara hvarfst bara. Þannig sett svo mikil fókus á þetta bara. Þú ert bara inn á þessu heimil þar sem þetta gerist. Þetta er bara mín mesta martröð. Það er að búa einhvers staðar þar sem að löggan getur bara bankað upp í þær, vopnaðir og þeir getur bara tekið þig og þú getur ekkert gert. Ekki neitt. Og hversu hörður þessi kona? Og ég held að það var einnig bíð. Það sem var að tala um að hann klift út öll atriða sem hún var grátandi. Af því að sonurinn sagði, hún grét aldrei. Já, hvað það er. Af því að pæliði, hún grætur aldrei myndinni. Og maður hugsa með þessu, hvernig getur ekki... Það var svona grætur einu sinni, við sjáum það valla. Já, valla, þú veist. En það hefur greiðlega verið tekið upp, sko. En klift út myndinni, samkvæmt stráknum, af því að mamman grét allar ekki fyrir fram að þau. Grét ekki fyrir fram að þau. Þú veist, eiga 5 börn og þetta gerist, pappin er bara tekin og mér er geðveikt hvað myndin setur svo mikið púður í þá uppbyggingu. Og hún verður að gera það, af því ef þetta hefur verið bara eitthvað svona 5 mínútur, 10 mínútur, svo bara hverfu kallinn, þú ert ekki með þessa tengingu, þú er búin að sjá hann vera þessi fjölskyldu faðir og virkaði bara góðu kall. Með smá planti að delivera já, þú veist, það er eitthvað smá í gangi, en ég er að tala um bara svona drama leveli, að þér sé ekki sama og þú viltu að það komi heim og því ég vissi ekkert mikið þessa mynd, ég vissi bara að þetta væri þetta dictatorship, hana 70s í Brasilíu, sem ég vissi ekki, svo verið hans að kíkta á Wikipedia, var hans að lesa um þetta, þú veist, ég myndi eitthvað að búa á svolítið stað, þar sem þetta getur bara skeð. Og það var svo margir sem bara hurfu og að fá aldrei líkið það er þú veist, þú fær ekkert closure. Jú, vissulega fær hún dánavottorðið í lokin og það er rosa mikið closure fyrir þau, fyrir þessa fjölskyldu. Líka bara, þegar þú átt að móta svona mikil valdníðslu og þetta konflikt með hana að hann sest niður með henni og bara ég mæli með að við látum eins og við vitum ennþá ekki
hvað er orðið fyrir hann og erum ennþá eitthvað að biðja að vera sleppt og eitthvað. Bara allt það konflikt með að þú veist hvað allar að spila í fjölmiðlum og hvað þú veist og það. Já, eftir þegar gæinn segir við hana, herru, hann dáinn. Já. Við veitum ekki nákvæmlega hvernig, en hann dáinn. Já. Ertu talað það? Jú. Já, einmitt. En svo að tekið fram í lokin, þú veist, þeir viðurkenna síðan þarna 2016 eða eitthvað, að þeir hefðu drepið. Já, en þú veist, það er ekkert lík, þeir fengi eitthvað refsingu, þeir svo voru taldra á gert þetta, þannig að þú færð, þetta er ekki, þú veist, ímyndaðir, ef að þinn ástvinur, bara konan þín er bara tekin og þú myndir aldrei sjá hann aftur. Og fyrir eitthvað svona fucking kjaftaði, ógeðis gæjar, svo er hann hefur bara verið pyntaður og svo bara drepinn. Og mér slíka náttúrulega geðveitt, við fáum ekkert að sjá það. Þau vissi ekki af því og þá er við sem áhverjum fáum heldur ekki að sjá það. Og mamman heldur cool allan tíman, 5 börn, svo þurfum þau að flytja, halda bara peningavesen, svo fyrir hún bara að mennta sig, orðin sko 40 plus, 45, 6, 48, þá var hún lögfræðingur, það ekki? Bara því líkur nagli. Pæla, og líka svo flott aðri í bankan þegar hún ætlaði að taka pening, þá var það bara því að það var bara eiginmaðurinn sem átti skrifundi, þannig voru konur mátti ekki taka út pening. Og svo hvernig það auðvitað að því að þú veist, þið sjáu herbíla keyra framhjá og svona, þau eru stoppuð hann í byrjunni og ég vissi ekki, einu sem ég vissi bara að þú veist, það gerist eitthvað slæmt, ég vissi til þess ekki að kalla til hverfa. Ég fór að hugsa bara, ó nei, ekki skjóta þær eina stelpuna þegar þeir eru að handtaka hann. Ég vissi að eitthvað myndi hverfa, þannig ég byrja stelpan sem fer erlendis, menn hún hverfa eitthvað, ég vissi ekki neitt. Þannig að það var rosa spennandi fyrir mig því ég var að horfa á hana, svo var hún tekin líka mamman og ég var ekki alveg viss, ok, hvert er þessi mynd að fara? Þú veist, hvað? Það er það sem ég meina, þess að segja, ef þeir hefðu náða að teygja þetta upp í nákvæmlega miðbygg myndarinnar, skilur við, halda þeir uppi, skilur við, það sem hún væri bara, og svo kemur bara tvisti, skilur við. Þetta er bara svona öfugt við basically Parasite, sko. Af því ég er svo ógeðslega sammála, því ég var svo mikið erum við í einhverjum pyntingabúðum. Þessi mynd er svo hrá og hún er svo, bara leikurinn er svo náttúrulegur og bara þetta er svo ógeðslega real sem er svona besta af myndan og þetta virka og þú veist, þegar maður bara pæla með svo óþægileg sena þegar þeir eru fyrst inn á heimilinu og þú veist, þeir bara fara bara að sofa það vaktaskipti, eina sem ég gæti hugsa ég var að setja mig í þessar aðstöður bara þú veist, þú ert ekki að fara að sofa bara þeir geta bara drepið alla í svefni allt í hennu. Já, líka þú veist, það er fólk ógeðslegt. Það er fólk inn á þínu heimili svo vilt ekki hafa þínu heimili og þú getur ekkert gert í. Þú veist, það er bara minn griðastæður. Já, svo er aldrei sagt. Og hún er bara að hugsa börnin. Við vitum ekkert hvað þeir þurfa ekki að segja. Þeim er skýt sama og þú veist bara... Þú ert bara kepp móti ykkur ósýnilegu valdi. Já, þú getur ekki unnið það. Þeir ekkert að skota alla hann inni og það er ekki skipt með einu máli. Þeir hefði gert það ef þeim verið sagt að gera það. Þetta var ógeðslega skeri, sko. Þetta var ógeðslega skeri og ég var bara mér finnst þú svo spennandi og ég var svona teitur. Ég var svona tæpara tíma, ég þarf að horfa á þessa myndir og klára þetta og ég var að taka upp hérna fyrstu daginn og eitthvað. Ég kíkja aðeins á þessa. Svo byrjaði þetta, þú veist, ég er ekki stoltur að því, en þetta var náttúrulega eitthvað ripp þarna og ég var bara ég var svona bara, ég sleppaði horfana, ég geti þetta ekki. Svo bara, ég horfa nokkra mínútur svo bara sökk ég bara inn myndina og ég bara, shit, klukkan 1 ég verði að fara að sofa maður þú veist, ég bara gati ekki hægt að horfa á hana af því mér fannst þú það áhrifamikil þannig að mér fannst þú mjög góð, alveg virkilega góð. Mér finnst þessar topp 4 eiga vera frábærar myndir fyrir minn smekk. I'm Still Here, Dune, Anora og Conclave. Mér finnst þetta alveg best picture worthy myndir, þú veist, tilnefninga. Næstu saman. Ég er það myndið að setja brútalist að það. Já, hún er svona, þetta er rétt út fyrir mig. En, já, eins og segið, ég sagði við ykkur heldur fyrir þáttinn, þegar ég fór síðan yfir listan, ég var að grenja yfir þessu bara, oh my god, 3 hundleðilar, ég ætla að sleppa þessu þætti. En svo fekk ég var rukkaður á Instagram, af nokkrum, ég glemdi að segja ykkur það. Já, ok. Bara, hei, verður ekki Óskarsson þáttu núna? Hei, nú stutt í Óskarna, það er svona hefði að mér, þú veist, að horfa myndirnar og horfa síðan þáttinn og er mjög skemmtilegur og eitthvað. Þannig ég bara, shit, nú get ég ekki kansa. Ég get ekki offa þáttinn. En þetta voru ógeðslega gaman, strákar. Förum bara slútsu, ég er bara mjög þreytt. Ég sagði, mína unnustu, ég sagði við hana, já, ég er búinn svona 8. Og klukkan er 20:11. Líka bara svona lokaður samt, og svona bara svona aðeins appreciation, bara svona, þetta er 3 ár sem við erum að gera þetta er ógeðslega skemmtilegt.
og bara svona tími líður hratt sinni allt inn komið þessu aftur, bara ógst skemmtilega hefð og ég vonaði að fá að gera þetta bara svona næstu ári einleiku við, sko. Þetta bara jólin hjá mér, sko. Hann laka til síðan bara síðan, sko. Nei, þetta ógst gaman og eins og fyndi, ég ætla aldrei, ég var að byrja með podcast, ég var að nefna ykkur þætti, ég ætla aldrei að gera einhvern Óskarsþátt. Ég hef ekki hort á Óskarsverðlaun í mörg ár. Það er alveg mjög mörg ár síðan ég horfði á Óskarsverðlaun síðast. Ég horfði rosa mikið á þetta yfir yngri, svo bara misti ég áhugann. Þannig ég ætla aldrei að gera þetta fyrir að fólk komst að spurja mig. Ætlar ekki að gera Óskarsþátt? Og mér dætti ég, já, auðvitað verður það alveg gaman þegar svona fjölbreytta kannski myndir. Já, þú veist mér að Dune, þessi, Substance, þetta er alveg fjölbreytt. Ég held að ég hef nú verið einn af þeim sem spurði mér þessu. Já, þú verður gleitna. Ég var rukkaður þetta og ýmsum áttum. Þannig að nú er þetta þriðji, veist, ótrúð, þú erum að gera 3 ár. Galið, sko. Með þess að ég bara nýbur og takkum fyrsta. Þetta er geggjastrákar, þetta verður hefði hjá okkur, en við hefum eftir að gera líka Bond. Við erum að klára það. Já. Tala um Amazon. Það er málið, það er aðeins búið að hægjast um mér, út af heimilistaðstæðum, 2 lítil börn og svona, og gera spurningarspilið, en leiði búið með það og það er bara komið í framleiðslu, þá náttúrulega losnar þessum tíma og í talingum þegar yngri strákurinn byrja í leikskóla, þannig að við getum bara farið að kýla meira á þetta. Hvað vorum við búin að gera í Bond, þessu landsið? Við vorum búin að gera Bross. Craig og Brosnan. Bara 2. En þá Lazenby næst. Við gerum Lazenby næst og... Við gerum Lazenby núna. Þú er í 18 tíma Lazenby og Dalton. Já, það er næst. Gerum það næst. Strákar, þetta búið að vera geggjað. Loka spurning. Við erum búin að ræða þetta aðeins. Við komum nú með gisk. Hvaða mynd af þessum 10 vinnur besta myndin? Ekki hvað ykkur finnst, bara hver vinnur. Við þurfum að veðja, bara að við myndum svona pening. Anora. Brutalist. Þetta er á milli Brutalist og Anora, sko. Wishful thinking, Anora. Ég segi bara svona, jafntefli þannig ég segi Anora. Ég segi Brutalist. Ég held að Anora sé of fyrir. Brutalist er svo ekta best picture winner. Það er ekta. Ég segi Brutalist. Herru, strákar, þetta var geggjað. Og bendingarna sem er að hlusta þennan þátt, hann kemur á undan þættinu sem við tókum áðan. Það er smá svona, ég er að gefa ykkur hlustundum áhverjum svolítið svona taste af spurningaspilinu sem ég er að gera. Ég tók strákarna smá test með spurningum úr spilinu. Það verður sér þáttur, endur að tjekkja honum, strákar. Takk fyrir. Takk sem við leiðis. Oh my god! Allir heim að sofa!